Komiði sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu enn eina ferðina. Ég heiti Björn Þorláks og með mér María Lilja. Sæl og blessuð. Sæl vertu. Heyrðu, við ætlum að enda þennan þátt á því að skreppa norður til Akureyrar og heyra í Skafta Hallgrímssyni sem ritstjóri frétta vefjar. Það í bæ sem heitir akureyri.net. Þú veit nú kannski ekki svona daglega að sækja þér fréttir norður eða hvað? Nei, kannski ekki, nú oft. En þetta eru oft bestu blöðin, svona, hvað var að segja, landsbyggðarblöðið. Já, þau hafa nefnilega stundu verið það, sko. Já. Sérstaklega undir minni ritstjórn. Já. Þeir eru bjóðarna. Ég nú bara grínast. En sko, Akureyringar eru þetta náttúrulega sú byggð sem næst stærst. Og við þurfum Akureyri. Við þurfum öfluga byggð. Margir segja við þurfum aðra borg, annan svona borgarkjarna. Ert þú á því að það því svona ágætt upp á balansinn í þessu landi ef við værum með 2 Reykjavíkur? Já, Akureyrarborg. Já, Akureyrarborg. Já, það hefur nú lengi verið talað Akureyri sem slíka. Og eins Ísafjörð. Þetta séu þessi stóru byggðarlög svona og þjóni ágætlega þessum tilgangi, Egilsstaðir. Þetta getur verið svona einn í hverju horni. Já, einmitt. Einn í hverjum landsfjórðungi. En sko, ég held að Akureyri, sko, Skafti náttúrulega talar það í þessu viðtali að þeim þurfa að fjölga. Og ég held að það sé rétt hjá hann, sko. Ég held við þurfum bara svona fleiri öfluga valkosti. Það sé alltaf slagsíða með því að við séum svona mörg á sömu hundaþófunni og allt hitt hérna. Ég held að það væri ábúrslega gott upp á samgöngur til dæmis og svo auðvitað heilbrigðiskerfi. Ég meina borgir til þess að geta skilgreint sig sem slíkar þurfa auðvitað að hafa sko almennilegt sjúkra samlag hreinlega það sem að þjónustar ólíka hópa. Þannig ég held að það væri svona það svona ljósasti punkturinn í þessu öllu saman. Það væri að með því að hafa fleiri borgir þá þurftum við að efla innviði töluvert. Ferð þú norður til Akureyrar páska á skíði eins og margir höfuðborgarbúar? Já, það hefur nú reyndar komið fram hér áður að ég fer ekki mjög oft á skíði. En ég spurti þessara spurningar áður. Já, en Akureyri, mér finnst alltaf gaman að koma til Akureyrar. Það er svo dásalega menning og lista sinna þar. Pínu danst og rólegra heldur en hér. Já, það er virkilega gott að koma til Akureyrar og það er góður bær. Já, það verður gaman að hlusta á hvað Skafti Hallgrímsson hefur að segja. Það er eitt af því sem þeir eru mjög ánægðir með bæjarbúar. Það er að það er búið stór auka möguleika þeirra á að fljúga beint út í heim. Og þetta var eitt af því sem var verið að vinna þegar ég bjó þarna fyrir norðan og hafði einhvern veginn aldrei gengið. Grænlandsflug hafði verið með flug þar sem millilentu frá Grænlandi til Kaupmannahafnar fyrir einhverjum áratugum, en annars hefur verið lítið þetta, en núna bara ansi mörg flugfélög sem að fljúga beint til og frá Akureyrar. Þannig að lífsgæði bæjarbúa aukast mikið við með því að komast í burt. Já, ég meina sko kostnaðurinn við að búa á Akureyri og fara í gegnum Leifsstöð. Já, ég veit að þetta alveg og tíminn sem fer í það og það er svo erfitt, einmitt ég get ekki ímyndað mér finnst alveg nóg erfitt að keyra Keflavík Reykjavík til þess að koma heim eftir frí. Að svona bara svona upp á sko óþreyju fullu sjálfa mig þá skil ég þetta bara mjög vel. En María Lilja, eigum við svona aktíft að kannski vinna betur í því samstöðun að heyra við fólki sem býr út á landi? Já, mér finnst að við getum gert bara mun betur þar. Þetta auðvitað kannski svolítið flóknara fyrir okkur. Það sem við erum nú svolítið föst hér við borð í Borholti og það er oft svona sem að svona fjarfundabúnaður, hann klikkar og hann einhvern veginn ekki alveg að skila svona sömu dýftinni í samtölum og oft verður hér við rauðaborðið þó að þetta séu ákveðnu töfrar í því líka. En jú, það er alltaf hægt að gera betur. Við ættum líka kannski bara svona að vera meira vakandi fyrir því að fólki sem býr út á landi þegar það kemur hingað til okkar. Já, mér finnst það þetta bara ákall. Nú við viljum bara fá fólk banki á ritstjórn þegar það kom í bæinn og langi að setjast að borði. Akkurat. Talandi ákall, þá ætlar Jón Einar Kristjánsson, sagnfræðingur, að ræða fræ
framfara, hann með framfara ákall. Það víst akuyrkju og framfara hugsun á 18. öld. Við hér við Rauðaborðið erum nokkuð dugleg stundum að sinna sögunni og hvernig megi læra af þeim jarðvegi í dag. Það hún Oddný Eir Ævarsdóttir sem ætlar að leiða okkur í gegnum þetta og á undan því þá verður fjallað eitthvað sem Gunnar Smári Egilsson kallar sjálfskrift. Veistu hvað þetta María Lilja? Ég get ekki beðið. Þú getur ekki beðið? Nei, nei, þetta eru ákaflega svona merkilegi kallar sem að eru hér samankomnir að ræða við Smára og þau eru nú yfir líf og fjör í viðtólum að Smára. Heldur betur. Þetta er mikið lið, eins og þú segir, Róbert Hilmar Haraldsson heimspekingur, Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur, sem var hér í helgispjallu daginn, alveg frábær, og svo Davíð Ólafsson menningarfræðingur. Þetta verður gaman að hlusta á. Nú, undan þessu, svona miðjan þátt, þá kemur hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtökunum. Hann ætlar að ræða við okkur svona það sem að liggur helst á Neytendasamtökunum. Ert þú félagi í Neytendasamtökunum, María Lilja? Einhver tíma var ég það, þarf maður að uppfæra. Ég nú ekki alveg vissi það, sko. Nei. En ég hef nýtt mér þjónustu Neytendasamtökuna. Það alltaf hægt að senda þeim post ef að maður í ykkur vafa. Og það hefur oft komið sér vel. Já, sko, það alltaf verið að svindla á okkur. Við lifum í landi fákeppni og svika og neytandinn alltaf í síðasta sæti. Stundum verða brjálaðslegar verðhækkanir og við höldum samt áfram að kaupa vöruna. Mótmælum ekki með höndum og fótum eins og við erum alltaf að lesa að gerist í nágrannalöndunum. Hvernig ætli við gætum sýnt öflugri samstöðu við almenni neytendur? Eitt skref gæti verið að vera í Neytendasamtökunum því að þar eigum við málsvara, en það verður svona forvitanlegt að pæla í því hvernig við getum elt stöð okkar vegna þess að við erum mörg en hinir eru fáir. Þannig að við ættum að geta átt séns í þeirri baráttu. En það sko við þyrftum að efla það fyrst og fremst hversu meðvitaðir neytendur við í raun og veru erum. Við erum nú bara þannig þjóð að við erum svo opaslega upptekin á svo mörgum vígstöðum, vinnu og heimili og allt þetta, að það fer svo lítill tími í að einhvern veginn geta svona hugsað út í það nákvæmlega og svo einmitt líka út af fákeppninni að það nú kannski ekki alltaf stendur ekkert eitthvað á okkur valið. Þannig að svona það eru kannski bara þetta. Við þyrftum að vera meðvitaðir hlutuna sem við kaupum og neytum. Og ef sko maður verður var við eitthvað sem maður sér að bara siðleysi, að þótt að sé óþægilegt að meina sér vöruna og kannski sækja nú annan stað, þá samt til lengri tíma skiptir þetta svo miklu máli. Já, ég get nefnt að vera meðvitaður neytandi eins og til dæmis að vera partur af sniðgöngurhreyfingunni sem að sniðgengur vörur frá Ísrael og frá landtökubyggðum Ísrael. Ég hef nú verið virkur þáttakandi í þeirri hreyfingu og það er svolítið erfitt fyrst, ég viðurkenni það alveg. Mér fannst svona ákveðnir hlutir sem að ég hafði vanið mig á að kaupa alltaf en þurfti að hætta. En ég meina það er ekki nema viku að komast upp á lagi með eitthvað nýtt sko. Engar ísraelskar appelsínur á þínu borði? Nei, alls ekki og ekki Coca-Cola og fleira. Það er svona Akkurat. Hinn sívinsæli liður reynsluboltar, hann verður á dagskrá í dag. Jú. Þú ert væntanlega eins og ég fann að hlakka til að fylgjast með þeim. Jú, þar fer okkar allra mesti reynslubolti fyrir hópi annara bolta. Það er rétt. Og tala dagmál. Já, Sigurjón Magnús Egilsson, hann er okkar almesti reynslubolti. Já, einmitt. Hann geðþekkur maður og laðar fram alltaf besta í hans viðmælendahópi og ég hef rætt það áður held ég meira að segja við þig að ég held sko að segi langflestir já þegar hann hefur samband og biður fólk að koma í þátt. Já, það er ekki hægt að segja nei við Sigurjón. Hann er svo viðkunnlegur. Hann er viðkunnlegur, þægilegur. Þetta skipti þá eru það Árni Hjartarson, jarðfræðingur, Kristín Ástgeirsdóttir, sakfræðingur, fyrrverandi þingmaður og
einhvern tíma var hún nú jafnréttistofu. Alveg rétt. Og svo Viðar Eggertsson leikari sem ætla að koma og umræðefnið að sögn SME, eins og hann skrifa alltaf undir fréttina sínar, sótt í daginn og veginn. Nú það líður þá að byrjun þáttarins, liður númer 2 hjá okkur í kvöld. Það gneistaði bara verulega af viðmælanda mínum í því viðtali. Hann heitir Atli Þór Fandal og hann var á miklu flugi í umræðu spillingu. Atli starfaði sjálfur við spillingavarninum árabil og við erum að ræða fjölmiðla, spillingu, siðferðisleg álitamál og neikvæða umræðu gagnvart eftirlitsstofnunum ekki bara innanlands heldur líka utan heims. Hann var til dæmis að tala að Duarte hefði ekki verið handtekinn nema án samvinnu öflugra alþjóðlegra eftirlitsstofnana og svona. Áhugavert. Alltaf gaman að hlusta á Atla. Já, það er alltaf gaman að hlusta á hann og eins og ég segi, hann er á miklu flugi í þættunum hér á eftir. En þú ætlar að leiða okkur inn í rauðaborðið með, þú ert að horfa til Grænlands ekki satt og kostningarna þar. Jú, það voru kostningar, það voru demókratar unnu, þannig nokkuð stóran sigur í gærkvöldi, sett í gærkvöldi eða nótt var að koma í ljós. Í rauninni þá ég vaða svo litið blind í sjón, ég bara viðurkenna það, því að ég veit ofboðslega lítið pólitíkina í Grænlandi. Bara eins og ég. Við Íslendingar höfum ekki sýnt Grænlandi mikið áhuga. Einmitt. Ég fæ til mín hana Ingu Dóru Guðmundsdóttur sem er búsett í Grænlandi og hefur bara starfa þar í pólitík og öðru árabil. Og ætla bara að spyrja svolítið heimskulega svona, að því að ég eins og ég segi, þá auðvitað vekur athygli að þessi flokkur demókrata hafi sigrað þessar kosningar. Þetta þýðir að það er eitthvað að losna þarna innanlands, þegar fólk er einhvern veginn svona að hugsa til frelsis undan oki Danmörkur mögulega og þýðir það þá að það veri gert í samstarfi við Bandaríkin, við vitum það ekki. Nei. Og hvað þýðir það til dæmis fyrir Ísland og annað, þannig að þetta er svolítið, þetta er mikilvægt samtal. Já, spjallum Grænland í dag er að einhverju liti spjallum Ísland og okkar framtíð. Já, það er nefnilega, ég held það. Trump hefur einhvern veginn, honum hefur tekist að sína fram á það. Hún hefur tekist að samina þessar smá þjóðir í norður Ballarhafi og sem er kannski bara vel. Þetta fannst mér fallega orð að hefa því þetta var örugglega ekki það sem hann ætlaði sér að gera. Nei, 100% ekki. En kærar þakkir fyrir ég hlakka til að sjá ykkur fjallum Grænland hér á eftir andartak. Áhorfandur góðir, stutt skilaboð áður en enn og aftur viljum við þakka ykkur fyrir stuðningin, áskriftarstuðningin og ef einhver ykkar eru þarna úti sem að hafið hugsað, mér langar að styrkja samstöðuna því þau á samstöðinni er að búa til marga klukkutíma af efni sem er sýnt allan sólarhringinn, ýmist í sjónvarpi eða útvarpi eða á hlaðvarpsveitum eða öppum, en ég hef aldrei látið verða af því að styðja samstöðuna. Þá er það frekar einfalt mál, þið farið inn á vefinn samstöðin.is, það er hnappur sem heitir áskrift og með því að haka þar við og taka 2500 krónur einungis mánaðarlega af vísakortinu ykkar eða kreditkortinu ykkar, þá eru þið orðnir ekki bara áskrifendur heldur eigendur samstöðarinnar og hafið þar með eitthvað það að segja hvað við setjum á dagskrá. Við erum hér oft með ritstjórnarfundi við áskrifendur, fólk sem ringir í okkur og segir, mér finnst að þið ættu að fjalla þetta. Nú við erum svolítið róttækstöð, við erum að mörguleiti öðruvísi heldur en aðrir fjölmiðlar og njótum mikils velvilja og full ástæða til þess að þakka öllum velunurum tæknifólkinu okkar, Pétri Fjellsteð sem nú er að senda þetta út og öllum hinum. En ekki fara langt, góðir hálsar, rauðaborðið hefst hér á umræðu Grænland eftir andartak. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin
www.samstæðvarinn.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan á tali á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Inga Dóra Guðmundsdóttir. Hún er baráttukona frá Íslandi og Grænlandi en þar hefur hún búið frá árinu 1984 og látið til sín taka í fjölmiðlum og stjórnmálum og svona hinu ýmsa. Inga Dóra, vertu velkomin. Takk fyrir. Hvernig nú voru stórar kosningar og mikilvægar í Grænlandi og úrslitin, komu þau þér á óvart? Já, ég held að koma öllum á óvart meira að minna. Meira að segja flokknum sem vann alveg rosalega sigur í gær. Reynda 2 flokkar sko. Þannig að þetta kom mjög á óvart hversu stór fylgi þessi flokkur Democratic og hann er orðaður í gærkvöldi og ég vænti þess náttúrulega að það væri auki fylgi hjá Nalaraq sem er fyrir sjálfstæði, hraðar í sjálfstæðisferli en þessi rosalega mikil aukning á fylginu koma óvart hjá öllum. Já, nú hef ég eitthvað staðar lasið að það væri svona lélegt kjörgengi á Grænlandi. Var fólk að mæta til kosninga núna í þetta skipti? Já, þetta kjörsóknin var rosalega flott með við kosningar alveg almennt síðan fengu sjálfstjórn 2009. Þannig að þetta var upp í 71% tæft. Og það nú hátt með við hvernig þetta var í síðustu kosning sem var 65%. En það fann maður það líka, bara í Núk til dæmis, þar sem ég var í gær upp í Íþróttahöll. Og aldrei séð svona marga í einu fara á kjörstað og það voru biðraðar alveg fram út á vegi, inn úr húsinu og út. Og enda sá ég að frá að vera 61%, reynda 61% í 2021, þá var kosningakjörsóknin 70% í gær, í Núk bara. Já, þannig að það töluverður munur og það greinlegt að þetta er eitthvað sem skiptir íbúa Grænlands máli. En hvaða þýðingu hafa þessi úrslit fyrir fólkið í landinu? Það svolítið snemmt að spá það, hvaða kemur svona alveg út úr þessum kosningum eins og formaður demókratana. Þetta fyrsta skipti, þetta sögulegur viðburður að líberal flokkur, blár flokkur eins og við köllum það hérna, fær umboðið til að mynda ríkisstjórn. Þannig að það í sjálfu sér mikið að segja og svo eru stjórnarandstæðaflokkarnir búin að vera stjórnarandstöðu 4 ár eða tæpt fyrir Nalaraq 3 ár en fyrir demókratana 4. Þannig að maður getur sagt að núna það þeirra stóra vinna að byrja með að reyna að mynda ríkisstjórn með, það fer bara eftir hvernig það gengur og það mun taka smá tíma býst ég við. Þannig að það snemmt að segja. En ég kannski bætti við að þessi flokkur tiltölulega nýr, ég held að hann hefur verið stofnaður 2005 ef ég minni rétt, en hann stofnaður af manni sem var í Síumút og komið svona klopningur í flokknum Síumút er þinn flokkur, er það ekki? Það Síumút, þú tilheyrir því? Já, ég búin að vera í Síumútsflokknum, en ég ekki í honum í dag, eins og maður segir. En ég get sagt ykkur að það allavega Síumút og IA, þessi stóru hefðbundnu flokkar búin að vera skiptast á að leiða ríkisstjórnir alveg frá við fengum heimastjórn 1979. Þannig að þetta fyrsta skiptið sem að
fyrir hægri flokkur fær umboðið. Já, og sko nú mikið talað Trump og ég ímynda mér að Grænlendingum hafi mörgum brugði við þegar að Trump svona lýsti yfir, ekki bara áhuga, heldur tilætlunum hreinlega að ná til sín Grænlandi og svona undir Bandaríkin með hverju sem það kostaði. Hvað í þessu samhengi, kosningana, hvernig horfir þetta við þér? Þetta til dæmis flokkur sem líklegur til þess að vinna með Trump eða slíta sig frá Dönum eða hvað boða þeir? Sko, mér finnst skilaboðin mjög skýr frá fólkinu sem kaus í gær. Það vill ennþá vera í þessu svokallaða ríkjasambandi. Þótt að við séum ekki sjálfstætt ríki í þessu sambandi, þá þetta orð ríkisfélagsskapið. Og þetta skýr skilaboð að þessi meiri hluti að fólk vill stöðuleika, þar að segja það vill sjálfstæði en í passandi svona tempói, eins og maður myndi kalla það, meðan hinn flokkurinn sem fékk líka rosa flotta kosningur í gær meira fyrir hröðuferli. Þannig að maður getur sagt að þetta rosalega mikið svolítið klopningur í tvo hluta, ytri hlutana, þannig að hefðbundu flokkarnir sem á miðjunni hafa náttúrulega mist marga þingmenn á þingi, en þessi tveir og þessi sem vann kosningarnir í gær miklu meira fyrir svona hefðbundnari leið að vera í betri ferli með ríkisstjórn í Danmörku, samtali við Danmörk, en hann alveg líka á þeim nótum eins og allir hinir flokkarnir hafa verið, að það verður að gera breytingar innan ríksfélagsskapið. Og gagnvart Bandaríkjunum þá skilaboðin líka svona skýr, eins og allir flokkarnir hafa verið að senda þessi skilaboð til Bandaríkjana að við erum ekki til sölu en við erum alveg til að tala við, en talið við okkur beint og það þessi flokkur náttúrulega líka búin að vera að senda út skilaboð. Þannig að þetta mjög svona svolítið erfitt að lesa inn í hvernig þetta þá verður algjörlega, en þetta skýr skilaboð að maður vill stöðuleika ríkjasamband og kannski setur þetta svolítið pásu á þessi samræður ferlið, sjálfstæðisferlið. Já, en hvernig svona stemningin það nú bara laust eftir hádegi hjá þér þarna akkurat í þessu samtali en hvernig svona þín tilfinning, hver stemningin á meðal landsmanna svona eftir kosningar? Já, hún bara, það allir eru spenntir fyrir þessi nýju mynd sem að koma og allir svona spekulera í hvað gera hinir flokkarnir, hvernig hægt að mynda ríkisstjórn með hvað flokkum og hverju geta unnið saman og það svona mikið verið að pæla í því núna. Og svo náttúrulega líka flokkarnir sem töpuðu fylgi í gær, sérstaklega Siumut og IA. Þeir eru náttúrulega líka í einhverju ferli núna og ég veit að allavega núna þegar við erum að tala að stjórnin, miðstjórn, eins og maður kannski hovedbestyrelsen á dönsku, ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, en allavega stjórn flokksins að funda núna. Að því í gær þegar flokksformennirnir komu inn í stúdíu í sjónvarpinu þá gaf Erik Jensen sem formaður Siumut flokksins sína yfirlýsingu að hann tekur fulla ábyrgð á þessu tapi og þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því líka. Heldur hann segja af sér þá eða voru það skilaboðin? Já, hann var alveg tilbúin í að segja ég tek alveg ábyrgð á þessu lokatölum og þess vegna líka mögulegt að ég dregi mig tilbaka. En hann vil náttúrulega vita hvernig flokkurinn lítur á þetta og þeir náttúrulega að greina í þetta betur, núna býst ég við. En það þessi mikla kjörsókn og ykkur sérstaka ástæða fyrir því svona að þínu mati, hvers vegna í ósköpunum sótti fólk svona hart í að kjósa í þetta sinn? Já, ég meina, við höfum aldrei nokkuð tíman séð svona marga fjölmiðla á Grænlandi í tengslu við kosningar, aldrei
og ég get nú bara nefnt það sem dæmi að meira segja ríkissjónvarpið í Danmörku að Stöð 2 hafa verið virkilega virk núna bara síðustu mánuði eftir að allt þetta fór í gang með Bandaríkjaforsetanum sínar yfirlýsingar við blaðamenn til að byrja með að hann hafði áhuga á Grænlandi og svo kemur hann á ræðustól og gefur þessa yfirlýsingu að hann á eitthvað hátt mun Grænland koma inn í myndina í Bandaríkjunum og þetta náttúrulega þess vegna sem að áhuginn svo rosalega mikil bara utanfrá, frá útlöndum og það líka að við erum náttúrulega búin að vera í svona ferli lengi núna allavega 2,5 mánuði, tæp 3 mánuði þar sem að við höfum ekki vitað í hvaða fót við eigum að stíga. En það gerir það verkum að þetta voru mikilvæga kosningar að senda ykkur skilaboð og mér finnst Grænlendingar meiri hluti Grænlendingar hafa sendt þessi skilaboð að það eru mjög breyttir tíma á leiðinni. Og þú horfir jákvæð fram á veginn? Já, ég jákvæð manneskja og náttúrulega vona bara til þess að við fáum bara stöðuleika. Þetta rosalegt verkefni sem liggur fyrir framan þessa nýju ríkisstjórn með öll þessi mál sem hafa verið á döfinni og sérstaklega þá núna gagnvart bæði Danmörku, ferli með Danmörku, ferli með Bandaríkin. Þetta er rosa stórt verkefni sem það er að fara að takast á við og sem betur fyrir formaðurinn, hann er ungur og efnilegur. Hann er með smá reynslu frá fyrir ríkisstjórninni sem að ég reyndar út af klopningi þar milli Siumut og Demókratunum í 2021 gerða verkum að við fórum í kosningar síðast fyrir tíma. Þannig að hann er með sína reynslu í ráðherrastól og svo framvegis. Já. Nú hvernig standa eins og bara réttindi jaðarhópa og annað svona með tilliti til þessar kosninga? Þetta nú kannski þegar það kosið svona stór atriði eins og hreinlega bara sjálfstæði þjóðarinnar, þá kannski ímynda ég mér að þetta séu svona hlutir sem að falla á milli en ég hef séð og fylgst með mikilli kvenréttinda baráttu og baráttu mæðra meðal annars við kerfið og við Dani sem að hafa verið að taka þetta börn, greina þær með svona ósangjörnum hætti sem óhæfar mæður. Það er eitthvað svona rasískar rætur alveg langt aftur í tíma. Þú þekkir hvað ég er að tala um, þessi mál mæðranna? Já, réttindi jaðarhópa myndi ég segja með kosningunum í gær þá kemur líka skýrt fram að þeir sem eru alveg rosalega sterkir núna í þessum jaðarsvæðum og réttindum og eru í þessum byggðum sérstaklega í Norður-Grænlandi að þessi flokkur sem vil Nalavax sem tiltölulega líka klopningur úr Siumut á sínum tíma, flokkur sem að styður við bak við þessi litlu samfélög, litlu bæjarfélög og þar að leiðandi líka búin að vera að berja svolítið mikið fyrir decolonize hugsununum og koma því upp á yfirborðið og sérstaklega málefni sem að varðar konur í Danmörku eða fjölskyldu vil ég segja í Danmörku sem að liggja svolítið búin að vera að liggja undir svolítið svona kerfisbundnu svona sálfræðinga test sem að gilda eiginlega ekki fyrir grænlensku menningu. Nei, og þar að leiðandi bara dæmt úr leik einhvern veginn af því að þeir eru ekki alveg svo við og þau búa í Danmörku sem sagt. Og það er ekki tekið tillit til þess hvernig til dæmis maður tjáir sig á grænlensku, skilurðu. Það eru öðruvísi, við erum allt önnur menningarhópur svo að segja. Þannig að þetta verður náttúrulega eitthvað sem ég veit líka að demókratarnir sem unnu kosningarnir í gær líka eitthvað sem að þeir og allir flokkarnir reyndar hafa verið að tjá sig upp á síðkvöldið. Þannig að það er allavega komin fókus á þetta og þetta er eitt af þeim
málum sem að maður alltaf halda áfram að fylgja eftir í Danmörku og við dönsk yfirvöld og stjórnvöld og í þinginu þar. Og já, það er vona að þetta breytist, en svo hérna bara svona lokum það opnaði alþjóða flugvöllur, ekki rétt, stór núna bara á dögunum eða bara núna áramótin? 28. nóvember, já. Já, lok nóvember, já. Og það var svona, já, það voru skiptar skoðanir veru þessa alþjóða flugvellar, svona í ljósi þess að já, það kæmi nú ákveðin átróðningur með túrisma, en svo voru nú aðri sem vildi meina það að þetta kæmi í Grænlandi hreinlega svo litið á kortið og myndi svona hjálpa þeim að standa á eigin fótum. Hefurðu séð ykkur svona teikn á lofti annað hvort? Já, þetta er náttúrulega bara grundvallar innviði sem er komið á laggirnar hér í Nuuk og þetta var ákvörðun tekin alveg tilbaka í 2015 svona formlega og svo ferlið með fjárfestingarnar gerða verkum að já, þeir byrjuðu að byggja flugvöllin hérna í Nuuk 2018. Þetta er náttúrulega til þess að betur bæta bara innviði fyrir landsmenn. Þetta er ekki bara út af ferðamannastraumi eða þannig, en auðvitað leggur maður mörg ekki þennan í að bakka með að fá auknar tekjur frá ferðamannabransunum eins og Ísland er búin að gera það. Og það sem að setur svolítið náttúrulega mörg fyrir massatúrisma, og mikið inni sem að hugsa sjálfbarni, það er náttúrulega vöntun á gistingu og starfsfólki. Þannig að það setur svona náttúrulega mörk yfir hversu marga maður getur tekið inn í einu. En þessi fjárfesting hefur þegar sýnt sig með að við erum að fá flugvöll núna í Ilulissat næsta ári og minni flugvöll í Qaqortoq, að þetta er líka maður spara tíma og það er tíminn sem maður sparar sem er kannski það sem að margir hafa ekki verið að pæla í, að þetta er rosalega stórt land að fljúga í og margar aflýsingar og fellt niður flug út af veðri hér og það. Þá ertu bara hreinlega stokk einhvers staðar in the middle of nowhere og það er til að komast til móts við það líka að þessi flugvellir hafa verið byggðir. Þannig að já, þetta er náttúrulega spennandi og við sjáum náttúrulega þegar þotur eru að lenda hérna úti á velli og ég vinn hérna bara rétt hjá, þannig að ég fer út og hleyp úti og ég sé eitthvað þotur að koma frá einhver landi sem ég aldrei séð á þeir. Þetta er mjög spennandi. En þróunin í sjálfum sér þetta opnar Grænland á miklu annan hátt og áhugin er bara orðin það rosa mikið líka og við sjáum það bara umfjöllun Grænland heim er bara mjög mikið. Já, hún er einmitt svolítið mikil og ég finna áhugi Íslendinga á Grænlandi og málefnu Grænlands hefur bara vaxið núna síðustu mánuði og ég ætla að sé ekki bara Trump hreinlega að þakka. Íslendingar eru þetta hræddir sig og sitt og svo frændur sína, svona vestar í hafi. Inga Dóra Guðmundsdóttir, þakka kærlega fyrir að svona, já, stikla á stóru þessar kosningar og við fáum að vera aftur í sambandi við því kannski þegar það hefur dreitið tíðinda svona í stjórnarmyndun og annað. Já, takk og það var svo lítið. Og dokið við, það er meira hér handa við hlið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram eins og oftast á miðvikudögum að ræða siðferðisleg álitaefni og stundum hreinlega hreinræktaða spillingu. Það er af ýmsu að taka, bæði innan lands og utan eins og alla jafna. Hér hefur verið vikulegur farvegur fyrir ýmsa gesti sem hafa komið í þáttinn til að ræða svona það sem að ýmist efst á baugi í umræðinni eða bara einhverja þræði í þjóðfélaginu, einhver þemu og kannski verður þáttur dagsins einhvers konar blanda af því sem við erum að ræða þessa dagana og einmitt einhverju svona þráðum í samfélaginu. Fjölmiðlun, bjögun upplýsinga, ólígarkar,
útvegsmenn, Morgunblaðið, tjáningarfrelsi, skoðanafrelsi. Það kann að vera að þetta muni allt koma við sögu í einni eða annarri mynd. En gestur þáttarins góður, Atli Þór Fandal, vertu velkominn. Takk fyrir að hafa mig. Þú ert fyrrum framkvæmdastjóri Transparency á Íslandi, já. Á Íslandi, já. Og vannst mjög aktíft við spillingarannsóknir. Hvað var þetta lengi, 3-4 ár, eitthvað sluðis? Já, eitthvað 4 ár þar og náttúrulega í blaðamennsku áður. Já. Og svo reyndi maður nú að hafa ykkur áhrif upp í þingi. Já, en nú er ég alveg laus úr þessu. Já, en ég til dæmis ræddi við þig í þessari bók Besti vinur Aðal og þú sagðir þar nokkur orð sem að mér langar að ræða við þig síðar í þættinum svona, sem að mér hefur skipta máli að varpa ljós á. Nú, ég sé að síðasti statusið þinn á Facebook, hann fjallar skrýmsli, eins og þú orðar það, sem að hefur nú verið handtekið og þú nefnir þetta skrýmsli og handtökuna sem kannski til marks sigur alþjóðastofnana. Og það einmitt í spillingarumræðu þá einmitt mjög oft svona grafið undan opinberu eftirliti og bara opinberum starfsmönnum sem að sinna alls konar aðhaldi. Hvert þetta skrýmsli ef þú fer með okkur aðeins út fyrir landsteinana? Já, ég nú þarna bara að tala svona óvæntan Duterte fyrir þetta fórseti Filippseyja var handtekinn í Filippseyjum í gær, eða fyrir að dag kannski núna. Og og það var svona svolítið óvænt. Það hefur verið svona fjölskylduvald þarna í þessu landi, þar sem að núverandi forseti og svo varaforseti eru sko börn mismunandi svona annars vegar bara einræðisherra og svo Duterte og en þetta sem sagt hann raun og handtekinu þetta fyrir aftökur án dóms og laga. Slátrari? Þetta er bara slátrari þessi maður og skrýmsli rétt nefni. Og það sem kannski sérstaklega viðurstyggilegt en þó ekki óvenlegt af því að nú ég vilt alltaf þannig með svona fólk að þetta beinist fyrst og fremst að þeim sem að samfélagið tilbúið að líta niður á að auðvitað var þetta gert undir nafni þess að vera baráttu gegn fíkniefnum eða eiturlyfjum og gengjum en það talið að 30.000 manns hafa verið tekin af lífi án dóms og laga og það ekki þannig að þú takir 30.000 manns af lífi án dóms og laga án þess að það sé mjög mikið af fólki sem bara algjörlega saklaust, bara flækist inn í það. Þess utan þá auðvitað eiga allir rétt á sanngirni og réttri málsmeðferð. Þannig að þetta eru mikil tíðindi og ég var bara að setja þetta í já, og auðvitað það eru margir sem búa frá Filippseyjum á Íslandi og gæti verið að þetta eru auðvitað sko ekki einfalt mál svona pólitískt, fólk getur haft flóknar tilfinningar gagnvart þessu leiðtogum sínum fyrrverandi en þetta fyrst og fremst sýnir það að alþjóðastofnanir þótt að þessu gallaðar og þótt að vinni í umhverfi sem gallað og byggir mjög mikið á sko vilja og traust og svona að þá þetta kerfi eða sem sagt þá skiptir alþjóðakerfi mjög miklu máli og það getur skilað árangri stundum vegna þess að fórnarlömb þessa manns eru núna komin annað skref og ekki bara það heldur getur þau mögulega sko fjölskyldur þeirra getur mögulega sko komist nærði að trúa því að það sé einhver sanngirni í heiminum og það sé ekki þannig að öllum sé bara sama fátækt fólk og það megi bara stunda stórfelldar aftökur á þeim undir einhverjum formerkjum fíkniefnastríðs. Þannig að ég var bara svona að setja það í samhengi að þó að séu sumir sem að og bara orðið ansi algengt og að fólk sko skemmti sér yfir því að grafa undan alþjóðastofnunum að þá
þá þjóna þeir tilgangi og það geta stundum gert hluti rétt en þær eru líka að vinna í flóknu umhverfi. Já, og það líka ég sammála þér, það mikið grafið oft undan alþjóðastofnunum, ekki síst í opinberri fjölmiðlaumræðu hér á landi, en það líka bara grafið undan stofnunum, ekki það þarf ekki alþjóðastofnun til og í umræðum spillingu þá fáum við einmitt mjög ofta að heyra svona lítilsvirðingu gagnvart þeim eftirlitsstofnunum sem þó eru svona af veikum mætti að reyna að sporna við samkeppnisyfirvöld hér á landi og svo framvegis og ég efa það ekki að þú hafir svona fylgst mjög grundigt með umræðu hvernig er reynt að veikja annars fyrir frekar veikt eftirlitsvald hér á landi og er það ekki rétt munað hjá mér, man ekki hvort það kemur fram í þessari bók eða ekki, en er það ekki rétt munað hjá mér til dæmis að Ísland bara opinberlega sinnir spillingar vörnum með mun lakari hætti en nágrannalöndin? Já, ég meina það ég reyndar sem betur fer sinni þessu ekki mjög mikið lengur og er mjög ánægð með lífið eftir það. En það sem sagt þannig að á Íslandi er ekki helsta stefna baráttu gegn spillingu. Það hefur ítrekkað verið bent á það að við sinnum ekki eftirliti. Það er líka þannig að það er mjög lélegur skilningur á hvað spilling er. Hún kallar náttúrulega eftir einhverjum ásetningi sem þýðir samt ekki að þú getur bara nota vanhæfni sem afsökun. Vanhæfni er eitthvað sem þú lagar, er eitthvað sem þú getur bætt. Það að hafa ekkert siðferði er kannski erfiðara að laga. Ég meina, ég get nefnt dæmi því að ég var nú fyrir þingflokk Pírata að þar til að fólk áttaði sig á því að þar væri ekkert siðferði, þá gat fólk fyrirgefið vanhæfina. Af því þú getur lagað kunnáttuleysi. Og þar stöndum við að það er kunnáttuleysi sem að er lítill vilji á að laga. Og þá að sjálfsögðu á einhverju tímapunkti lendir í því að þú veist að fólk þarf bara einfaldlega að gera upp við sig, skilur. Er þetta viljaleysi? Er þetta kunnáttuleysi? Við erum ekki með eina stofnun sem hefur það hlutverk eitt og sér eða sem segist svona aðal hlutverk að berjast gegn spillingu. Og við erum með mjög fragmenteraða stofnanir, þar að segja þú ert með til dæmis stofnun sem er mikið traust á og það er mjög réttmætt og það er umboðsmaður Alþingis en hann getur ekki, það er ekki stofnun sem getur bara skoða hvað sem er. Svo erum við þetta með eftirlitsstofnun hjá Seðlabankanum, fjármálaeftirlitið sem er ekki mjög skynsamlegt að hafa eftirlitsstofnun þar með aðila sem að þarf að njóta algjörst traust því að eftirlitsstofnunir verða fyrir árásum. Við erum með erum með eftirlitsstofnun eftirlitsnefnd með störfum lögreglu sem hefur verið gagnrýnd ítrekkað. Við erum með stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hjá Alþingi sem að hjólar í styrkjamálið en gerir samt ekkert í því að það sé verið að selja þýfi á landsfundi frá okkur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins og það er að því að baráttu gegn spillingu á Íslandi hún er selektív og hún er selektív af þeim sem stundana mest vegna þess að það sem þeir gera er að þeir rísa upp á afturfæturnar leið og þeir finna einhverja leið til þess að berja á þeim sem hafa barist fyrir bættum vinnubrögðum. Það er þráhyggja yfir því að saka fólk að vera hræsnarar og hér var til dæmis bara stjórnmálamaður sem að hefur verið haldið bara algjörlega á launum og er núna orðinn dómari sem að hafði bara atvinnu af því undir bara klappi fjölmiðlamanna sem að þótt hann svo ógeðslega fyndinn að bara berja á öllum sem gagnrýndu skort á fagmennsku og hvað þá spillingu. Og það er Brynjar Níelsson. Húðlatur maður sem hefur ekki lagt neitt til þessa samfélags og hefur bara tekið. Og ég ætla bara að fá að segja það núna þegar hann er dómari að skipun hans sem dómara er algjört dæmi ekki endilega spillingu, heldur kölluð það bara
meðvitað viljaleysi til umbóta. Þannig að þú veist, þegar þú spyrð, höfum við náð að berjast eða erum við að berjast verra en aðrir? Já, ég meina, hver er staðan? Við erum ekki með góðar eftirlitsstofnanir. Við erum ekki með þingheim sem að skilur eftirlitshlutverk þingsins. Við sinnum ekki innra eftirliti. Við erum með veikt lögregluvald. Ég meina, hvenær hefur ég ætla ekki að segja hvenær hefur, vegna þess að það hefur aðeins gerst undanfarin ára að múturmál hafa verið rannsökuð. Við erum með fjölmiðla sem eru á eru búin að vera að hrynja í 20 ár og það bara skiptir engu máli, það er ekkert neitt viðbragð við því, Þannig að sjálfsögðu stöndum við okkur ekki vel þarna. En það þýðir ekki að við getum það ekki. Það þýðir ekki að það sé þannig að allir séu bara ómögulegur að það sé ekkert að gera. Það þýðir einfaldlega að þar til að við höfum áhuga á því að gera þetta betur, þá verður þetta ekki gert betur. Fall fjölmiðlana kemur stjórnmála fólki ekkert endilega illa. Það er þá minna aðhald og veikara aðhald sem að stjórnmálafólki sýnt á. Það hefur verið bent að það komi heldur ekki ríkjandi stjórnmálafólki mjög illa sem bara þeim ráðherra sem að fer með fjölmiðlastyrki í hvert skipti að hann sé að útdeila þeim beint til blaðamanna sem að kunna hafa áhrif á efnistök blaðamanna á móti. Þannig að við trúðum því kannski fyrir 20-30 árum að markaðurinn myndi leysa þessi mál og markaðsdrifnar lausnir væru alfa og omega alls en við höfum áttað okkur á því núna að það þarf pening og helst frá almenningi til þess að keyra áfram góða fjölmiðlun. Við skulum ræða aðeins fjölmiðlalandslægið á Íslandi. Hér við þetta rauða borð hefur verið töluverð umræða meint erindi Morgunblaðsins sem við vitum að í eigu, við skulum bara segja í eigu ólígarka. Bara fámennshóps auðstéttar sem hefur orðið ofboðslega rík af því að gæði sem dreifðust víða í samfélaginu, þau fara núna á örfáar hendur. Við höfum séð eftir að þessi ríkisstjórn tók við mjög óljóskil stjórnmála og blaðamennsku stundum hjá Mogganum. Og Morgunblaðið ásamt Ríkisútvarpinu og Sýn. Þetta þetta ekki þeir þrír fjölmiðlar sem við flokkum undir megin ströms fjölmiðlun hér á landi, ertu ekki sammála því? Ég myndi reynda að taka heimildarna inn þó sem er litla dreifingu, það er alveg mainstream fjölmiðl, Okay, og það myndi ekki taka, og ég veit að þú ert ekki að gera það núna en bara þannig að fólk viti það, maður á ekki að taka þátt í þeirri jaðarsetningu hægrimanna að láta eins og heimildin sé ekki mainstream og venjulegu fjölmiðl, af því að heimildin raunverulega sá fjölmiðl sem að kemst næst í að vinna heimildarvinnu. Gott og vel. Moggin sem sagt samanber það sem ég nefndi á hann þá komið stimplar á Moggan undanfarið og við vorum núna í vikunni að sjá breytingar á stjórn Sýnar. Hún komin, Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi inn í hún sjálfkjörin, verður sjálfkjörin í stjórn Sýnar á aðalfundi félagsins ekki morgun heldur hinn. Og mér líður ekkert mjög vel með þetta af því við erum að tala eignarhald útgerðarinnar á Mogganum og umræðu stjórnun og svona. Hvernig líður þér með þetta? Já, maður náttúrulega búin að horfa á þetta gerast í svo langan tíma, markaðurinn ekki velferðarkerfi og þar til fólk tilbúið að horfast í augu við það, þá auðvitað verða niðurstöðuna svona. Varandi það að stjórnmálamenn vilji veika fjölmiðla, þá veit ég að það svona svolítið vinsæl skoðun, að stjórnmálamenn séu logandi hræddir við einhvers konar herskáa blaðamenn sem að vinna eftir einhverjum grundvallar faglegum reglum.
Ég ætla bara að andmæla þeirri hugmynd því að sko það ekkert sem að stjórnmálamenn óttast meira en frétt og fjölmiðla og fréttamenn sem að virða engar reglur og til dæmis bara skáldupluti sem færi mig aftur að Morgunblaðinu. Morgunblaðið ekki raunverulegur fjölmiðl. Ég hef nú verið svona frekar hikandi við það að gagnrýna Morgunblaðið vegna þess að mér finnst gagnrýnin oft vera sko að það sé eitthvað rosalegt mál að þessu hægri sinnaðir. Mér bara skítsamið það sko. Mér gæti bara ekki staðið meira sama. En það sem við höfum hort upp á undanfarið þarna eitthvað svona bara pólitískur agent, bara eitthvað svona renegade sem að sko nýtir sér stöðu sína hjá Morgunblaðinu sem augljóslega ekki fengin vegna sérstaka hæfileika hans í heimildavinnu, heldur vegna þess að hann mætir fólki með tvöföldu siðferði og ég auðvitað að tala Stefán Einar. Þessi maður búinn að ganga fram af þvílíkri hörku og bara sko getuleysi í því að díla bara við eigin tilfinningar. Þú veist, ef maður alltaf reiður og ósáttur og finnst staðamanns ekki nógu góð, þá það að því að maður þarf sjálfur að sko lifa í tilfinningum sínum og reyna að ná ykkur í sátt og kunna að vinna úr þeim. Maður fer ekki og bara með eitthvað þátt þar sem bara í ykkur gatsja mómenti stanslaust nöldrandi og með árásir á fólk. Morgunblaðið bara pólitískur agent og það bara eitthvað sem við vitum og ég segi það vegna þess að þeir eru með Stefán Einar. Ég hef enga trú á því að blaðamenn á Morgunblaðinu siti ekki með öðrum á börum eða í ferðum eða bara hvíslandi að þeir séu bara mjög þreyttir á Stefán Einar. Og þetta ekkert staðan sem stjórnmálamenni vilja. En ég ætla einmitt að segja sko, ég held að þetta sé einmitt umræðan sem að Stefán Einar þessa heims vilja. Að það sé bara einhvern veginn, þetta sé bara algjörlega ómögulegt og við verðum bara að lifa við á. Lausnin á því að fjölmiðlar á Íslandi eru svona veikir að hætta að halda að markaðurinn muni koma sem verði eitthvað svona velferðarkerfi fyrir fjölmiðla. Það eru breyttar aðstæður núna. Markaðurinn getur ekki borið fjölmiðla lengur með sama hættu þeir gátu á 10. áratugnum vegna þess að þeir gátu það á 10. áratugnum vegna þess að það var svo dýrt að nálgast viðskiptavinni, að ná viðskiptavinnum, að affallið af því gat rekið heila fjölmiðla. Það ekki raunin lengur. Núna getur þú keypt beint inn í tölvu fólks fram hjá fjölmiðla. Þú þarft ekki innviðina sem fjölmiðlarnir eru. Þannig að þá þurfum við að átta okkur á því að viljum við hafa efnið sem kemur. Finnst okkur gagn í þessu. Og þá leiðin einfallega svo að fara í aðgerðir til þess að bæta það. Eitt að þið getur verið styrkur og þeir geta ekki verið sláturhúsastyrkir eins og núverandi styrkjakerfi. Það virkar ekki. Það mun ekki ýta undir góða fréttamennsku. Annað það að tryggja menntun, bæði endurmenntun og menntun sem sagt ungra blaðamanna, endurmenntun Hitt það að reyna að ýta undir einhvers konar cohesion, faglega cohesion hjá blaðamönnum. Það hefur ekki gengið á Íslandi vegna þess að þetta hefur alltaf verið slagur á milli þeirra sem vilja fá að stunda bara hvaða vinnubröð sem og kalla það blaðamennsku og vera svo bara ógeðslega móðgæðir ef ykkur segir býtu úr ekki eins og búin að staðreyta tekka þetta og svo annara sem vilja gera hluti vel. Þeir sem vilja gera hluti vel eru dýrari starfsmenn þannig að þeir auðvitað fljóta fyrst út. Hitt svo að það þarf að fara í innkaupastefnu hjá ríkinu. Ríkið á ekkert bara að slengja öllum auglýsingum til mokkans eða á Facebook. Það á að ákveða það að þegar þau eru í ráðningum, þegar þau eru með tilkynningar, að þá þurfa að ná til allra. Og það þurfa að vera lýðræðisleg margföldun af öllum kaupum þeirra. Það vantar ef við viljum rannsóknarblaðamennsku, þá þurfa að vera til rannsóknarblaðamennsku sjóðir. Þú veist, þannig ef við viljum laga þetta, þá þurfum við að ganga í þetta verkefni. Hvað við núverandi ríkisstjórn gert? Ok, þú ert annars vegar með ríkisstjórnarflokk sem að bara vill ekki skilja það. Að þú ferð ekki sem stjórnarflokkur í stríð við fjölmiðil. Það skiptir ekki máli hversu ómerkilegur þið finnst þessi fjölmiðil og ástæðan fyrir því svo að ef þú neyðir kjósendur til þess að velja á milli þess hvort það treystir stjórnmálaflokkinum
eða fjölmiðlunum, þá það þannig að það tapa allir í því stríði vegna þess að bæði fjölmiðlar og stjórnmálaflokkar eru hluti af hinu lýðræðislega kerfi. Hvaða flokkar er það að tala? Ég að tala Flokk fólksins og þetta styrkja mál þeirra. Ég meina, það skiptir ekki máli frá sjónarhorni þess að vera í stjórnarflokki. Hvort að Morgunblaðið að vera ósangjart við þig eða ekki. Þú bara gengur ekki sem handhafi valdsins í einhvers konar átök við fjölmiðil og biður fólk að velja hvort að það treysti þér eða fjölmiðlunum. Það vita það allir sem að geta hugsað í eina sekundu að það ekki stríð sem neitt vinnur. Og ég veit að ég hljóma ókísla pyrraður að því ég ókísla pyrraður, að því ég er búin að mæta hérna í einhver svona viðtöl og búin að spá í þessu og tala um þetta og búin að vinna í þessu í 20 ár og það breytist aldrei neitt. Við erum alltaf í sömu umræðinni. Viljum við góða fjölmiðla? Já, þá gerum við það. Og það skiptir ekki einhverju helvítis máli hvort þetta eru ríkispeningar ekki. Það þannig að þú ferð ekki á fætur á Íslandi eða neinstar annars staðar í heiminum áður þú ert búin að njóta framleiðslu skapandi greina. Það að segja menningar og fjölmiðlar að hluta því. Þú veist, það þannig að útflutningsvirði fisksins okkar hærri út af menningu og fjölmiðlum, út af samfélaginu. Þannig að ef við viljum hafa þetta, þá bara göngum við þetta mál og við lögum þetta. En í staðin eru við einhvern veginn með ríkisstjórn, þar sem eitt flokkurinn með þráhyggju verið að standa í einhverju stríði sem löngu liðið, annar stjórnarandstöðuflokkurinn sem að sjálfur, þú veist, á bólakafi í þessu máli og seldi þýfi á síðasta landsfundi, bara þannig að því sé haldið til haga, því að það bara nýtur ekki nógu mikillar athygli að þessi flokkur tók opinbera gjöf frá erlendum þjóðhöfingja og seldan á okkur tombólu á landsfundinu sínum. Já, Gorbachev gefur íslenskum Davíð Oddssyni forsætisráðherra þjóðarinnar 1986. Já. Ekki satt? Jú. Í höfða? Já. Stórmerka gjöf. Þetta selja þér hérna á fundinum og hafa gert þetta áður og fannst ekki það þessu. Og enginn segir neitt. Og hagnaðurinn fer til sjálfstæðisflokksins, heimdallara eða eitthvað svoleiðis. Bara, þú veist, en hagnaðurinn bara, þú veist, hann einn og sér skiptir ekki máli. Þú veist, þetta svo gott dæmi algjört, bara, sko, þetta ekki siðleysi, þetta bara viljandi skilningsleysi á því hvað bara fagmennska og bara hvernig síður samfélag funkar. En allavega, höldum áfram að tala núverandi ríkisstjórn. Hvað eru þau búin að tilkynna? Að lækka styrkina til fjölmiðla. Hámarkið. Þakið, já, hámarkið, já. Hérna, ok. Ef þau ætla að ganga í þetta mál, akkur ekki bara að fara og ganga í þetta mál? Þú veist, hvað eiga fjölmiðlar á Íslandi og frjálsfjölmiðlar á Íslandi lengi að vera í einhvers konar, stríðsástandi. Annarkvort viljum við þetta eða ekki og þá göngum við í þetta. Við förum ekki og töðum yfir Morgunblaðinu og að þeir sé að fá svo mikinn pening og lækkum svo hámarkið en gerum ekki neitt til að styrkja almennilega fjölmiðlun. Hvernig eiga sláturhúsastyrkir til dæmis að verða til þess að hér verði blaðamenn eða fréttamenn út á landi? Hvernig sjá menn það fyrir sér að það virki? Þannig að þú ert annars vegar með markaðinn sem vil selja orkudrykki og glingur og hann á einhvern veginn að fjármagna rannsóknarblaðamennsku í Íslandi en svo hugsum við, við þurfum samt að passa íslenskuna og það þurfa nú að vera einhverju fjölmiðla hérna og þá setjum við sláturhúsastyrki og einhvern veginn sjáum við fyrir okkur að blaðamennska skáni við þetta. Akkur getum við ekki bara nota kerfin sem eru annars þar? Hvar eru nýsköpunarstyrkinni til þess að þróa nýja tækni við heimildaöflun? Hvar eru styrkinni til að búa til nýja fjölmiðla eða þróa nýja söguhefni? Hvar eru starfsstyrkinni sem að þarf til þess að fara í lengri rannsóknir? Eða samfélagsmiðaði styrkir þannig að það sé örugglega fjallað það sem gerist í dómstólunum að því að það að sjálfsögðu engin markaður fyrir það en kannski geta verið mikilvægt til samfélagið. Þú veist, hvar er til dæmis aukin fjármögnun ef okkur vantar blaðamenn og sterkar fjölmiðla, hvar eru sterkari skólar, hvar er rannsóknarmiðstöðum News Economy? Nei, þú veist, við erum alltaf einhvern veginn í þeirri stöðu eins og alltaf, því að ég meina þú veist það er að rísa til dæmis Landspítali sem að vera tilbúin og við erum ennþá að rífast staðsetninguna á honum þá erum við bara, þetta er sama mál með fjölmiðluna og baráttunni gegn spillingu. Það verður ekkert gert fyrir við hysjum upp okkur brækurnar og hættum að, þú veist,
að láta eins og það bara hafi aldrei neitt annar tekist á við þetta. Það eru milljón leiðir til að styrkja fjölmiðla og við getum gert það. En það er ekki neitt land sem hefur styrkt fjölmiðla með því að, þú veist, loka ríkisútvarpinu sínu og leggja niður styrkjakerfið og, þú veist, eitthvað svona bull, sko. Fyrirgeðu, þetta rant, ég nenni þessar umræðu ekki, sko. Mér finnst þetta bara ansi gott rant. Ég veist ekki að áhorfendur og hlustendur hafa fyllt þræði með þér. Þannig að ég elska rant. Þetta bara, þú veist, við erum bara alltaf í þessar umræðu, sko. Það alltaf látið eins og það sé ekki hægt að leysa þetta. Samhengið samt, sko, það alltaf á hreyfingu. Og varðandi þetta sem ég nefndi með hana Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Við fáum að vita að útgerðaröflin eru að styrkja stöðu sína innan sínar. Þau eru með sterka stöðu innan Morgunblaðsins. Býta þess? Já. Svo hefur verið hérna núna frétt í gangi síðustu klukkustundir, sýnist mér, ég held að sé orðin frétt, þar sem verið að fjalla pistil sem að hvarf af vísi.is og fjalla Rapid og saga þess pistils óvenjuleg vegna þess að hann úti og inni. Hann fer inn, hann birtur, svo hann kippt út, hann fer aftur inn, hann einhver debatt á milli þess sem skrifar og þeirra á vísi, sko. Og þú veist að tala Stefán Einar, við vitum alveg að hann nú þokkalega síonískur, sko. Og nú veit ég ekkert hvort þau á sín eru síonistir eða ekki, en þarna erum við að tala um Gaza, Ísraelsmenn og annað slíkt sem kemur fram í þessum pistli og við erum að tala bara mikilvægi þess að við höldum alltaf tjáningafrelsinu sem sterkustu, að við getum einmitt sagt meiningu okkar, hvort sem það þú sem kemur hér á rauðaborðinu og rantar með þeim hætti sem þú gerir áðan eða hvort einhver maður út í bæ getur skrifað gagnrýninn pistil Rapid og Ísrael. Við þurfum alltaf að halda vök okkar og þetta er svona, ég veit ekki hvort það er kannski ekkert samhengi á milli þessa nefna þarna nýjar stjórnarmannesku og þessa máls. Nei, en það er mikilvægt að við séum alltaf vakandi fyrir því þegar skoðun tekin úr umferð með þeim hætti sem þarna ekki síst ef valdamikil öfl í samfélaginu hafa hagsmuna að því að skoðun sé tekin úr umferð. Já, sko, ég er ekki vissum að það sé tengst milli nýs sjálfkjörins stjórnarmeðlims og þessa, en ég verð nú að segja, sko, að ég held að svarið þarna er örugglega sama svar og alltaf, þú veist, þetta skortur á fagmennsku. Það er ykkur sem að gerir athugasemd við þetta, það er ykkur sem að er ósáttur við ykkur fullyrðinga þarna. Og bara gæðakerfið bara ekki betra en það að ef að hægt að færa rök og heimildir fyrir þeirri fullyrðingu sem þarna að þá bara standi fjölmiðillinn með þeim og ég meina ég veit að þú veist að þetta er óvenjulegt en meina, þetta gerist oft, sko, þetta gerist mjög oft að greinar hverfa eða menn neita og að birta og svona og það er yfirleitt bara eitthvað svona hvað ég segja, þú veist íslensk fjölmiðlun mjög fálmkennd þú veist, það bara alls konar þættir sem geta spilað inn eins og til dæmis það að bara það ekki góð stemming á vaktstjóranum þetta kvöldið eða ykkur einn hefur athugasemd við þetta eða eins og held ég kemur nú fram í bókinni þinni, sko, að ég meina þú tókst eitthvað viðtal við mig sem fréttamaður og aðrir blaðamenn létu í ljós þá skoðun sína að ég væri náttúrulega bara eitthvað klikkaður og eitthvað svona, ég meina þú veist alveg að þetta eðlið, þannig að þú veist það þarf ekki að vera einu sinni, sko, þetta sé síóni samsæri, sko, það getur vel verið þetta sé bara fúsk og ég meina ef þetta vísir þá það alveg séns, sko, að það sé svona eitthvað lítið mönnu vaktinn þennan daginn eða eitthvað annars leit. Hitt svo líka möguleiki að þetta sé bara beinleinis ákvörðun að gagnrýna ekki Rapid Pay kannski af fjárhagslegum ástæðum, kannski vegna vegna þú veist ykkur að hugmynda eða tengsla við Ísrael eða eitthvað, ég bara get ekki alveg sagt það, en ég held nú að
ég held nú að sko að þegar fjölmiðlar ákveða að taka skoðanapistla úr umferð þá hið rétta að útskýra hvers vegna af því að þeir mega svo sannlega gera það sko. Það ekki alltaf árás á tjáningarfrelsi að taka einhvers konar pistil úr birtingu. Þá ættu þeir að gera það og reyndar landlægt hérna á Íslandi sko, hjá fjölmiðlum að það á ekki að eyða hlutum út sko. Ef þú fjarlægir pistilinn þá á síðan ennþá að vera opinn og þar á að vera að lesa hversna á að fjarlæður. Það á ekki bara að koma hérna þessi síður ekki til lengur. Þetta ástæðan fyrir að líka gera leiðréttingar og þetta ástæðan fyrir að það á að standa í fréttum, þú veist, ef eitthvað hefur verið breytt. Það að því að þegar þú bara lætur þetta hverfa og það vita það allir, að þá ertu að reyna að minnka áhrif þess að fólk sjáu að þú gerðir mögulega eitthvað mistök. Kannski var þessi pistil birtur á óskoðuðu máli. Nei, þetta aðeins öðruvísi sko, af því að þetta svona ping-pong hvort hann innið úti. Björn Leví, fyrrum þingmaður, hann spyr, hann var að skrifa þetta núna og spyr hvort þarna séu þrýstingur utan að koma til, hvort það séu auglýsingahagsmunir, fyrirtækjahagsmunir eða hvort það þrýstingur þrýstingur. En mér finnst þetta ekki sko vera algengt að maður sjái, af því ég búin að rýna pistilinn, ég búin að lesa hann sjálfur, ég sé ekkert í honum sem segir mér að það þurft að henda þessum pistilum. Nei, þetta snýst í raun og veru þessa setningu þáttöku rapid í stríðinu. En aftur segi sko, það sem þetta snýst það að það ping-pong segir fram og tilbaka. Hann að hverfa og ekki hverfa. Já. Ok, þegar hann er horfinn af síðunni, akkur kemur þá ekki skýring á því. Það það sem ég var að segja. Já. Það í lagi að taka pinsla út og þú veist, það í lagi að segja, heyrðu, þetta ekki í samræmi við okkar ritstjórnarstefnu, en þú eyðir ekki bara hlutum út og skilur lesendur eftir í vilsu. En ef við förum, ég ætla að fá aðeins að tala útgerðarmenn, þú spurði líka það, að útgerðarmenn séu komnir í stjórnir fjölmiðla og aftur ætla ég að segja að sko markaðurinn ekki velferðarkerfi. Hann bara það ekki. Það ekki hægt að segja markaðurinn bara leysir þetta. Markaðurinn mun ekki leysa tjáningarfrelsið. Hann mun ekki gera það. Og hann mun ekki leysa húsnæðiskrísuna og hann mun heldur ekki leysa samþjöppun valds. Það þarf miðlæg ítök. Já, markaðurinn gerir nákvæmlega það sem honum sagt að gera og það sem að skapar verðmæti. Þannig að ef við teljum að það séu verðmæti falin í góðri fréttamennsku, þá sjáum við til þess að það séu markaðshvatar til þess. Já. En vanandi það að útgerðarmenn eigi alla fjölmiðla og hafi mikil áhrif. Þeir gætu að eignast allt samfélagið eitt af því sem að haldi þeir fram í þessari. Já, ég meina, bara kaupa upp fyrirtæki. Það það sem gerist. Sko, fólk verður að fara að átta sig á því og ég veit að almenningur löngu búin að átta sig á þessu. Þannig kannski best að stjórnmálamenn fara að skilja það. Kvótakerfið kerfi sem sett á til að takmarka aðgengi að takmarkaðri auðlind. Og þegar þú takmarkar aðgengi, þá einhver hópur sem hefur aðgengi að nýtingu þess, en ekki aðrir. Það sem ekki allir. Og þá býr til hóp sem hefur sér aðgengi. Sá hópur starfar ekki bara í einhverju hefðbundnu samkeppnisumhverfi, hann með sér aðgengi. Og þess vegna skiptir máli að þessi hópur greiði gríðarlega hágjöld og það ekki rök þegar SFS og fleiri sem að tala fyrir þessum mönnum láta eins og að það sé bara rosalega ósanngjarnt að þeir borgi 60, 70 þó veri 80% skatt af arðsemi þessar auðlindar. Það vegna þess að þetta fákeppnismarkaður sem beinlínis búinn til, annarkvort auðlindin kláruð og tæmd eða þá að það eru ákveðnir aðilar sem fá aðgangaðinni umfram aðra. Og ef þú skattleggur þetta fólk ekki almennilega og ef þú tekur ekki af þeim alla rentuna og þeir fá að halda eftir verðmætum sem verða til vegna markaðssetningu og eigin fjárfestingar. Það það sem að þeir geta fengið að halda eftir. Alveg eins og þegar stofna bakari. Það ástæða fyrir því að fólk sem stofnaði bakari eru ekki skriljónamæringar en menn sem áttu litla togara eða litla báta
eru milljarðamæringar. Það vegna þess að þú græðir margfalt meira á þessu takmarkaða aðgengi þínu sem aðrir hafa ekki. Eða þeir sem fengur bara upplýsingaforskot til þess að kaupa litlu bátana til þess að geta Já. Þetta bara þannig að ok. Þannig að það búið til kerfi til að stýra aðgengi, það ákveðin hópur sem fær aðgengi og hann fær að kaupa sín á milli. Og svo eru svona innbyggð samkeppnisforskot. Það til dæmis meiri ormur í þorskinum fyrir vestan, heldur fyrir norðan. Og þetta litla margin gerir það að verkum að þau fyrir norðan geta verið samkeppnisafari og geta ryksuga kvótan frá vestfjörðum. En það annar mál. Ef þú gerir þetta, þá býrðu til auðuga yfirstétt og það ástæðan fyrir því að við verðum að skattleggja hina ofurríku. Það ástæðan fyrir að við þurfum ekki að vera að spá í því hvort að eitthvað sem 1 milljón eða 4 milljónir í launatekjur, en fólk má alveg spá í því, en lausnin á því bara að við viljum ekki að fólk sem meira en 1,5 milljón í tekjur á mánuði, þá setjum við bara 90% skatt á allt yfir það. Ég meina þá hverfur það bara í kvelli. En ef að þú ætlar að búa til kerfi sem að nota bene hefur það að markmiði að auka samþjöppun. Það markmið kvótakerfisins. Vegna þess að þú getur ekki sagt við ætlum að auka skilvirkni við veiðar og við ætlum að fækka útgerðum. En við ætlum samt að hafa dreift eignarhald. Ok, það sem þú þarft að gera það að sjá til þess að arðsemin sem fæst vegna þessa sérstöku stöðu og eingöngu arðsemin sem fæst vegna þessa sérstöku stöðu að þú færð að græða á einhverju sem engin annar fær að græða á eða mjög takmarka hópur. Þú verður að taka þetta vegna þess að hvað gerist? Annars eignast þeir allt. Þannig að ef þú til dæmis skattleggur þetta ekki almennilega, þá til dæmis reka þeir bara svona batteri eins og Viðskiptaráð og SFS og Moggan og Vísi og bara hvað sem þetta dettur í hug. Ég meina, hvað eiga að kaupa margar Teslur? Hvað eiga að eiga margar íbúðir? Á einhverju tímapunkti þá byrjar bara að kaupa stjórnmálamenn og fjölmiðla. Að sjálfsögðu. Þannig að, þú veist, þá ekki að koma neinum á óvart. Eiga varaformann Sjálfstæðisflokksins núna? Ég meina, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu eiga hann. En ég meina, þeir eiga líka bara Sjálfstæðisflokkin eins og að leggur sig. Þú veist, ég bara segja, þú getur ekki búið til kerfi þar sem fámennur hópur nýtur brjálæðislegar arðsemi í áskrift frá samfélaginu og svo bara 40 árum seinna, þá ertu bara ógeðslega hissa, bara hei, fjölmiðlarnir eru bara í eigu þeirra eigu eru bara allar fasteignir, ég get ekki einu sinni fárið út í búð að þess að styrkja það. Að sjálfsögðu. Vegna þess að þeim að gefi sérstætt aðgengi að því að græða langt umfram aðra af auðlindum landsins og þeir gerðu upp húsið sitt og þeir sendu börnin sín í skóla og þeir fóru í helgarferðir. Á einhverjum tímapunkti var þetta bara leiðilegt. Þetta snýst vald. Ríkt fólk og sérstaklega mjög ríkt fólk, því skít sama hvaða ámarga krónur. Það vill fá að stjórna og það tilbúið að gera líf okkar og sitt eigið margfalt verra fyrir það eitt að hafa meira vald. Sjáðu Elon Musk núna í Bandaríkjunum. Þegar Trump tekur við, þá gert ráð fyrir 4% hagvexti í Bandaríkjunum á fyrsta ársfjórðungi. Í dag, í lok mars, verið að spá 3% samdrætti. Já. Í því fyrst von heimsins kannski. Já, heldur þú að Elon Musk og Trump heldur að þeim sé ekki skít sama hvort þeir í örlíti minni peninga ekki. Já. Þeir stjórna meira. Það bara það sem búið að gerast. Þannig að, ok, nú erum við að fá útgerðarmenn í stjórn ennins fjölmiðilsins. Að sjálfsögðu. Það bara þannig að í 40 ár hefur ekki verið tekið gjald af þessum mönnum fyrir það að vera með sértækan aðgang að okkar auðlind. Þannig að sjálfsögðu varð auðsöfnuð þeirra meiri enn á hefðbundnum samkeppnismarkaði og núna eiga þeir allt. Ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég meina, þetta bara, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að finna upp á. Þetta hefur alltaf verið vitað og stjórnmálin hafa alltaf vitað þetta. Þau hafa ekki viljað að gangi í þetta mál. Nei. Þau þoraðu ekki. Nei. Það ekkert nýtt í þessu. Það ekkert að gerast í gegnum kvótakerfi á Íslandi sem var ekki löngu fyrir sér. Og það vill svo til að við hefum einn helsta sérfræðing í auðlindabölunni í heiminum. En þessi menn tryggðu það nú að það ekki hlusta á hann. Þú veist að tala um hvað? Gylfa. Já. Þannig að þú veist,
Þannig að ég bara segja, samhengið það að við erum komin á þennan stað vegna þess að við höfum tekið það ákvörðun að gera ekki neitt í þessu. Við erum komin á þennan stað út af því. Og ég meina, hvernig heldur fólk að ég meina, þú ert með leka heima hjá þér og gerir ekki neitt í honum, ég meina, hvað gerir? Það kemur meira vatn. Ég meina, ég hef nú reynda almennt að tala fyrir einhverju lausnum, sko, en ég meina, ég segi það bara aftur, lausnin sú að skattleggja ég sagði Gylfaðan, það Þorvaldur Gylfason sem ég ætla að segja. Lausnin sú að skattleggja þessa umframrentu. Þetta eru 50 milljarðar á ári sem við gefum útgerðarmönnum. 50 milljarðar. En hvað? Við erum að tala um það að hætta að prenta blöð í þinginu af því það getur spara 9 milljónir. Ég meina, við getum bara sleppt í að gefa útgerðarmönnum 1 landspítala á ári. Og þá nú bara hægt að leysa ýmislegt. Og nú svo komið, Alli, við þurfum að ljúka umræðinni núna. Við hættum leik þá hæstan stendur, en nú svo komið að við fáum okkur kannski kaffi núna þegar við erum búin að spjalla og það skildi þó aldrei vera kaffivélin að við séum ekki að styrkja útgerðina með því að nota kaffivélina sem við erum að fara að nota því að þeir eiga orðið kaffivélarnar og meira og minna allt saman sem við erum bara þeir eiga allt saman. Og það eykst bara frá degi til dags. Og það mun halda áfram að aukast vegna þess að arðsemi þeirra meiri en allra annara á hefðbundnum samkeppnismarkaði. Já. Það bara þannig. Ég ætla ekki að segja að fiskur sé nákvæmlega eins og olía upp á jörðinni, en þetta nánast þannig. Þetta nánast eins og rör sem dælir upp peningum. Mjög hressandi að fá þig hér að Rauðaborðinu. Atli Þór Fanndal, kærar þakkir fyrir komuna. Við látum þessu lokið úr spillingarhorninu á miðvikudögum en ekki fara langt. Kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það komið sæl, þátturinn Reynsluboltar að leggja stað. Ég heiti Sigurjón Magnús Egilsson og ég með góða gesti. Það Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri með meiru, Árni Hjartarson, jarðfræðingur og Kristín Ásgeirsdóttir sem sagnfræðingur og fyrrverandi þingmaður. Þér svolítið mikið niðri fyrir út af samkomu í New York. Já, við vorum nú að halda upp á 8. mars, núna síðastliðinn laugardag og það var mjög mikið í gangi hérna í Reykjavík. Já. Ég veit ekki, það var út á landi líka. Já. Og það var verið að setja af stað mikla herferð UN Women, sem má sjá hér, Match Forward. Já. Við viljum áfram, við viljum betra samfélag, ekki fara aftur á bak eins og blasir nú við svo víða í heiminum. Já. Og það var nú ánægilegt að hluti af deginu var nú helgaður friði og veitir nú ekki af. Það var friðarganga og fundur og síðan voru leikkonur með sérstakka dagskrá í Fríkirkjunni, þar sem það lásu ljóð sem tengdust friði. En síðan, sem sagt, á mánudaginn, þá hófst hinn árlegi fundur kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna, sem skapast af CSW, the Commission on the Status of Women, sem mjög gömul nefnd hjá Sameinuðu þjóðanum. Og þetta mjög mikil fundur núna vegna þess að það eru 50 ár liðin frá kvennaári Sameinuðu þjóðanna, 50 ár líka frá fyrsta kvennafrídeginu eða fyrsta kvennaverkfallinu. Og mörg afmæli, það líka 30, það 25 frá því að Sameinuðu þjóðirnar samþyktu ályktun konum frið og öryggi og 30 ár frá kvennaráðstefnunni í Kína og þeim merka sáttmála sem þar var samþyktur sem að vel að merkja enginn hefur þorað að opna umræðu þennan sáttmála vegna þess að frá 1995 að þá hefur bara þróunin í heiminum verið þannig að alls konar íhaldsöfl sem þessi svona
hvað ég var að segja, þessi hörðu múslimaríki og Bandaríkin sveiflast svona sko sitt á hvað eftir því hver situr það í stjórn og þetta á við fleiri ríki til dæmis í Suður-Ameríku sem að leggjast gegn réttindum kvenna og kaþólska kirkjan er þar líka fremst í flokki. Vatíkanið, svo furðulegt sko, Vatíkanið hefur sko situr í Sameinuðu þjóðunum og hefur atkvæðisrétt og best þar gegn sko svona öllum mjög mikið gegn breytingu sem snerta hag kvenna og sérstaklega öllu því sem að snýra kynheilbrigði sem snýst barneignir, getnaðarvarnir og bara rétt kvenna til þess að ráða yfir eigin líkama. Og í gær var Ísland með viðburð, svona, þetta er mikil dagskráð þarna og alls konar, þetta er kallaði hlíðarviðburðir, alls konar dagskráð í gangi og þar var verið að fara yfir það sem hefur gerst í svona jafnréttismáli hér á Íslandi. Því að þó enn sé mikið verk að vinna, þá erum við nú samt svona ákveðin fyrirmynd og höfum staðið okkur vel að mörgu leyti. Og verðum auðvitað að gera það áfram. Það er óskaplega mikilvægt á þessum tímum að það sé fólk sem að talar fyrir jafnrétti, jöfnuð og frið í heiminum því að þær raddir heyrast nú varla. Þannig að já, það er nú hægt að fylgjast með þessu á netinu ef að fólk vill. Þessi viðburður í gær frá Íslandi, hverjir stóðu fyrir honum? Það var sem sagt sameiginlegu fundur, það er svo kallað sko kvennaársnefnd, það er mörg samtök, mjög breiður hópur samtaka sem að stendur að þessu kvennaári sem að nú stendur yfir og síðan ríkisstjórnin og þarna var hún Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sem að þegar er búin að setja í gang vinnu í sambandi við ofbeldismálin. Það reyndar sko þær breytingar með þessari nýju ríkisstjórn að mér skilst að mannréttindamál og jafnréttismál færður úr forsætisráðuneytinu yfir í dómsmálaráðuneytinu. Þeir voru reyndar áður komin í félagsmálaráðuneytinu því að Bjarni nokkur Benediktsson, hann hafði ekki mikinn áhuga á þeim málum. Það var að því hann ýttiði frá sig þegar hann var þannig að þeir voru komin yfir í félagsmálaráðuneytinu en fóru núna yfir í dómsmálaráðuneytinu sem er Þorbjörg Sigríður er komin með þennan málaflokk. Besta mál. Já, það var semst hún og síðan voru þeir þarna, þær Tatjana Latinovic, formaður Kvenréttindafélagsins og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB sem fluttu þarna. Tölur. Já. En fyrir 50 árum á kvennaárinu eða kvennaverkfallinu eins og ég kýst nú að kalla það eins og Vilborg Dagbjörns vildi gera hérna forðum en íhaldskonurnar sömdum að þetta er bara kvennafrí. En við sem vitum betur, við kallum þetta kvennaverkfall sem var 1975, var það ekki alþjóðlegt árið líka kvenna? Jú, 75, það er kvennaárið. Já, fyrir 50 árum síðan. Fyrir 50 árum síðan og það sem er svona ákveðin miskilningur, það eru sumir sem halda sko 24. október sé einhver alþjóðlegur baráttudagur kvenna, en það er dagur Sameinuðu þjóðanna og það var þess vegna sem að Sameinuðu þjóðanna hafði gert þetta árið kvenna. Já, sem að hérna var þess vegna sem að fundur var haldinn á degi Sameinuðu þjóðanna. Það var svona verið að tengja þetta saman. En það var líka mjög margt annað sem gerðist á þessu ári. Til dæmis saumastofan, fellabendingar, sem var frumsýnt og sýningar. Þú veist hvað, sko, akkur saumastofan var til? Hún var til vegna þess að Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi leikhússtjóri Leikhúsins Reykjavíkur, hafði ákveðið að setja á svið þingkonurnar. Eftir Aristófanes, gamlan grískan skemmtunarleik þingkonur og honum var fengið þetta verkefni honum Kjartani Ragnarssoni að setja þetta á svið en þá bara lagðist hann í skriftir og mælti bara með nýtt handrit til saumastofan og þá bara skúpaðist þingkonurnar burt. Saumastofan sló náttúrulega algjörlega í gegn. Hún var semst eitt af því sem gerðist þarna á þessu ári, það voru sýningar og það sem er mjög skemmtilegt núna, það var semst ákveðið að lýsa þetta ár, 2025, kvenna ár á Íslandi og þetta er bara á Íslandi og að það er bara að spretta upp viðburðir hér og þar og allstaðar
Það var til dæmis verið að opna daginn sýning á Kjarvalsstöðum sem heitir Olga. Já. Það sem eru myndlistakonur sem voru komið fram á svona 8. og 9. áratugnum og þetta er bara tilviljun sko, það var að ljúka verkefni þarna hjá Listasafni Reykjavíkur og svo var líka verið að opna sýningu í Hafnarhúsinu það sem verið að sýna sko, listaverk eftir konur sem hafa verið keypt nýlega, þetta er bara tilviljanir sko og eins það var hugvísindaþing núna líka síðustu helgi og þar voru málstofur sem voru svona tilengaðar kvennárinu þannig að það er allt mögulegt að gerast. En þú varst að koma frá, nú teki ég við stjórnþáttarins, en þú varst að koma frá Bandaríkjunum, varstu bara komið? Nei, varst ekki þarna? Nei. Varstu bara að fylgjast með þessu á netinu? Já, ég var að horfa á þetta á netinu. Já, við búum í svo litlum heimum. Já, margsinnis. Maður þarf lengur að ferðast neitt, maður bara verður vitnað öllum mögulegu bara heima hjá sér. Vistu það, að það var bara tölverð umræða þarna fyrir áður en þetta er stór hópur sko Íslendinga sem er þarna aðalega konur, það eru karlar líka og það var bara umræða þau svona frá sendiráðinu í New York, þau voru bara spurður sko, er þetta örugt og bara sko eitthvað sem tengist trans, það nú verið í fréttum transkona sem bara þorir ekki fyrir sitt litla líf að fara til Bandaríkjanna. Hún hefði sennilega ekki fengið vísa. Já, og kannski lendi alls konar erfiðleikum og jafnvel fangilsi og... Já, fólk náttúrulega bara tekur ekki. Þetta er svo ótrúlegt ástand. En hvað var verið að spyrja íslenska sendiráðsfólkið? Nei, bara hvort það væri örugt. Hvað var örugt? Að vera Íslandi? Já, að koma til Bandaríkjanna. Já, koma til Bandaríkjanna. Já, bara hvernig er ástandið, hvernig er þetta þarna á landamærunum, sko? Það er óskiljanlegt að, ég meina það eru mikil ólga í heiminum núna og þessi uppsveifla hægri afla og öfga hægri stefnu og alls konar falsfréttir sem að vaða úr gagnaversmiðjum frá Rússlandi sem eru til þess að hræra í hugmyndaheimi venjulegs fólks að það er óbúslega mikið í gangi og sérstaklega líka eftir að þeir hafa verið að komast í valda hver á fætur öðrum sem eru svona öfgakendir í skoðunum. Maður segir einu sögu að fá vísa til Bandaríkjanna. Það var hérna þegar Jóhann Hjartarson var að tefla móti Cosno í hérna St. John og Sigurðsson, blaðamaður og devaf, hann átt að fara og hann hafði verið á Þjóðviljónum lengi. Hann fekk ekki vísa til Bandaríkjanna og þetta var alltaf verið seinan eins og alltaf nema þá var Steingrúmur Hermansson utanríkisráðherra og Sigurður hringi til hans og hvað er að? Og hann Sigurður segir farið sín ekki þetta bara ég er að fara í flug til millilendi New York og fara svo til St. John. Já, býttu aðeins ég skal hringi í þá. Svo kom símtal frá Bandaríkja sendiráðinu og ringdi Sigurður og sagt að vísaði tilbúið. Já. En þú, Kristín, þú varst á þessum saman tíma, varst þú ekki blaðamaður á Þjóðviljanum? Jú, jú. Og jafnvel á þessum tíma sem Sigurður er að tala um. Nei, þá var Sigurður komið, Sigurður var blaðamaður á Þjóðviljanum. Leið og þú. Já, það var 1980. Svo þetta veit ég. Ég er nefnilega reynslubolti. Ég er að reyna að sanna það í heimilisum þætti. En sko, það er einn þetta í hópnum sem hefur ekki sést að heista, það er Árni Hjartarson, jarðfræðingur. Ekki komið inn á jarðfræðileg mál, sko. Er þú nógu gamall til að vera þér? Já, ég veit það ekki. Jú, þú sleppur óleg. Það er ekki að falsa passa í þetta. Nei. En hvað er með jarðfræðing? Er það býð eftir fréttum úr Reykjanesi? Nei, er ekki að býða eftir einu fréttum. Ég horfir bara á þessa þróun verða og það áttur að verða eitt gos eða 2 viðbót. Og maður sér þetta bara úr stofugluganum hjá sér. Þannig að maður þarf ekki að, ég veit það bara. En svo eru fleiri svæði á landinu. Já. Getur nú ýmislegt spennandi gert. Já, þetta er... Leifum mér að vera með eitthvað. Fleiri fræði. Ég veit svo mikið hvað hann er að Jafnvel Bláfjörð. Hvað er ekki allir jarðfræðingar sem er að vinna í kringum
jarðhræringar? Nei. Það er bara lítið brot, sko. Og ég hef nú svona almennt séð látið mér, eða látið þetta fara fram hjá mér, sko. Svona eldvirknina, nú með skosti á síðari árum. Ég hef meira gaman að því að spá í eldvirkni fyrir á öldum. Já. Hellar, þú ert að mikið, þú ert hellar sérfræðingur. Já. Og við erum alltaf að finna nýja hella, eða ekki nýja, við erum að finna... Já, það hafa fundist alveg ótrúlega margir hellar sko á síðustu áratugum, sko. Það er síðan að hellarrannsóknarfélagið var stofnað fyrir kannski 30-40 árum, að þá hafa mörg hundruð hellar fundist. En kemur þetta ekki fram í skriflegum heimildum eins og jarðabókin þarna frá 1703 eða... Hvað þá? Að þessir hellar hafi verið með bæina? Nei, það kemur mjög lítið fram. Þetta voru mikið fjárgeymslur. Þá þú hugsa manngerðu hellana. Já, ég er að hugsa, það er svona... Já, þú ert að tala náttúrulega... Já, ég skoði hvort tvekja. Þannig að það þurfti bara sérstætt félag til þetta uppfötaðist allt bara Pandorubóksi, bara opnaðist hella Pandorubóksi. Í þessu tilfelli var það þannig. Það að leita, leita og þeir munu finna. Já, leita með ákveðna þekkingu í bakgrunninum, þá finnast hlutirnir. Já. Og margir stórir? Já, það fundist bæði stór og smáur hellar, sko. Já. Hver er uppáhaldshellirinn? Hver er uppáhaldshellirinn minn? Já. Já, það verður nú bara sama svarið eins og hjá kannski öllum þegar það er Surtshellir, sko. Hann er merkastur, stærstur og merkastu sögu. Fyrir norðan, sko, sem er bara í felum, sko, lokaðir, bara lokað. Já, sem búið að finna þeista reiki og það. Hvað er þetta? Drópasteinar? Já, fólk brýtur þetta. Það er eyðileggur. Fólk þarf að eigna svoleiðis. Það kemur inn í eyðileggur hellana. Það er ekki einn túsa hver og einn. Og svo komaður við bara 100.000 eða miljónir. Þetta er rosalega eyðilegging þegar heilu hellarnir verið eyðilagðir. Já, þannig hreinsaðir út af öllum. Það er ekki þess vegna sem eru lokaðir. Til að verja. Bara verið á fyrir þjófnaði og skemmtum. Mannskepnan er svo leiðinlega stundum. Já. En ég kom ekki hérna í þáttum býstíði til að tala hella. Þegar maður ræður landsins gagn og nauðsynjar, þá datt mér í huga að ég hefði nú kannski mest til málun að leggja í sambandi við hermálin og Já, við erum rétt að renna af stað, sko. Já, nú erum við erum ennþá í höfninu, en í farni frá Bryggju, sko, þannig að það er bara Já, sko, ég var að byrja því, skemmtilega manni, Donald Trump, sem að eins og við að sagði nú hérna á hann, að maður veist að ef þú segir eitthvað núna, það getur verið gjörbreytt eftir bara þetta er svona smá viðmörun til árunda. Þessi þáttur er tekin upp á 3. tímanum, miðvikudaginn 12. mars 2025. Við berum ekki ábyrgð á því að heimsmálin hafi ekki gjörbreyst eftir að við höfum lokað munninum hér. Það er stæðst að verður að hafa það í huga ef þið horfið á þáttil seinna að þetta er kannski allt úrelt sem hér er sagt. Heimsmálin. En það sem við höfum sagt kvennarastögnum og kvennárið, það er meira og minna rétt. En þá fyrir við í það, gangandi mál, það er Trump. Þetta er rosalega sending sem við fáum frá Bandaríkjunum. Já, en kannski ekki óvænt. En voru búin að fá fórsmerkina þessu. Núna en hann var í fyrir tíma. Hann er bara hann er betur undirbúinn og búin að undirbúa hérna líka allt baklandi sitt. Hefur flokkin algjörlega með sér, að þið virðist. Og við fengum fórsmerkina þessu á fyrrakjörtímabilinu og hann er alveg í sama takti, en bara svona örgari með sig og líka einhvern veginn ákveðnari í því að gefa algjörlega skít í allt sem heitir svona lýðræðisleg gildi og byggir líka sett sína stjórn og helstu með reiðarsveina þannig upp það er fólk sem að það er stór auðvaldið í heiminum og það er það sem að núna ræður algjörlega för hjá honum. Sko, hann svona gróari heldur hann var
en hann líka, sko, hann fer svo við, sko, snertir svo mörg lönd og marga þjóðir núna. Hann að hóta tollum, hann að setja 50% lækna í 25 og kollakolli og þannig að það óvissa svo víða í heiminum að Bandaríkin eru bara það stór. Hann að skapa óróa, það er það sem hann að gera, sko. Það er aðferðin. Það taktinn. Það hann stjórnar stíl, sko. En það sem meira að það líka órói innan Bandaríkjana því að þessi gjörningar hans varðandi tolla eru líka að hafa áhrif innanlands í neikvæða átt, þannig að það líka að falla, dollarinn að falla og hann vil meina að sé bara tímabundið en við eftir að sjá hvernig þau mál þróast því að þetta getur ekki, þó hann segist og hafa komið fram fyrir litla mannin, það að segja þá sem búðu atvinnulaus í iðnaðarborgunum þar sem bílaiðnaðurinn hefur verið mikill en dregið saman stáliðnaðurinn og svo framvegis að þar aftur á móti hætta á að þetta tollastríð hans muni jafnvel einmitt bitna á þessum sömu aðilum því að hann fyrst og fremst milljarðamæringur. Hann ekki maður litlamannsins. En þessar gagnrýnisraddir í Bandaríkjunum, hann hefst hann alveg ótrúlega lágarar og máttlausar. Og ráða ekkert við þennan ofsa sem er í raun og veru í gangi hjá Trump og hans mönnum og sem var reyndar menn voru virðist að vera furðulega undir þetta búnir lítið undir þetta búnir að hann tæki við og framfylgdi þeirri stefnu sem hann var boða. Sko. Og svo eru áhrif hans víðar í heiminum eins og við tölum núna, það voru kosningar í gær á Grænlandi og það búið að fylgjast mjög grannt með þeim kosningum út af því sem að Trump hefur verið að láta út úr sér varðandi Grænlandi. En svo bætti vissi fylgi sem að eru jákvæða hvort. Já, en þá skulum við líka horfa til þess að þessi flokkur sem að hlindastur Trump og hafði líka áhrif á fleiri flokka þannig að þeir flokkar sem voru ríkisstjórn sem voru hófstilltari að þeir voru að tapa fylgi en þarna þurfum við líka að horfa til þess að kjósendur eru líka að senda skilaboð til Danmerkur. Þeir eru líka að láta vita að því að þeir séu og gætu snúist á sveif með einhverjum öðrum og þannig að þetta er líka skilaboð til Danmerkur sem að senda, þetta kannski ekki endilega skilaboð til Trumps. Það er meira sjálfstæðismálin og að staða Grænlendinga hugsalega efnahagslega getur verið betri en Danir hafa vilja láta vera út af auðlindum sem þar og við vitum að Trump fyrst og fremst að sækjast eftir auðlindum fyrir utan hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og staðsetningu þess. Það er svona óljóst hvað það sko, sem að gera þetta verkum að hann vil eignast Grænland. Þeir hafa hingað til geta haft nánast alla sína hendi sem á Grænlandi. Hernaðarlega. En þeir hafa lítið sóst eftir auðlindu þar en sem komið þeir hafa heldur ekki, ef þeir sýndu þeim auðlundum áhuga þá ég alveg örgur það að Danir væru til samninga reiðbúnir og grænlendingar. Kínverjarnir þeir voru að seilast eftir einmitt þessum hlutum fyrir 2-3 árum eða 4 voru komnir að stað með einhverja samninga en það var nú kipt í spottana sko og þannig að það varð ekki úr því en þannig að það erfitt að sjá hvaða annað heldur en bara það að þenja Bandaríkin út yfir, þetta ekki Grænlandi 1, það Kanada með. Það mjög auðvelt að kaupa Grænland að því ekki, þegar þú sveiflar seðlabóndum framan í hvern einstakling, þeir eru nú ekki stór fjöldi, þetta er ekki íbúafjöldi, nú ekki hár í Grænlandi, þannig að ef þú ert með digurt seðlabónd fyrir hvern og einn, þá það freistandi. Já, maður þarf að tala mitt í sjónvarpinu í gær við. Og þannig að ég held að Trump sé að meina það þegar hann segir að ég mun einn dag ég eignast Grænland. Þetta var ábyggilegt að kosta heilmikil átök sko í Grænlandi sko, hvað
ef hann heldur þessu áfram sko, en þið sjáu það sko, það er Grænland, það er Kanada, það er Mexíkó, þetta eru svona nágranna svæðin sem er verið að ógna og hóta og svo á móti Evrópa til að halda henni á móttinni. En það sem hefur náttúrulega komið í ljós, þetta er það hversu mörg ríki sko, eru háð Bandaríkjunum á svo margvíslegan hátt. Og til dæmis þetta með Panama, sko, það var nú eitt, við þurfum að eignast Panamaskurðin, þeir bara rökku okkur allt of mikið, sko, og þeir lippuðust niður bara eins og semdu bara á, og svo er Panama orðin svona miðstöð fyrir fólk sem er verið að reka út úr Bandaríkjunum, þar meðal konur frá Afganistan, alveg, sko, hrikalegt mál, og svo finnst mér nú, sko, auðvitað er þetta Úkrænumál. Sko, það er þvílíkar sko, aðferðir, því kúgun, þetta er svo mikil ógeðsleg kúgun og kúgunar aðferðir sem er verið að beita, en svo er sko Gaza, hvað mun gerast þar? Trump-sólasturlundin Gaza. Hvað mun gerast þar? Sko? Bara síni hvað hann getur gengið langt í því að vera ósvíðin. Sko. Ósmekklegt. Og þessi blóðu velli, sko. Þá sér hann bara fyrir sér einhverja, sko, lista líf þarna bara. Og þjóðflutningar á fólk sem hefur engan skilningu eða samúð með öðru fólki og þetta kalla sér kristið. Já, þetta finnst mér einmitt mjög að þegar þú segir orðið samúð og þá man ég nú eftir orðinu samlíðanin með manneskjunni sem að minnir að hafa verið setning í sjálfstæðu fólki var samlíðinin með Ástur Sóllilju. Að þetta orð er raun og veru bara íslenska þýðingina á þeirinu hræðilega orði woke. Það hafa samlíður með einhverjum og það er að takast núna að gera það að skammarirði að hafa samlíðan með öðru fólki og það er kallað woke sem er alltaf kjarni kristindómsins samlíðan og er kjarni kristindómsins frá Guðs eigin landi og þar er búið að mjög röðum hætti að gera þetta skammarildi að hafa samlíðun með einhverju sem má sín minna. Ég held nú reyndar þessi einmitt Gaza-dæmið og framferðið Ísraelsmanna var, sko, þetta hefur grafið meira undan sko siðferðiskennd og virðingu fyrir lögum og reglu og alþjóða mannréttindum heldur en flest annað sem við gerst núna á síðari árum. Já, Trump er búin að segja sér frá mannréttinda samlíð þjóðana og heilbrigðisstofnuninni og tala um alþjóðadómstólnum og öllu þessu sem er verið að verja sem minna másinn undan ofur orkið þeirra sem eru sterkari en það er bara tími hennar sterku er komin. Við erum að upplifa bara sama aðdragand og varð í Evrópu fyrir síðari heimsstyrjöld. Já, og maður er bara stýntrættur hvort að maður lífi það að það takist að hrinda af stað einhverjir heimsstyrjöld átökum sem munu það berast hér og víðar. Ég var á fundi með konum út af allt öðrum málum en þarna voru konur sem hafa, og meðan einn sem var nú að hætta hjá Sameinuðu þjóðunum sko, og það er bara verið að rústa sko, Sameinuðu þjóðunum því að það kom ekki lengur peningar frá Bandaríkjunum ekki í hinnar ýmsu sko, stofnanir og þeir eiga ekki fyrir launum. Nei. Það bara verið að sko... Er ekki svo mikið á konum að vinna það líka? Já, það er nú meira kvöldum. Eða það? Í þessum stofnum? Já, og á góðum launum. En sko, afleikarnar að svolítið saman er meðal annars þær að nú erum við að fara að breyta nafninu á utanríkisráðuneytinu. Það er bara utanríkis- og varnarmálaráðuneyti. Eðlilega. Og þá erum við bara sem sagt að taka þetta upp. Það verðum við konum með varnarmálaráðherra og vopnaframleiðslan í heiminum
sko, það er ábyggla margfaldast á síðust árum. Já, nú er það bara orðið. Og núna með býða við færibandi núna. Já, þetta er það fyrirtæki sko á markaði bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. En þetta varnarheiti er ekki síst út af því að nú þurfum við að fara að verjast árásum og innviði til dæmis í landhelginni og eins og sæstrengjum og vefum. Þannig að þetta er bara reynlega verið í samskipti við aðra þjóðir, þá ef þetta nafni komið á ráðuneyti, þá er þetta að segja, jú, við erum að vinna og það er okkar brýnustu mál. Þetta er nýtt fyrir okkur. Já, við erum taka þátt í vopnaframleiðslu, opna kaupum. En við erum ekki að stofna hér og við erum aftur á móti að fara að efla þær varnir sem við þurfum á þessu viðkvæma kerfi sem bara samfélag okkar byggir á, sem er í gegnum sælstrengi og í hvers vegna er þetta? Það er ekki út af þessu róla og það fylgir sko Donald Trump. Ég held í raun og veru að þetta sé nú svona hystería sem að mann hafa blásið alltaf mikið upp sko það hafi verið gerðar árásir og sæstrengi undanfari. Já, menn það hafa skemmst sæstrengir, og það hefur eins og verið erfiðar að sína fram á sko hvort það var slys eða ekki. Sko. Já, þú ert á að vitna í íslenska skipið sem rakst í vatnsleiðsluna til Vestmannaeyja. Þú horfi á Kristínu Vestmannaeyja. Það voru Íslendingar sem gerðu það. Og svo í sambandi við sko notkunna á svona varnar, að þetta er allt orðið varnar og öryggismál sem lítur að hernaði. Og þannig að ég myndi nú vilja frekar kalla það ef að fara að breyta nafninu á Utanríkisráðuneytinu eða þetta bara heita hermálaráðuneyti og við þurfum að vera með hermálaráðherra miklu frekar heldur inn. Já, við höfum náttúrulega engan hér sko. Sömaréttu fötin á viðkomandi. Ekki beljum. En það sem er náttúrulega svo alvarlegt í þessu öllu sko, þetta umræðan hún gengur öll út á hervæðingu og varnir, en ekki frið. Ekki sko, það er hvernig hægt er og það er auðvitað sko vopnaframleiðendur sem að náttúrulega bara sko eru veisluhöldum yfir þessu. Þetta er náttúrulega mjög í þágu sko vopnaframleiðendur sem að reynda stýra heiminum meira og minna. Þeir verða að hafa stríð einhvers staðar. Þeirra ógnir búa til þessar varnir. Já. Þessi varnarviðbrögð er út af og þeirra sem eru vopnir. Þetta er auðvitað mjög flókið sko, af því að sko, maður veit ekki til dæmis hvað sko rússarnir eru að plana og hugsa sér sko. Eru þeir með áætlanir að ná tilbaka sko Sovétríkjunum? Þeir hafa verið að planta svona sínu fólki þarna í ríkjónum og það er alveg staðreynd að fólki í Eystrasaltslöndunum er skítrætt. Er skítrætt sko. Við erum að sjá svo þróun í Ungverjalandi og Serbíu og náttúrulega þessi innrás í Úkraínu. Þeir virtust halda að þeir gætu tekið Úkraínu bara eiginlega á nóinu og verið tekið fagnandi. Það sem þeir ætlaðu að gera er það að þeir ætlaðu að leika eftir leik Bandaríkjamanna í Írak. Að fara þeir komið frá Bandaríkjamenn fóru bara og réðust inn og Bretar og tóku bara Bagdad og steyptu stjórninni og settu nýja bara sinn landstjóra og þetta var módelið sem að rússarnir ætluðu að fylgja, fóru frá Hvíta-Rússlandi og ætluðu að taka Kív og skipta þar stjórn og þar með var þetta var aðgerðin lokið sko. En það tókst ekki þannig að mann sjá alveg sko hvar fyrirmyndi liggur sko í þessu og en þeir útskýra þetta sjálfur náttúrulega bara einfallega þannig að þetta voru viðbrögð þeirra við varnarbandalaginu NATO og útþenslu þess til austurs og þeir vildu hafa Úkraínu sem skjöld þarna milli og þegar að Úkraína var komin með stjórn sem að stemdi mjög markvist af því að komast inn í Evrópubandalagið og NATO og þá sögðu svona upp úr sko. En svo var það líka að Zelenski, hann var mjög óvinsæll forseti
fyrir innrásina? Já, hann ætlaði ekki búin að sanna sig neitt, sko. Nei, sko. Þetta var nú svona bara grínleikari, sko. Ekki tekinn alvarlega kannski? Nei, alls ekki. Það var þeirra Jón Gnarr. Já. Jón Gnarr fór í heimsókn til hans. Já. Hann bauð honum, sko, því að bestiflokkur var fyrirmynd. Já. En það annar mál, sko. Já, þetta er gríðarlega flókið, eins og ég segi, það bara hernaðarhyggjan sem sko keyrir allt áfram, en sko, mig langar svona að sjá, sko, bara fólk rísa upp gegn þessu, bara hingað og ekki lengra. Já, það nú fólk sem en þá verður fólk að geta að tala saman. Jú, það alltaf verið að mótmæla Gaza, það Já. Talsverð umræða á þessar sjónvarpsstöð til dæmis ástandi þar sem hryllilegt og svo finnst mér eins og ég sagði að einhverjir menn sé að groppast það þeir alltaf búa til einhvern sælureit fyrir sig á þessum blóðvelli, sko. Þetta alveg bara viðbjóðslu hugsun. En svo sko verið að refsa háskólum í Bandaríkjónum fyrir það að þeir verji ekki nemendur að gyðingaættum og það var verið að segja mér það að í háskólum í Chicago, þeir nú kannski fleiri neitt, að það bara ekki búið að gera skyldu að taka kurs í gyðingafræðum já, ég veit ekki hvað þetta er kallað, sko. Sögu gyðingdómsins. Já, eitt nú að sko ég vona að lesi Stefán Zweig þá veröld sem að verði skildulesning. Já. Sem nú þannig að þetta er allt mjög einkennilegt. Svo stóð í Morgunblaðinu í gær, held ég, að Hver les Morgunblaðið? Ég? Já. Nei, hlutaði, ég svona kaupið það rafrænt. Já. En það að þá auðvitað það svona mín í herstöð á Íslandi á Minneseyði og nú fyrir enginn í Keflavíkurgöngu, sagði Mokkinn, sko. Nei, það Áttu minn, segðu okkur frá því. Reynslubolti í Keflavíkur. Já, ég er reynslubolti í því. Ég hef skipulagt nokkrar. En ástæðan er kannski margþætt, en aðalega var náttúrulega svo að herinn fór fyrir rest og menn hafa síðan síðan hefur náttúrulega komið þarna inn lið í kringum flugmálinn aðalega, en það er allt annars eðlis, það er ekki setulið á sama hátt eins og hitt var. Nei. Og þannig, en já, það situr mjög stutt, en það er svona mikil velta í mannskapnum. Svona róterík. Alltaf sami fjöldi með sko til staðar. Já, en það er náttúrulega miklu færra heldur en var, sko. Það er nú kannski svona, svo ég skýri þetta að hverju er ekki Keflavíkurgöngur, en það geti vel verið að þeirra tími sé alls ekkert liðin. Og það sem að núna menn hafa nú talað það að herstöðarsamningurinn sem að opinberlega heitir varnarsamningur við Bandaríkin, herstöðarsamningur, hann er ennþá í gildi og þá nú er að spyrja í þetta útvarpinu hvort að það væri möguleiki á því að Bandaríkin myndu senda inn bara lið eins og hér var gert 1951 og forsvarsmenn utanríkisráðuneytisins sem sögðu að það geti ekki gerst. Þetta er nú Þórdís Kolbrúnu viðtalið. Já, Þórdís Kolbrúnu, já, mitt. Samkvæmt samningnum, sko, þá á það ekki að gera þetta. Hver treystir því? En það var bara nákvæmlega það sem gerðist samt, sko. 1951, þegar herinn kom uppalega, að það var, Íslendingar voru ekkert spurður það. Það var bara allt í nú var komið 20.000 manna lið sem var flutt inn á nokkura vikna tímabili eða mánaða tímabili og svo var bara Alþingi látið samþykja það eftir á að þetta lið kæmi og meðan að þessi samningur er í gildi þá geti þetta alveg gerst. Mörður Árnason var við rauðaborðinu daginn og héldi einmitt var mannsvæðsverð nýbúin að lesa hann varnarsamning gamla og hann væri fyrst og fremst herstöðina. Og hann rétt bandaríkjamanna til að vera hér. Gengur allt út á rétt bandaríkjamanna. Enda höfðu þeir sér alltaf þannig hér að þeir fóru sínu fram meira að minna og svo þegar að
þeir þurfti ekki lengur að þessari herstöð að halda, að þá bara yfirgáfu þeir og með mikið ramakvein íslenskra herstöða sinna, Davíð og Halldór Ásgrímsson, þeir eiginlega fórnuðu ærunni fyrir það að reyna að hanga á hernum og það voru þetta hermángshagsmunir sem þar voru á ferðinni en það sem var það hrapallega við þegar herinn fór, það var það að samningnum skildi ekki bara vera sagt upp í framhaldinu eins og reyndar Íslendingar hafðu hótað eða Davíð hafði reyndar hótað að gera en það var aldrei annað en innantóm orð í sjálfu sér og þetta gæti alveg maður sér alveg fyrir sér að þetta gæti endurtekið sig að Bandaríkjamenn ákveða það bara nú sé þannig ástand að það þurfi að manna þessa herstöð og senda 20.000 mann lið samningurinn hann kemur ekki hann einmitt gerir það en það fært að gera það fullu gildi. Já, það var hérna fyrir viku sem að Mörður Árnason sagði í þessum þætti. Ég tók eftir sig, ég datt inn á einmitt þennan þátt og þetta fannst mér mjög athyglisverð lýsing hjá honum á þessum varnarsamningi. Já, en svo hérna heima að þá er hvorutökja, það er nýr meirihluti í borginni og nýr ríkisstjórn og hvað finnst ykkur? Er svona einhver friður í pólitíkinni eftir þetta? Mér finnst nú eiginlega hlægilegast og skemmtilegast að fylgjast með stjórnarandstöðinni á Alþingi vegna þess að þessi stjórnarandstöð sem núna er eingöngu skipuð flokkum, reynda bara 2 eða 3 flokkum sem áður stærsti flokkarnir voru í ríkisstjórn meira og minna frá 2013 og þeir láta öllum illum látum út af málum sem nýja ríkisstjórnin sem búin að vera í nokkra vikur að fara að framkvæma því sem að þeir heiktust á sjálfir og þeir eru að skapa nýju ríkisstjórnina fyrir mál að hún skulle ekki vera búin að gera eitthvað á þessu nokkru vikum sem þeir gerðu ekki á 10-12 árum. Það er mjög kostulegt og núna bara síðast Ingibjörg Ísaksen hún ekki þingflokksformaður Framsóknar og svona vonast hérna þeirra að hún var að skamma Ásthildi Lóu barnamálaráðherra sem tók við af Ásmundi Einari Framsóknarmanni sem heiktist á að bjarga þessum ungmennum sem að fara sér að voða í samfélaginu og setti mér svo svið bara einhvern fáránlegan gjörning fyrir kosningar og þetta allt búið að vera í panginu og Framsóknarmönnum meira og minna síðustu árin og þá rís núna Ingibjörg Ísaksen upp og skammar Ásthildi Lóu sem ný barnamálaráðherra fyrir að sé ekki löngu búið að gera þetta. En þetta er náttúrulega í stað fyrir að horfa í eigin barm og halda kannski bara ræðu og biðja þjóðina afsökunar að hafa ekki gert þetta. En þetta er náttúrulega verið að setja fárveik börn í fangaklefa þetta er hæðilegt og þetta átti fyrir löngu að vera búið að laga. Já, ég skil þetta, ég hef reyndar ekki kynnt fyrir þessi mál sérstaklega en mann finnst þetta mjög einkennilegt að núna þessi umræða til dæmis þetta heimili í Skagafirði þar eru þeir með fína aðstöðu og reynslu og allt sem þarf en af því að það er of langt að fara sem ég hún erfitt með að sjá að geti verið mikið vandamál að þá vilja menn frekar kasta börnunum inn í tuktursklefa í gluggalausan og með glæpamenn í næsta Þetta ekki eins og búið til rúmhandaðin þeir sofa hann á steininu bara með örðunadínu bara eins og einhverjum sem eru teknísk bara til að vera einan nótt eða til að svo úsir eða eitthvað Þetta er auðvitað alveg hræðilegt en það auðvitað það þarf auðvitað tíma til þess að opna svona heimili upp á nýtt og mér skildi það er bara því miður þannig að sum þessara barna eru bara í svo alvarlegu ástandi að það er bara að geta flutti á ráða hvern sem til að starfa á svona heimili það þarf að vera mjög en auðvitað ég þekki þetta heldur ekki en þetta er svo merkilegt því að ég hef stundu verið að fjalla barnæskuna sem að var fyrir nokkuð löngu síðan á 7. og 7. áratugnum og þá rifjast upp saga að því að við verið að fjalla þá vöggustofur sem þá voru
En þá kom upp úr umræðu sem að varð Mökkustofuna, þá opnuðust þessi barnafangelsi sem var Elliðavogi. Það voru börn tekin af maður sínum og beinlínis stungið í fangaklefa. Og það var með vilja gert, það var ekki neyðarúrræði, það fyrst ekki annað. Lögreglan fór og náði í ógnýtta stráka og jafnvel yngri börn af heimilum fólk sem átti í vandræðum og setti þau beinlínis í fangaklefa eins og það var með vilja gert og mjög stundum þegar ég heyri fréttirnar í dag það er komin 2025 að það sé ennþá verið að setja börn í fangelsi finnst mér alveg með ólíkindum að við séum ekki komin lengra að þetta sé bara leyfilegt. En ég vil minna á það sko að hérna Evrópuráðið og þeir sem hafa svona eftirlit með ýmsum mannréttindasáttmálum sko árum saman gert athugasemdir sko í áratugi við ástand sko fangelsismála hérna án þess að það hafi verið brugðið við þangað til kom loksins fangelsi á Hólmsheiði sko sem að náttúrulega duga nú ekki til en auðvitað viljum við líka að það sé beitt öðrum úrræðum og þetta er náttúrulega málaflokkur sem við þurfum að fara djúpt ofan í og rannsaka sko, hvað er í gangi? Og það líka sko, tölum bara förum frá börnunum og yfir bara í málefni fanga, þá er þetta eilíða verkefni, það er að fangelsisvist sé betrun. En ekki að hún verði til skada þannig að við fáum verri einstaklinga út úr fangelsunum heldur fór inn í þau. Ungir strákar sem hafa brotið að sér, sem er komin á þann aldur og þau fara á Litla-Hraun, að þá kannski hafa gert eitthvað, stólið ykkur gert eitthvað, smiklað á dópið eða eitthvað, að þá fara þeir inn í þennan harða heim, sko, sem er í fangelsum. Það er bara hver að bjarga sér. Og koma fórhertari út. Já, koma fórhertari út og þeir eru að hlusta á gömlu gæjana, sko, sem að... Maður vill þessu betrunar hús en ekki fangel. Já, þessi umræða hefur enda verið í gangi, sko, í áratugi. Já, það er að versta, sko. Það er alveg menn á samanstá. Það er svona pókjölda litla dæmi Elliðahvamm, þar sem að börnin voru í fangelsi, að við erum þar ennþá. Við erum ennþá stödd á þessum stað. Þetta er tregða til þess að horfast í augu við sko, samfélagið og breytingar og hinnar sko, neikvæðu hliðar. En við langar aðeins að bakka, sko, þú varst að spyrja sko, varðandi bæði sko, ríkisstjórnina og borgarstjórnina, sko, að sko, þetta er náttúrulega hvorum tveggja svona nýtt á nálinni og auðvitað þarf fólk svolítið tíma sko, til þess að bara að átta sig og læra aðeins á kerfið og setja í gang alls konar vinnu og við vitum eins og í borgarstjórn að það er náttúrulega mjög stuttur tími til næstu kostninga og hvers er þá að vænta sko af Ég satt svolítið merkilega fund í gær sem að var niður í Ráðhúsi að því hef verið í öldungaráði fulltrúið þar hagsmunasamtaka eldra fólks og það hefur verið áhugavert að vera þar en nú hefur verið að stokka upp í þessum ráðum þetta er lögbundið ráð þannig að það heldur áfram en sett undir mannréttinda ráð sem er miklu öflugra heldur en öldungaráði var eitt og sér þannig að nú sátum við í gær þessi fulltrúar í öldungaráði með miklu stærri hóp af þungavíkta pólitíkusum í borginni sem verða með okkur í þessu ráði þannig að allt sem við höfum að segja öldungaráði núna fer beint til þeirra sem eru aðalborgarfulltrúar sitja í borgarráði og helstu áhrifa batteríum innan borgarinnar. Það vantaði áður þannig að þessi tímisbreyting mér líst mjög vel á hana eins og maður kynnt í gær því að þarna eru svona 3 hagsmunahópar það eru fjölmenningarsamfélagi sem á þarna sér hérna ráð og síðan fatlaðir og svo aldraðir og núna fara þessir hópar allir undir þessa sama ráð og það er ákveðin skörun. Það eru aðgengismál fatlara skipta líka marga eldriborgarmáli og það er að fjölga í hópi eldriborgara sem eru af öðrum uppruna og eru fluttið til landsins.
og það kemur fjölmenningaráðið inn í og það með því að geta byggt brýr á milli þessara ráða og byggt inn í bara skýrgöng inn í aðal stjórnkerfið hjá borginni bindi mikla vonir við. Þetta eru breytingar og þegar var verið að kynna þetta í gær á þessu fundi þá sá maður alveg að meiri hluti átti alveg svona á því að fá yfir sig einhverja gusu að því þetta eru breytingar. En ég nú svo breytingaglaður maður og mér svo gaman að breytingum og þurfa að hugsa upp á nýtt og öðruvísi og nýjan hátt. Mér fannst þetta bara skemmtilega áskorun og sá möguleikana í því. Og ef að þetta tekst, þessi tilraun sem þarna er verið að gera, þá er þetta til bóta, vonandi. Og ég nú svo bjartsýnn að ég alltaf að vona að þegar fólk hugsar upp nýja leiðir og aðferðir, að þá sé eitthvað jafnvel til bóta og taka freka þann pólinn í hæðina heldur en að fara í vörn og segja allt var betri í gamla daga. Því ég átti svo vonda fortíð að mér fannst eiginlega flest allt verra í gamla daga heldur en í dag. En ég veit ekki hvað framtíðin byrja skautið sér með við Trump. Nei. Nú hef ég lokið ræðu minni. Já. Það er nú, ég held að við séum nú svo að við erum komin í einn hring einhvern með það sem við ætlum að tala. Ég er samt svolítið með þetta þessa herrvæðingu. Ég held að er það ekki þannig? Ef einn herrvæðist, þá verður næst að gera það líka. Jú, það er bara það sem gerist, það sem gerist, Og þessi herrvæðist, og síðan þegar menn eru komin í þessar blokkir, þá þagna, þá er sá herskávastið sem að hefur gjarnan, ræður stefnunni. Og og það eru, og við sjáum núna allir þessa þróun sem hefur orðið í Evrópu, að eftir að Svíar og Finnar fóru inn í NATO og þá er eiginlega þá mistu þeir í leiðinni svona rödd sína á alþjóðavettvangi sem hlutlausu þjóðirnar. Já, sem hlutlausu þjóðirnar og sérstaklega Svíar þeir höfðu veruleg áhrif svona á heimspolítíkina, svona hugsunarháttinn með því að vera hlutlausir og standa upp í hárinu á stórveldunum og láta sína rödd hljóma og þannig að Ólafur Palmi var þekktasti fulltrúi Svía á þessum vettvangi en núna þegar þeir eru komin inn í NATO þá hefur þessi rödd algjörlega þagnað Það er mist hljóðunemann Já og enginn tekið við hljóðunemannum Nei Hljóðuneminn hefur verið slögt á honum Já, það er friðarraddirnar eru bara engar. Nei, núna það eru þeir sem að reyna að vinna. Þessi lönd sem að eru þó hlutlaus eins og Sviss og Írar kannski og Austurríkismenn að þeirra pólitík virðist vera það að bara hafa hlutu og láta ekki mikið á sig kveða í þessum efnum. Kristín, þú ert eina konan við borðið og við erum búin að vera að tala kvennamálefni. Þú verður að vera rödd kvenna hér og tala á við okkur alla. Ég held ég hann að bara tala Við náum því, En mér langar að rifja það upp, það er mjög merkilegt að í fyrri heimsstyrjöldinni að þá gerðist það að árið 1915 að það var boðað til mikillar kvenna friðarráðstefnu í Haag í Hollandi þar sem hittist mjög stór hópur kvenna og þar voru samþykktar tillögur og síðan var skipt svona í hópa, það voru hópar sem fóru til stríðslandana, Þýskalands, Austurríkis, Bretlands, Fraklands og Ítalíu og Serbíu og töluðu við stjórnvöld með vísu og sumar þeirra gátu átt á hættu að verða ákærða fyrir landráð en tóku nú þá áhættu en það var nú lítið hlusta en þessar tillögur reyndar skiluðu sér svo að einhver leyti inn í Versala samningana Woodrow Wilson tók eitthvað upp að þessu það var náttúrulega með þjóðabandalagið og þetta búið til vettvanga sem fólk gæti talað saman en svo stöndum við bara framið fyrir því núna að þessi vettvangur náttúrulega sem tók svo náttúrulega hunsuðu með þjóðabandalagið alveg vilt og galið
Ítalir og Þjóðverjar og þar með var það náttúrulega úr sögunni. Svo taka mér upp þráðin með Sameinuðu þjóðunum og nú bara verið að rústa þeim. Og ekkert vald. En bara því svo forvitin, þetta var svo dramatískt þegar þú sagði þér að það áttu jafnvel yfir höfðu sér ákærum landráð. Varð eitthvað fyrir því? Nei. Það sluppu. En hótunin lá í loftinu. Já. Sem hótanir eru sterkari. Við erum búin að sitja á okkur tíman okkar hérna. Það ekkert annað. Þetta bara búið að sinni. Við minnum á að þessi þáttur var tekin upp að miðjum degi, miðvikudaginn 12. mars 2025. Allt sem sagt var hér gæti verið orðið úrælt, áhorfandi góður eða hlustandi þegar þú sérstaklega vegna yfirvaldana í Bandaríkjunum. En það Viðar, Árni og Kristín, ég þakka fyrir að vera með mér. Já, takk. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að ræða þessum heimilin í landinu, efnahag þeirra og neytendasamtökin. Breki Karlsson, formaður, hefur komið reglulega til okkar og ég myndi nú helst bara vilja hafa hann einu sinni í viku. Vertu velkomin, Breki. Takk fyrir. Hvað segja neytendur í dag? Fínt. Við myndum líka vilja vera hjá þér í einu sinni í viku. Já, það ekki. Ef við ekki bara stofna til þessa sambands. Það ekki bara. Jú. Sko, nú eru skuldugi menn eins og ég, þeir eru svolítið spenntir yfir til dæmis hérna eftir viku næst ákvörðun hjá Seðlabankanum hvort vextir munu halda áfram að lækka. Hvað heldur að gerist? Nú ég hagfræðingur og ein skilgreining og hagfræðing svo að þeir geti á morgun sagt til af hverju spáin sem þeir settu fram í gær röng í dag. Þannig að það erfitt að spá og sér í lagi hvað gerist í innviðum Svörtulofta. En verðbólgan, hún hefur nú farið niður, þannig ætli þau fari ekki að lækka þetta eitthvað. Ég var að sjá einhverja spár greiningaraðila að þar væri svona gert ráð fyrir að Seðlabankavextir lækkuðu 0,25%. En nota bene, við erum með 8% stýrivexti og við náttúrulega litlu verið vöggur fegin. Við fögnuðum því ægilega þegar við náðum niður í 8% sem þó tvöfalt og ekki þrefalt hærra en það sem gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Og þar er fólk ekki að kljást við verðtryggingu eins og við erum að gera hér. Við höfum þurft að flýja inn í skjól verðtryggingar með lánin okkar. Og þannig að einhver hluta vegna hefur bæði verðtrygging bæði seðlabankavextir og verðbólga verið mun hærri hér heldur en í nágrannalöndum okkar. Já. En gerast nú veður válind og það er svo sem ekkert að á vísan að róa hvað gerist í alþjóðamálum. Nei. Þannig en það vorar, ég bjartsýnn, það birtir til og ég spái því að Seðlabankinn lækki 0,5%, bara til að segja eitthvað. Já, við vonum að það gangi eftir, en eins og þú sjálfur segir, það er kannski aðeins meiri óvissa núna vegna alþjóðlegra mála og vegna fyrirbæri sem kallast Donald og Trump og Bandaríkjaforseti og alls konar sviftivinda sem skekja veröldina. En já, við erum sennilega sátt úr því sem komið við 0,5% lækkun og vonum bara það gangi eftir. Ég ætla líka að ræða við þig að í gær þá lagði hún Hanna Katrín Friðriksson ráðherra fram þingsályktunartillögu stefnu í neytendamálum, ekki satt? Jú. Er það hið besta mál eða hvað hefur það að segja? Þetta er náttúrulega endurflutt frá því í fyrra. Lilja Alfreðsdóttir lagði þetta fram á síðastliðið haust. Við fögnum því að Alþingi segi skoðun sína hvernig þeir líti eða hvernig það lítur á neytendamál og þarna gert ráð fyrir því að stofnana umgjörð í neytendamálum verði styrkt og skilvirkni aukin
og það er besta mál en við bentum á í umsóknar okkar síðastlið haust að samkvæmt handbókum opinbera stefnumótun og áætlanagerð frá 2013 þá eigi öllum stefnumótunar tillögum og stefnum að fylgja kostnaðarmat og fjármögnunar áætlun og við segjum að stefna sem ekki fjármögnuð eru náttúrulega dagdraumar. Er þetta falleg orð á blaði en engir peningar sem fylgja? Ef það svo að engir peningar fylgja þá eru þetta falleg orð á blaði en þess vegna hvetjum við stjórnvöld, Alþingi, til þess að láta fé fylgja fallegum orðum. Já. Sko, þú hefur nefnt það hérna áður við mig í spjalli við Rauðaborðið að sumstaðar í kringum okkur eru fastar fjárveitingar frá hennu opinbera til samtaka eins og Neytendasamtakana, en þú nýtur þeirra ekki hér. Já, hljóma nú eins og Kató gamli þegar ég segja alltaf í samtölu mínu við alþingisfólk og stjórnvöld að Neytendasamtökin á Norðurlöndum eru þau einu sem ekki njóta beinna ríkisstyrkja eða eru ekki á fjárlögum. Ef við horfum til Danmerkur þá fá dönsku Neytendasamtökin það bil 60% af sínum tekjum frá hinu opinbera. Norðmenn njóta 100% framlaga frá hinu opinbera. Þannig að jú, það er misjamt hvernig hlúðir að og hér á landi náttúrulega hefur líka verið þannig að stofnanir sem sinna neytendamálum hafa svona verið hólaðar svolítið að innan, það hefur verið hlaðið á þau fleiri verkefnum án þess að komi til frekara fjármagn. Neytendastofa til dæmis fekk eftirlit á að sinna fekk til sín pakkan með að sinna rafrænum sígarettum og nikotínvörum án okkurs fjármagns. Einnig fekk hún til sín allan smálánapakkan eða neytendalánapakkan án þess að fá auki fjármagn. Við höfum séð trekk í trekk að samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir fjármagni bara til þess að sinna lögbundum skyldum sínum. Þannig að þeim hefur stundum bara verið refsað með því að skerða fjárveitingar þegar þeir hafa nú verið að standa sig hvað best. Nákvæmlega og það er þannig ef það eru stórar sameiningar þá geta þeir ekki sinnt lögbundnum skyldum sínum og þurfa að velja og hafna sem er alveg agalegt. Þannig að fögrum fyrirheitum að efla stofnanaumgjörð neytendamála verður að fylgja fjármagn. Já. Ef að ræða að lokum, Breki, er ekki rétt hjá mér að þið eruð að koma á fót einhverju sem hvað er það, málaskrá? Já, við Neytendasamtökin settum svona, ekki til höfuðs en svona að í kjölfar þess að ríkisstjórnin setti fram þingmálaskrá þá settum við með 100 málefni sem þau vilja koma á næstu misserum þá settum Neytendasamtökin fram 22 við erum aðeins hóvarinni 22 neytendamál sem við viljum að stjórnvöld taki til sín og grípi og fari með áfram. Þetta eru lagabreitingar, þetta eru breytingar á reglugerðum sem er tellið brínust sem við teljum mjög brýn og sum eru bara smávægilegar aðgerðir eins og ókeypis aðgangur að eigin fé. Að þú getur farið í banka og tekið úr þitt eigið fé og án þess að það sé rukka fyrir. Það er náttúrulega óþólandi að maður þurfa að borga fyrir að taka út sinna eigin pening. Það er náttúrulega bara algjörlega sérstaklega í landi vaxtamunarinn. Það er algjörlega óþólandi. Og síðan erum við með svona stærri mál eins og það verið sett einhvers konar arðsemisþak á raforkusölu til heimila. Raforka hefur hækkað 15% á undanförnu ári á meðan að almennt verðlag hefur hækkað 4,2% ef ég mann rétt. Þannig að raforka er að hækka miklu mun meira heldur en almennt verðlag.
og bara til þess að nefna eitthvað, fólk getur farið inn á ns.is/malaskra eða málaskrá og séð hvaða málefni við erum að setja á oddin þessa dagana og undir hvaða ráðherra það heyrir og þar hvetjum við einnig fólk til þess að senda okkur tillögur. Neytendasamtökin búa aldrei til nein mál, öll mál koma til okkar, neytendur lenda í vandræðum eða upplifa einhverja hnökra hér og hvar og benda okkur á og við tökum þau áfram, skoðum þau og sum þeirra setjum við á oddin. Eins og til dæmis rétturinn til að gera við, að við viljum að kvörtunarfrestur vegna galla verði lengdur í 3 ár og að fólki verði auðveldað að gera við vörur í staðin fyrir að henda þeim. Þá bæði við raftæki, raftækja viðgerða verkstæði að kvarta yfir því að það of dýrt ofta að gera við jafnvel einföldustu viðgerðir. Við vorum að missa... Svara ekki kostnaði. Nei, svara ekki kostnaði. Við vorum að missa enn eitt skógaran. Skógaran og Grettisgötu var að leggja upp laupana. Og ef ég tel rétt þá held ég að séu 5 skógarar eftir á landinu. Það væri hræðilegt ef við myndum missa getuna til þess að gera við fatnað, skótau, raftæki og við gætum ekki gert það. Þess vegna leggjum við til að virðisaukaskattur verði tekin af að viðgera þjónustu, það verði undanþegin virðisaukaskatti. Það myndi strax muna miklu fyrir neytendur og þetta náttúrulega til þess að efla græna hagkerfið, hringrásar hagkerfið að láta vörur endast og föt og skótau endast miklu mun lengur. Heldur betur að ekki sé minnst á fagurfræðina sem felst í því að maður nostri við það að halda einhverjum hlut sem að manni þykir vænt sem lengst í manns eigin eigu og hitti fólk. Þetta eins og þegar maður var krakki þegar maður var foreldri ungra barna og þau týndu húfu eða trefli eða eitthvað svoleiðis. Maður kannski kynntist fólki sem hafði tekið húfuna og trefilinn og hafði samband við mann og svona bara já, eins og ég segi, ég kalla það bara fagurfræðileg samskipti sem að fylgja þessu. Algjörlega. Þetta eitt af því sem við verðum að fara betur með það sem við eigum og þannig að við þurfum Þannig að við þurfum ekki að kaupa meira af dóti. Það til nóga dóti í heiminum. Ég held að séu framleitar nú þegar 8 til 15 flíkur fyrir hverja einustu manneskju í heiminum á ári. Og þú er ekki alveg að fara með hlutfallið en mér minnir að 25% af þeim sem fatnaði fyrir aldrei í notkun heldur fyrir bara beint í sorpið. Það raunverulega til fólk sem að kaupi sér föt og gengur aldrei í þeim. Ég á það til að það tekur mig alveg heilt ár að fara í flíkina sem ég keypti en ég held ég fari alltaf fyrr eða síðan í þar. Þetta getur verið flókið. En kæra þakkir fyrir að koma hér og ræða þessa punkta, Breki, og það kostar ekkert mjög mikið að gangi í Neytendasamtökinu? Nei, það kostar 7.900 krónur á ári að vera félagsmaður og við bara hvetjum öll til þess að ganga í samtökin. Við erum ekki bara veitum við þjónustu, það að segja aðstoð þegar að fólk lendir í einhverjum vandræðum, heldur rekum við líka sterka hagsmunabaráttu fyrir eflingu og bættum hag allra neytenda. Einmitt. Kæra þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir. Ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já,
það var hugvísindasþing fyrir helgi og eins og við gerum hérna stundum á Rauðaborðinu þá rendi ég svona yfir það hvort það væri eitthvað sem getur verið skemmtilegt að spjallum hér og rakst á svona málstofu sjálfskrif og kannski svona mér fannst það vera þannig að það væri svona tenging á milli hvort við getum svona skilið heiminn með því að reyna að skilja okkur kannski svona enganlega og svona frá kannski allra minnsta punkti að það geti gefa okkur sín á kannski allra stærsta og sömuleitt þetta sem við erum í sömum samtölum hér við Rauðaborðið að glíma við að blanda saman svona greiningu svona úr þyrlu, horfa á samfélagið ofanfrá, en síðan líka bara úr persónulegri reynslu viðmælandi okkar og okkar á sjálfra. Og ég ætla að hvort það væri hægt að flytja samtal þetta hérna yfir á Rauðaborðið og hingaði komið þeir sem stóðu að þessu. Það Davíð Ólafsson sem dósent í menningafræðum í Háskólanum og Róbert H. Haraldsson sem professor í heimspeki og Sigurður Gylfi Magnússon, professor í sagnfræði. Herðu, hérna og ég byrja á heimspekingnum. Hérna, það þannig að með því að skoða svona enganlega reynslu okkar af heiminum sem að stundum flokku svona sérstaklega þegar við komum saman og viljum vera að ræða samfélagið eða heiminn að þá svona ákveðin svona vilji á því að við séum fyrst og fremst að ræða eitthvað sem sameiginlegt okkur. Þannig að leið og ég kem með eitthvað enganlega reynslu og svona, þá kemur svona skrölt í þetta. Það kannski þannig að við ættum að gera meira af því að byggja á þessi svona, sem ég vil kalla svona enganlega upplifun, enganlega sín og reynslu stöðu okkar sem einstaklings í þessum hryllilega stóra heimi? Ég myndi nú sjálfur svaraði bæði út frá svona minni ævi, hvernig ég hef svona unnið og hvernig ég svona endurmeta svolítið mín vinnubröð núna þegar maður komin alveg svona í síðasta hálfleikinn þannig og líka hvernig ég hugsa sem heimspekingur og þá myndi ég alveg hygglust segja sjálfur að þessi tenging sé ómetanleg, að svona tengja við þitt eigin líf, vinna út frá þín eigin lífi og já, mér finnst það svona mjög, það getur orðið fyrt sko ef þú ert ekki með neina þannig tengingu, finnst mér. En síðan þetta náttúrulega bara mjög mismunandi eftir til dæmis heimspekingum. Það þetta flokkað á mjög misjafnlega eftir hvort þeir hafi nokkurn áhuga á þessu. Ég stundum svona nefnt Nietzsche og Quine sko. Nietzsche þannig að hann búinn að semja 6 litlar ævisögur þegar hann verið 24 ára. Þá það frá því hann 13 ára og þá til hann 24 ára. Þannig að, og ef fólk þekki Nietzsche, hann alltaf að draga inn eigin hugsanir fyrir útgára sjálfum sér aftur á móti. Og telur svona sín persónulega uppgötun á lífsleiðinni að hún hafi raunverulegt gildi. Hún hafi raunverulegt gildi. Og hjá að túlka hana yfir í einhverju. Já, en mikið. Bara til dæmis svona eins og í Schopenhauer sem uppalandi sem eina fyrri greinunum hans og raunar má flokka sem sjálfsæfis og þá hann að fást við það hvað að eiga sér fyrirmynd. Hvernig býrðu til heimspeki í gegnum það að eiga þig fyrirmynd. Og þá klárlega Schopenhauer svo fyrirmynd sem hann að fjalla og svo Emerson í bakgrunnum, hann aldrei beinlega nefndur, eða ekki þannig, það svona vísað óbeint til hans, en það engin leið að skilja Schopenhauer sem uppalanda greiningu Nietzsches, öðru svona að hann sé að fást við sitt eigin líf og hvernig þetta hefur mótað hann. En þetta svona sittkort sjónarmið, hafa einhverjir heimspekingar og kannski sumir þeir eldast því að það náttúrulega þannig að maður eldist og kemur svolítið æskan til manns og maður vil vita hver maður sem maður kannski gleymdi svolítið á svona hápunkti ferilsins, þá var maður alltaf svo faglegur sko og svo kemur hérna drengurinn til manns og maður verður að gera eitthvað við hann af því að maður þarf að fara með honum í gröfina, drengnum. Nákvæmlega. En það þannig að því ég kannski haldið fram að til þess að skilja heiminn, af því að við erum bara fast við skilning okkur á heiminum og okkur algjörlega ómögulegt að horfa á hann með guðsögum. Já. Að með því að þykjast geta gert að horfa á hann með guðsögum að þá séum við einhver leið að segja ósatt. Þess vegna verðum við alltaf að hafa hérna engalegu sín. Já, sko aðeins fyrstum þetta sem þú nefndir fyrst sem ég mjög athyglisvert í samtöðu mitt erendi að ég myndi, þetta ekki slæm leið þó ég hef nú ekki nefnt það á málstofunni að þetta ekki slæm leið til að reyna að útskýra hvað ég var að reyna að ræða þetta með að ná tengslum við drengin
að fyrstulega held ég að sé það sem gerist hjá mjög mörgum, en það sem ég var að ræðum og tengist verulega því sem þú ert að ræðum, ég var svona að ræðum það að hvernig þú nota sjálfsbókmenntir, á maður við svona sjálfsæfisögur, dagbækur, bréf og allt þetta sem þeir hérna Sigurður og Davíð að rannsaka fræðilega. Hvernig þú notar þetta til að gera svona meira lifandi heild úr lífiðinu. Svona hvernig líf þitt myndar svona meiri lifandi heild, og ein megin leiðin til að líf þitt myndi lifandi heild hvort þú náir þessum tengslum við drengin þegar þú ert komin á þennan aldur sem við erum á, hérna flestir, allir held ég bara finnilega, þá sérðu það, og ég var svona að rekja það að því að það lá í forgrunni hérna, ég hef haldið dagbók, þannig kem ég inn í þetta samstarf hér, ég hef haldið dagbók frá því að ég var 19 ára, frá fyrsta dagbókarslan í júli 1979, og svo svona með slitrótt hef ég haldið dagbókina til dagsins í dag, og annars vegar þetta, og svo síðustu 5 ár þá hef ég samið æskuminningar sem eru vísa ekki gefnar út en eru tilbúna til útgáfu, sjáum hvað verður úr því, og þá kemur þetta einmitt inn í þetta að það eitthvað sterkt sem gerist þegar hún nærið aftur þessum tengslum við strákin, og það bæði held ég til dæmis að réttlætiskend okkar sé oft mjög sterk þegar við erum ung. Ég sé þetta hjá mínum eigin börnum, það áður en að veruleikin flækist mikið, sko, þá fólk oft með mjög sterka réttlætiskend, það eru svona ýmsar leiðir til að komast aftur í tengingu við hana, þessa réttlætiskend. Ég held til dæmis, tók þetta sem eitt dæmi á málþinginu, ég held til dæmis að áhuga minn á Davíð konungi og Samson og hérna Sterka og Gunnar og Kolskeggi og Sigurði Fáfnisbanna, þetta virkaði svolítið á mig eins og hetjudýrkun, svona þessi fertigi maður, hetjudýrkun og ofbeldisdýrkun, en núna þegar ég kennst svolítið meiri í tengsl við drengin, að þá sé ég að þetta var raunar og endurlegst þessi verk, þetta var meira svona aðdáun á drengskap, sanngirni, réttlætiskend, skilurðu sem að hafði. Þannig að ég myndi vera til í að spinna mjög langan þráðu þetta að komast aftur í tengslun við hennar dreng. Hérna. Og Prins Valiant sem hann... Já, Prins Valiant einmitt annar að þessu, hann, og raunar allar þessar hetjur, sko. Þegar maður tekur þetta aftur niður og hill, já, þá sér maður svolítið, og ég tók svolítið mörg svona dæmi hvernig annað dæmi væri bara hvernig tilfinningar og hugmyndir fara saman, og líka hvernig svona þegar maður vinnur svona í sjálfsbókmenntum, ef maður hefur aðgangað þetta miklum sjálfsbókmenntum, hvernig svona óformlegt nám verður aftur mjög sýnilegt, því að á Íslandi höfum við góðar heimildur svona formlega námið okkar, við einkunnarspjöld, það eru skrifaði sögur barnaskóla, búið að birta sögur barnaskóla minn, Árni Daniel, sem skrifaði það Stokkseyrar, hérna skólinn við ströndina minnum að heitum, bókin heiti. Árni Júlíus, já. Júlíusson segir. Já. Daniel Júlíusson. Árni Daniel Júlíusson. Þannig að, en síðan þegar þú ferð að vinna svona sjálfsbókmyndir, þá ferð að sjá, sko, ég flokka það í 5 flokka með 72 undirflokkum hvað maður var að gera sem strákur, og þá kemur þetta til. Þegar þú ert að horfa aftur og skrifa og vinna með það, ertu að vinna heimspeki, eða það heimspekingurinn sem að stígur upp úr heimspekinu og fyrir að skrifa bara hefðbundnar endurminningar? Sko, endurminningarnar erindi í heimspekina? Já, það myndi ég segja. Og vegna, sko, dagbókarhöfundurinn og heimspekingurinn eru ólíkir að mínu dómi. Dagbókarhöfundurinn, hann náttúrulega meira og minni í einu einstaka. Hann alltaf að skoða bara þetta hversdagslega einstaka og svo framvegis. Heimspekingurinn, sérstaklega í gamla dag, ég held einni í dag, hann alltaf með þriðja augað á hinu almenna. Hann að reyna, bara eins og ég var þegar ég fór að tala við þig núna, þá fórum við strax að tala sko, ég kom strax með orðið réttlætiskend. Það voða sjaldgæft ég segi ekki sjaldgæft, þú ert ekki beinlínis að skrifa dagbókina þannig, þú segir bara, ég fór út í búð og fór þessa bíómynd, þessa jarðaför og svona, auðvitað huglega menn í kringum þetta, en heimspekingurinn einmitt að reyna að fá svona draga svolítið almennalærdóm að þessu. Ég var... Það er merkingu, eða ekki? Jú. Það er merkingu í lífið þitt? Já, merkingu í lífið þitt. Ég var ekki sjálfur sko,
ég var ekki að segja tvítugur, ég ætla að skrifa dagbók í 45 ár og ég ætla að reyna að segja æskuminningar og svo mun ég skilur búa til heimspeki úr þessu, þetta gerist en það er samt hægt að lýsa þessu pínlítið þannig að þú átt þetta efni sem er svona sjálfsbókmenntir og síðan reynur að draga almennar ályktanir að því Það er náttúrulega yfirleitt sko mjög lítið samhengi í dagbókum. Já, það eru svo, daglegu færslunar eru svo stakar í raun og veru. Þetta er svona stök, þetta er perlufesti, þetta er röð af svona stökum atburðum. Helviti snúið bara hrúað upp. Já, og svo gerist það bara setna. Alltaf söguþráðin. Já, svo bara gerist það setna og þú fyrir að sjá svona lífsmunstur. Og það er annað dæmi að sjá eitthvað svona almennt út úr þessu, þú sér svona eitt dæmi sem ég tek bara svona að því að þegar ég var námsmaður þá var ég bæði í svolítið svona bjórdrykju og svo var ég líka í bindindi, þetta var svona, og svo ákvað ég nú bara að gerast bindindismadur, þannig svo það gengur og þá sé ég í dagbókum mínum þegar ég var 30 að þetta er svolítið ólík líf. Gott þú ert fullur eða edrú. Já, það er eitt. Þú sér það á skrifstunni. En þú sér líka sko, hvað er ég að gera þessi ár sem ég er svona aðeins að halla mér að bjórnum og hvað er ég að gera þegar ég er edrú. Þannig að þá koma svona ákveðin lífsmönstur í ljós sko. Ég held að líka sko fyrir út frá sagnfræðingnum sem kemur að dagbókaskrifum sem eru kannski svona í hillu, kannski á annan metir, að þá er það náttúrulega heilmikið mál að fara í gegnum perlufestina sem Davíð er að tala í staðin fyrir sjálfsævisagan. Þar hefur höfundurinn tekið saman það sem honum finnst vera þýðingamest. Það er komið endurlitið sem er eiginlega alveg sjálfstætt sjónarhótt. Sérstaklega þeirra veldum. Sko. Já, og það er náttúrulega það sem Róbert var að glíma við í sínum fyrirlesti, samspil dagbókarinnar og svo aftur minningana. Sem var, mér fannst vera ansi áhugavert og áhrifaríkt sko í hans erindi. Og þá getur maður spurt sig bara sem sagfræðingur, hvort er meira mark á takandi sko? Er það þetta hráa sem rennur úr pennanum bara svona seint að kveldi hvernig þessi dagur var og eitthvað svona eða þetta sem að eldri maður er búin að prósessera og tengist þessum flokkun sem þú varst að tala sko, er þetta réttlætingarit, er þetta eitthvað svona játning eða hvað tilgangi hver er hvatin að bakvið þjónar sko ævisagan en dagbókin er svolítið hrá að þessu leiti. Getur komið hann óvart líklega, en horfir á hvaða var sem að var að liggja á manni. Og það getur þurft að strikka út og klippa út og fjarlægja eitthvað sem mönnum kannski líkar ekki þegar þeir byrja að vinna. Já, en það er, fyrir ekki að ég ætla að skjóta það er bara, ég í öllum mínum dagbókum, þá hef ég bara einu sinni klippt út blaðsíður og ég drullu sér eftir. En ég held að sko mín kenning í samband við sjálfsævisögun er að það sé ekki sko, það eru þetta endurlit vanalega fólk sem er orðið fullorðið en það er líka sko ef þú horfir á lífsferilinn þá má skipta honum í lífsþrep og til þess að fara af einu lífsþrepi yfir og annað þá er oft kallað á uppgjör ég meina sem bara taka ferminguna sem dæmi í 19. aldar samfélaginu var það bara stór mál að ganga til pressins og standa fyrir framann reppinn eða kirkjusóknina og fara með einhverja rullu úr hverinu þetta kallaði á talsverða mikið uppgjör hvað líf þitt snerist og þú gerir það til þess að geta tekið næsta skref og þannig að það má alveg líta á sko lífsferilin sem nokkur þrep þar sem er kallað beinlínis eftir svona og svo náttúrulega þau sem eru óvænt þú missir barn eða maka eða hvað sem það kveiknar í húsinu allt þetta kallar á ákveð uppgjör þetta uppgjör býr til mannin og það er það sem hún kallar fram þjóðdónin fullorðið maður. Þess vegna held ég sem sagnfræðingur þetta séu heimildi sem eru mjög vel þessu erði að skoða. Og það verja endurlitið, það sé ekki bara fals. Já. En þarna kemur Sigurður líka inn á einu sem er uppgötur sem að gera þegar maður skoða dagbækurna sínar og ég sem betur fyrir gerir tiltölulega snemma en ekki nógu snemma. Það er að þú nota þær ekki nógu mikið því að nú Sigurður kannski líka lýsa svolítið svona sjálfstækni ekki bara þú ert að nota dagbækurnar til að læra af þeim til að einhvern veginn að fylgjast með sér kannski? Já, fylgjast með sér en stundum tek ég bara dæma dagbók íþróttamanns það er engin íþróttamaður sem ég þekki sem heldur dagbók öðru svona notana, hann verður að vita
hvað hljóp í 100 metrana í gær og allt í hennar, Pítur, nú get ég hlaupið á hraðar, hvað gerðist? Og mér hefur fundist mig sjálfa mig og síðan þegar ég spyr aðra, ég spurt marga, þá finnst mér eins og það er mjög algengt og það getur verið gaglegt, skrifa bara dagbók og setja hann upp í hillu, svo er þetta bara allt orðin hillumit og svo kemur einhver sagfræðingur löngu seinna, eins og Davíð, og tekur þetta niður hillunni. Þetta er alveg gott og gilt. En við vorum svona svolítið að skoða líka þegar hún nota dagbókina svona í sjálfstækni. Það er að segja, hvernig getur þú lært sjálfa þig og svona... Meinar að þú ert að orða eitthvað sem að þú vilt halda þér við? Já, bara, við vitnuðum áfram, áðan vitnaði ég Schopenhauer sem, eftir Nietzsche. Hann heldur dagbækur og svo er hann alltaf að skrifa sjálfsæðusögur upp á þeim og þá sér hann svona munstur myndast í lífi sínu. Já, það sem hefur raunverulega haldið mér gangandi allan þennan tíma er að ég hef áhuga á siðfræðikenningum. Og ekki nóg með það, þegar ég les þessar dagbækur og skoða þetta og er að vinna þetta, þá sé ég að ég er svona aðalega veltaði fyrir mig siðferð og styrkleika. Það er þetta sem er alltaf að koma upp aftur og aftur. Hvernig tengist þetta tvennt, skilur? Þannig að það að verða hugsandi heimspekingur verður hluti af þessari vinnu, sko. En ég má skjóta aðeins inn í að þá, ég hef haldið dagbók frá 1996 og eiginlega mjög stíft frá 1998 og ég er á 78. bók og þetta þar bil 300 blaðsíður í hverju bók. Þannig að ég er komin fram úr köllunum sem við Davíð höfum verið að stúdera á 19. öld. Já, líka fram mér held ég. Já, trúlega, en að því ég skrifa talsett mikið í hverju fæslu. En ekkert endilega daglega, en svona yfirleitt daglega þó. En ég les aldrei dagbókina. Nefnins ég bara leita einhverju tilteknu atriði. Ef kona mín spyrir eitthvað, hvar vorum við þarna fyrir 5 árum eða 10 árum eða eitthvað. Er það ekki algengt að það fólk sækir þetta þegar það fer að skrifa endurminningarnar eða... Jú, en sko ég hef nú bara að tala svona hversdagslega líka að sko ég held að kosturum við dagbókaskrifin felst í aðgerðinni sjálfri. Það er að segja að setjast niður og ég menna ég tók mér stundum bara, þá tók ég mér hlé og ég fór bara á kaffihús og settist niður að því ég þurfti að leysa úr einhverju vanda og þá gerði ég það í dagbókinni. Líklega eru skrifin margskonar, ég það til dagbækur sem að menn eru bara að skrá veðrið. Já. En kannski langalgengastari þetta sem að heyrið þú verið að vísa til. Þetta er eiginlega svona sjálfstal. Þú ert að ræða, þetta er innra tal sálarinnar við sjálfa sig. Eða hvað? Nei, það svarar þú Davíð. Já, það er svona kannski eitthvað svona nútíma ídeal mynd, sko. Já. Ef við ætlum að setja þetta á svið, þá myndum við hafa þetta sem óperu, þetta verið aríur, þar sem að persónan ræðir það sem að hrjáir hana eða er áskoranir í hennar lífi og tilfinningar sína, eða hvað? Já, sko, ef maður horfir á sko 19. öldina og tala ekki um 18. öldina, þá er náttúrulega allt önnur mynd, sko. Þá bara byrja menn raun og veru í því að skrá raun og veru náttúruna. Það er bara að skrá veðrið og þessa hluti og það er bara fullkomlega hlutlæg skráning á mælanlegum eða skynjanlegum hlutum. Svo svona smá þróast þetta mjög hægt og í mjög svona fáum eða svona mjög svona veikburða skrefum og það er kannski ekki nema svona kannski 10 mann sem maður getur sagt frá 19. öld sem eru svona virkilega að hugleiða eigin stöðu og eigin tilfinningar og gera það svona opinskátt. Og sem við getum lært mikið af með því að upplifa hvernig fólk upplifa sig til þess í samfélaginu og í samfélagi sem er að breytast. Og við lærum fyrsta bóki sem að þykka út að bræði frá ströndu, það sem er náðu sem mjög vel. Já, og við lærum líka sko það að skoða sko dagbókaritun ekki bara sem sko heimildum eitthvað, heldur líka sem heimildum sjálfa sig. Hvernig fólk notar þetta verkfæri. Maður með dagbók, hvers konar maður er það? Hvers konar vera er það? Það breytist með tíðaranda. Það breytist með tíðaranda og það breytist með, og svo er líka bara ólíkt eftir stétt og stöðu og samhengi. Svo finnst hvað fólk er sjálfsmiðað í dag. Heldur betur. Og nú erum við öll bara að deila við saman Facebook sem er ein risastór dagbókafærsla. Já, og mér finnst ef maður er að lesa sko samtíma bókmyndir að þetta er orðið svo einkalegt allt saman, svo ég noti nú þitt orðalag sko, að stundum bara svitna maður sko, maður bara hugsaður,
bara fegin að vera ekki sko næsta hring sko við og það er efast að þetta eigi þá erindi til þau skilnings á heldina nei, maður bara svona maður bara finnst þetta stundur svo nærgöngull við menn og málefni sko og svona einhvern veginn, þú veist, ég minna það eru 20 ár síðan Guðbergur kom með skáldæfisögu hugtækið inn á völlin sko og nú einhvern veginn finnst manni sko allar svona bækur ungra höfund að vera svona meira að minna leiti byggðar á eitthvað skonar beinni reynslu sko. Ég hef skipt sko eila 20-öldinni í tvennt. Það er annars vegar sko menningu vitnisburðarins, það sem bændurnir stíga fram og lýsa því hvernig þeir urðu þáttakandur í mótun hins unga lýðfrjálsa ríkis. Þeir stækkuðu túnið, byggðu upp bæina og tóku þátt í sveitarstjórnum og svo framvegis. Ekki mikið inn á við hort og síðan breytist þetta upp úr 1980 kannski með Sigurður A. Magnúsinni með Mösku morgundagsins og því öllu þegar hann stígur svolítið inn á sviðið og fer að segja frá mjög óþægilegri lífsreynslu bara sem tengdist hann persónulega og á sama tíma þá er þetta nú þinn tími í blaðamennsku þar sem kviðristu viðtölin komu og í helgarviðtölun þar sem fólk opnaði sig og sagði játa á sig alla glæpi heimsins þetta er tími 12-spora-prógramana þú veist það sem, og ég kalla þetta menningu játningana og sko við höfum svolítið velt fyrir okkur hvar við erum stödd í dag því að játningar í dag skipta engu máli, það er ekkert sem kemur okkur óvart við getum játa okkur alla glæpi heimsins og við bara yftum öxlum kannski erum við í einhverjum öðrum fasa núna sem ég þori ekki að segja hver er, en kannski er bara Donald Trump á mótan. Ný kallmennska, svona hrottaskapur ákveðin og ófyrirlitni sem kannski á eftir að lita það hvernig við mótum okkar eigin sjálfsmynd. Þannig að það má skipta þessu tímabili sko, menningin hefur mjög mikil áhrif á hvernig við munum liðna tíð sko. Að þú varst að tala stöðu okkar í samfélaginu, fyrri hlutur sem þú ert að lýsa er fólk sem lifir í þorpinu og telur sig vera hluta þorpinu, en við lifum miklu meiri einstaklisíkju tíma í dag, blessunlega segja samir. Að þú varst að tala sko Auði Haralds hérna í síðustu sesjón sko, hún náttúrulega, hennar bók er náttúrulega rosaleg sko innlegg inn í þetta sko. Hvenær kemur hún út? 79, 80, já. Já, þetta er á sama tíma. Já, eldús. Kuldasettin. Já, kuldasettin. Bóðslega persónleg og ofbóðslega sláandi og einhvern veginn og þá var nú samfélagi ekki alveg tilbúið að taka þessu þó ekki allt samfélagi, ekki svona yfirlagi en hún naut sko gríðarlega alþýðuhylli sem má eiginlega ekki gleyma sko. En ég tengi þetta sjálfur sko því ég kem ekki svona inn í þetta með svo mikil yfirsýn eins og þeir en ég tengdi þetta alltaf svolítið við Þórberg því að hann var bæði með dagbækur og ég vissi alltaf því að það var nú ástæðan fyrir að ég byrjaði á þeim og gaman að í fyrstu fæslunum minni er ég að ræða Þórberg og ætla að fara að kíkja á handritin hans en líka náttúrulega hann fer óvenju langt með það sem þú spurður sko yfirvega, hann er alltaf að koma heimspeki og trú og notar þetta allt einhvern veginn til að stilla sér sjálfum upp hann verður eiginlega bara svona frík í höndunum og sjálfum sér. Já, hann er reyna að skilgreina hvernig þetta fyrirbrigði gat orðið til. Já, hann gerir þetta, hann fer alveg í þáttan ég hugsa sko, já, það er ljósár frá því sem ég hef verið að gera, ég hef aldrei farið þetta langt en það er svona dæmi í mínum hugum einhvern sem sko skrifa dagbók, skrifa upp í ævisögur og fer alla leiðin í þetta, búa til úr því einhverja svona En hann sko, ég meina Guðbergur Bergsson, hann finnur upp þetta hugtak skáldæfisaga, en það má alveg halda því fram að sko það fyrirbæri hafi verið til alla 20. Ég bara veit að því ég hafi gefið út bók sem var sumleiti byggt á minningum, Málsvörn mannásmorðingja sem var svona innlegginn í eitthvað, ég veit ekki hverju ég skrifa þetta. Og ég held að það komið árið á undan og ég hugsaði sko fjandinn þegar Guðbergur kom með þetta því þetta var náttúrulega akkurat það sem ég var að reyna að gera og líklega Auður Haralds og allir aðrir. Já, og í raunverulega líka Þórbergur miklu fyrr og í sjálfum sér minningarrit Laxness eru þannig líka. En finnst ykkur ekki mikil munur á allmis dulmagni bernskunnar og steinin og þarna sem hafið hjá Guðbergi? Mér finnst það
margfalt nær ævisögu heldur en Þórbergur. Sjálfsævisögu. Já, sjálfsævisögu. Mér finnst það miklu meira svona, ef hann hefði ekki búið til þetta hugtak fremst, að þá, ég meina þú ert allavega að lesa í dulmagn, ekki faður og móður og dulmagn bæðskonar, að þá þetta er hann er ekki að búa til svona rosalega ímynd eins og Þórbergur sko. En ég meina Þórberg eins og bara íslenskur aðall það er náttúrulega mjög byggt á hans ævi og líka reyna bara svona þarna í Söðursveit sem eru minningar. Já, það er setna, en sko ég meina ég held að Þórbergur sé öðruvísa þýleiti að menn bara trúði ekki því sem hann var að segja. En Guðbjörg, sko, maður hafði það alltaf á tilfinningu að það væri heilmikið á bakvið þá sögu, sko. Guðbjörg, að Þórbergur var miklu meiri bara ólíkindatól, eða fríkið eins og kallar það í eigin höndum, sko. En 20. öldin er náttúrulega mjög erfitt með að sko ná einhvern tökum á Þórbergi og erfitt með að raunveru skilgreina sem sko rítvönd, sem skáldsagnaðvönd, af því að það er ekki til einhvern veginn svona hugtakarammi utanum svona. En það er bara athyglisvert að þú spurðir Gunnar í upphafi sko hvort það væri verið að nota þetta til að finna út eitthvað almennt eða lífsýna. Þórbergur er klárlega þar. Hann hefur ekki, allavega eins og ég les hann, sko, þetta er ekki djúpulestur, en hann hefur ekki áhuga bara að segja frá því ég labbaði þarna, ég gerði þetta, það verður að fara í eitthvað almennt samhengi. Já, og sjónarhornið hans sveiflast náttúrulega gríðarlega mikið, hann getur verið alveg ofan í bara koppnum hjá sér og svo skýst hann bara upp í himnkólfin og skilur bara alla veröldina. Nákvæmlega, og allt í enn ertu komið með bara hvernig veröldin eigi að vera og andin er og svona. Og leggur áherslu á að það þurfa að vera tengingar á milli, þetta er svona húmanísk veröld, eða ég veit ekki hvað það kallar þetta. Þannig gerir kröfu að veröldin sé fyrir menn, einstaklinga. En svo vil það líka skemmta, sko. Það náttúrulega bara er sagnamaður, sko, bara eins og íslensku aðall. Þetta er náttúrulega óborganlega sögur, sko, af. Má ég aðeins... Má ég skjóta áður en þú kemst að því mér langaði til þess að koma aftur að þessum punkti sem þú spurður í upphafi, sko, í sambandi við almenna og einstaka. Að sko ég held að það sé svona svolítið áleitin spurning hvaða áhrif íslensk menning sem bjó til texta frá almenningi, venjulegu fólki, fátæku fólki sem sá ástæðu til þess að stíga fram og segja sína sögu sko öfugt við það sem við þekkjum út í heimi. Og ég hef oft sko velt fyrir mig hvaða, og það var eiginlega, ég endaði minn fyrirlestur á því að spyrja sko svona siðferðilegar spurningar, hvaða þýðingu það hefur haft fyrir skilning okkar Íslendinga á lífinu að við eigum alveg dópíu að slíkum textum, bara frá venjulegu fólki. Bara leið og skriffari voru ódýr, þá bara leystist úr læðingi, þá fóru bara á stað að skriða umfjallana allt milli himins og jarðar og meðal annars þessi sjálfskrif en líka bara margt annað. En af hverju meiri sjálfskrif hér en annars þar? Góð spurning. Jú, það held ég að sé meðal annars út af því að það var hér eiginlega bara, ef við getum talað 100% læsi í samfélagi sem hafið því raunverulega engan strúktúr, engan infrastrúktúr. Þú veist, það voru engin skólar, það voru engin vegir, það voru engan brýr, það var ekkert nema bara baðstofan með kannski hérna fornu mentir sem gaf fólki kost á að velta fyrir sér sinni stöðu og kannski spegla sig í þessum Íslandingasögum og þessum fornu bókmenntum og hugsa sem svo, það er verið að segja sögu að bónda á 12. öld, ég er bóndi á 19. öld, ég get alveg sagt mína sögu. Þetta er alþýðlegri menning, við getum þakka fyrir að hafa ekki átt hirð sem hefði sogað hluta menningunni til sín. Nákvæmlega. Þetta er ofta til að bera saman franskt eldús og ítalskt eldús. Franska eldús er hirðeldús, þess vegna er það svo upp strílað. Ítalska eldúsið er alþýðeldús og þess vegna getur þú búið til góða rétt bara með bara 100 grömmum af reyktum laxi og smá pasta og kannski smá nokkuð tómundum. En sko, mér finnst þetta að vera spurning sem fólk eins og þú sem er til pólitík þurfur umverulega að svara. Hvaða þýðingu hafði þessi staða fyrir bara hugmyndir okkar bara siðferðilegt líf? Við notum þetta mikið þegar við erum að ræða sósíalisma sem er ekki alltaf
að þá leggjum við meðlega áherslu á þegar ég að spyrja fólk eins og af hverju ert þú sósíalisti og það yfirleitt eitthvað persónuleg saga sem á bak við það. Ég held að sé ekki hægt að greina sundur pólitíska afstöðu frá svona einkanlegu lífi. Ég held að sé ekki eftir svona verð Þegar fólk heldur að ég vera allt bara á einhverju faglegum grunni út frá einhverju niðurstöðum einhverju sérfræðinga að komast að. Ég held að það sé ekki pólitík með hjarta. En það punkturinn að við höfum alþýðu manna sem bara nokkuð vön að tjá sig allt milli heimis og jarðar og sérstaklega sjálfan sig. Og það, mér finnst oft verið velt fyrir mig hvaða þýðingu pólitískt þetta hefur, þetta menningarlega hefur þetta þýðingu, en pólitískt, hvaða skilningu okkar á lífinu, hvaða þýðingu það hefur. Það einmitt það sem ég ætla að skjóta þetta inn að því ég að vitna í samtöl sem að veri hérna við Rauðaborðið. Að við vorum að tala svona, það veri meira af svona sjálfskrifum í dag heldur en áður og svona einkalega sjónarhóðni væri næstuð í kannski orðið of mikið. Hún Lilja Ingólfsdóttir, leikstjóri sem að gerði Elsklig í Noregi, dóttir Ingólfs Margeirssonar, þannig þekkjum við hana. Já, ég var að ræða við hana þá mynd og hún mikið byggð á og ég var eiginlega að veltaði fyrir mér hún eiginlega ekki byggð á svona bókmenntararfi, hún byggð á svona sjálfshjálpararfi og það ekki í svona neikværi myndi sem að ég var að segja það eins og oft notað sjálfshjálparbækur og eitthvað svona. Þetta var ég bara að meina að þetta orðið svo ríkur hluti af okkar kúltúr að þarna verða til listaverk sem að spretta upp úr því. Og hún sagði að við varum að ganga í gegnum stórkostlega byltingu í menningu okkar. Það sem að svo margir hefðu fengið rödd til að segja frá sárri reynslustundum, miklu valdaleysi, hópar sem að við hlustum ekki á áður, sem að stíga upp og hún lýsti þessu sem að væri eins og að við værum eiginlega að stíga inn í nýja veröld. Og byltingin einmitt þessi, að allir koma og segja sína sögu og gangast við sér, fjalla stöðu sína í samfélaginu að möguleikin sé sá að við bara komum inn í nýjan heim. Þannig tala hún að ég bara meiri bjartsýni heldur ég nokkuð með nefndirna við Rauðaborðið og Elsabeth Jökulsdóttir, hún tók sömuleitt undir þetta, ég átti annað spjall við hana og hún talaði mikilvægi 12 samtakana, þar sem að fólk eiginlega eftir í að vera að fylgjast með sjálfum sér með svona frásögn af sjálfum sér, að það, svo bylting sem hefði orðið þar, væri komið langt út fyrir hópa áfengis- og vímuefnasjúklinga, heldur hefði náð eiginlega að láta ótrúlegustu hópa rísa upp og við værum eiginlega við værum að lifa stórkostlega byltingu að þess að kannski að fatta það. Ég var einhvern tímann að tala við ég held að við Óttar Proppi var að tala við hann Bestaflokkin og við vorum að tala þetta í samhengi við ég var að tengja þetta við smekkleysu og þennan hóp og svona og hann sagði já, svo má ekki gleyma AA í því samhengi sem einhvers konar bara svona þjálfun en þú það sem að fólk stígur fram í veikleika sínum en gerir kröfu að það sé styrkleiki bara eftir en ég vitna stundum í konu sem heitir Deborah Brandt, bandarísk fræðikona og hún talar kallar þetta secondary literacy revolution sem í gangi núna sem felst nákvæmlega í þessu að á 19. öldinni þá urðu allir læsir lok 20. aldar, byrjun 21. þá verða allir orðnir skrifandi eða farnir að skrifa einlega frá mótnin til kvölds. Og fyrst inn í þá kannski sögur sem að til var en svo smátt og smátt þá fyrir fólk að semja nýja sögur. Og það náttúrulega óbúrslega munur á því þeim tveim hliðum læsis annars vegar lesandi og þá tekur eitthvað sem er tilbúið eða hins vegar skrifandi og þá býrðu til. Þannig að þetta eru mjög ólíka hliðar á þessu sem við notum bara eitt hugtak yfir, læsi. Þarna líka því að við erum að tala þetta svolítið víður samhengi. Þarna held ég að sé svolítið, þetta alveg rétt, við erum komið með samfélagsmiðlana og þessar nýju leiðir. Á sama tíma þetta gamla innanum, þannig að við erum ennþá að verða að birta gamaldags sjálfsæðisögur eins og þessar sem ég búin að semja, sem er útgefin. Og þannig að það er hellingur að fólki gera það. Og þá bara svona gaman að velta upp þessari spurningu í þessum gamla stíl eða þú skrifa svona bók það er svolítið öðru seldur en að byrta á Facebook eða samfélagsmiðlum að því leyti að þannig upplýði ég það allavega að í þessu gamla, þessu að semja svona einhvers konar sjálfsæfis eða hvað það að þá eiginlega ennþá svolítið stíf spurning
ég er að leita rétt á orðinu, hvaða rétt hef ég til að gefa þetta út, hver relevansinn sko, fyrir mér það opbóðslega raunveruleg spurning, skilur við erum komin einhvern veginn með samfélagsmiðlana þá bara býrðu til eitthvað svo ítur á og kannski kemur aldrei upp þessi spurning sko, en þetta nú kannski eitthvað sem Sigurður og fleiri og Davíð, þeir hafa náttúrulega verið að opna á þetta með einsögun, að allar einsögur skipta máli einhvern veginn, en það er ekki gaman. Því að sem relevans, þú ert að skrifa æskuminningar. Já. Er það vegna þess að við ætlum allir að gera það, eða er eitthvað í æskuðinni sem að kallar á uppgjör hjá þér? Já, þetta er einmitt spurningin sko, sem þetta er einmitt spurningin sem ég var aðeins að brýta upp á, og það er aðeins svo almennt að segja hvort maður eigi að gera þetta eða ekki gera þetta. Sko, fyrsta lagi hefði ég, þegar þú spyrt, er þetta eitthvað sem allir eigi að gera, þá hefði ég sagt nei áður en ég gera þetta sjálfur og já eftir ég er búin að því. Skilur, ég hefði hiklaust sagt nei, en eftir að vera við Sigurður höfum nú rætt þetta fram og tilbaka að þetta hefur gríðarlegt þerapeutískt gildi held ég fyrir fólk, og það er ekki endilega því að það sé eitthvað svona risastórt þarna sko. Heldur bara hreinlega aðeins meira það sem við rættum í upphafi að ná tengslu við, nei í mínu tilfelli er það við drengina, því að þinn drengur afskiptur. Já, einmitt, eitthvað svoleiðis. En í mínu tilfelli Má ég spyrja því, Róbert, var þinn drengur afskiptur? Já, sko, ég vil nú Ég fekk nefnilega að senda hérna frá vinkonu minni mynda með 12 ára og ég er eiginlega ennþá í sjokki 3 daga seinna. Já. Mér fannst svo mikil sorg af þessu barni. Já, einmitt. Ég verð að hugsa, sko, ég verð að finna hana dreng. Já, einmitt. Ég hef séð mynda sjálfur mér svo ég taki undir þetta sittandi á rúmstokki og ég fekk svona, sá er eitthvað afskiptur. En þar fyrir utan og maður vilja fara mikið út það, þá átti ég svona það sem er kallað erfið æsku, sko. Ég var á svona, þú veist, vistheimilum og svona, Silungapolli og Reykjahlíð og Vöggustofun og þetta allt sko. Foreldrarnir með svona takmarkaða foreldra getu. Já, nákvæmlega. Þannig að það var nú svona ástæða fyrir ég byrjaði á því sko, að þú ert þá með eitthvað svona tímabil, en ég er að halda þeirri spurningu aðeins frá hinni sem við erum að ræða sko, að í gamla daga þá held ég að fólk hafa alltaf þurft að spyrja sig hvers vegna er ég að gefa þetta út, hvað er erindi á mitt líf til annara. Já, sko, ég meina í þessum skrifum mínum þá hef ég skipt sko bara, þá hugsa ég út í hvatan, af því það er náttúrulega bara sem sagnfræðingur, þá vil ég fá að vita hvað liggur á baki skrifunum, hvernig get ég notað þau. Og þá eru bara, það er alls konar flokkar, réttlætingarrit, það er áróðisrit, það er pólitískrit og þú nálgast slíka bækur bara með tilteknu hugafari. En sko, í sambandi við byltinguna sem þú ert að vísi í, og að ég hlusta á viðtalið við kvikmyndagerðarkonuna, dóttir, mjög athyglisvert viðtal. Og en sko ég held að ástæðan að þetta skipti máli í dag er þessi grunnur að þjóðin er vön að tjá sig. Og það sko ég meina ég notaði 1100 sjálfsæfisögur, endurminningarrit og samtalsbækur frá 19. öld og fram til 2004 í mínar rannsóknir. En það er náttúrulega miklu meira til. Þú veist, bara sögur brot, alls konar sem er bæði óutgefið og gefið út í alls konar tímaritum og þess áttar. Þannig að þetta er svo djúpt í okkar þjóðarsál og við höfum náttúrulega orðið yfir þetta, yfir þessa tegund, það er bara þjóðlegur fróðleikur sem fólk bara elskaði að drekti sig í. Sem er náttúrulega einn stóra saming íslenska bókmenntar. Já, í raun og veru er það. Bara frá Íslendingasögunum og Þetta er eins og í raun og veru bara eins og þjóðlagatónlistin í Írlandi, sko. Þetta er svona einhvern veginn tónnin og söðið. Og tengist því sem ofta sagt Íslendinga, þeir skilja allt í sögum og annað slíkt, en sé ekki góður í hugtökum og annað slíkt. En þetta er mjög ríkur þáttur í okkar menningu. Algjörlega, og en sko fræðasamfélagi vildi ekki það þessu vita, bara lunga á 20. öld. Það er ekki fyrir svona jólasveina eins og við Davíð komum inn á svið að við förum að veita þessu athygli. Og ástæðan fyrir því að sagnfræðingar vildi ekki nota þetta var að því höfundurinn var óljós. Það vissi engin nákvæmlega hver var höfundurinn. Þess vegna var það svona ítt út af borðinu. Fyrir utan það að þetta persónulega þótt ekki áraðanlegt. Það er bara máða og það er ólíkt eftir tímabilum. Ég nefndi út mér Jónis Birkiland sem náttúrulega brýtur í blað, þannig að innleiðir sjálfsvorkunna inn í íslenska bókmenntir með stórkostlegum hætti og sem sömuleyti hann myndi ekki skera sig svo mikið úr í dag. En á sínum tíma þá var þetta ævintýrlegt að hann gerði þetta. Þannig að það er eitthvað svona lag og hvað þarf til
til þess að fara þarna upp og það líklega miklu víðara núna en hefur verið miklu þrengra á tímanum. Svo ég veit nú aftur í svona persónulegt að ég var alltaf hvatti mömmu til þess að skrifa endurminningar sínar. Hún var svona mikil sagnamanneskja og kunni svona margar sögur og það endaði með því að hún skrifaði það upp. En það voru bara 12 síður. Það taldi hún vera sína ævi. Og ég lasi þetta upp í útförin hennar sem bara líkræðu. Þetta var ekki lengra það. En hún var bara ekki stærri í heiminum heldur en að hún taldi sem geta náð og þetta er ekkert hana. Þetta er bara fólki sem hún getist. En þarna sko, ef maður fer yfir þetta aðeins svona filosófísta þá við nefndum Guðberg og Þórberg og sko margir, akkur ég lesu við það er náttúrulega hluta til að því að þeir náðust bara svo miklu valda á málinu þannig að þeir losa sig við sko, ég meina þú nefnir móðina, ég geti nefnt mörg svona dæmi, ég hef ymmit eins og Sigur var að nefna, ég hef verið að safna þessum svona safnritum þar sem þetta er ymmit oft bara 10-30 blaðsíður, þú veist, faðir minn læknirinn, móðir minn húsfreyjan, allt þetta sem þau finnst þér áminningur að ef ég fara að skrifa endurminningar ég get lofa ykkur að það því sko óheyrilega langt. Já, það er munur á mér og mömmu. En nákvæmlega, en sko þannig að þeir losa þennan mælikvarða að ég barðist ekki á vígvellinum eða neitt svoleiðis, en ég get sagt mjög sniðulega frá því. Ég gekk í Þórbergur, hann lýsir því hann lappar í kringu tjörnina og hálf þjóðin að lesa það, af því að hann að hugsa ég var óléttur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að þessi mælikvarðar að það þurfi eitthvað að koma til, þeir eru ennþá í gangi en þeir hreyfast líka svolítið, skilurðu, og fyrri menn hafa hjálpað okkur, skilurðu, eins og þeir opna þessa dyr, skilurðu. Ég les mikið Hannes Pétursson, hann er náttúrulega jarla í tímanum með guðdómleg bók af mínudómi, en það er náttúrulega út af þessu valdi á málinu. Já, líka náttúrulega bækurnar 4 sem eru svona þjóðlegu fróðleikur. Misskiptir mannarláni sem er bara stórkostlegu texti. Svo erum við eins og Karl Ove Knausgård sem að skrifa bara 7 binda ævisögu þar sem bara allt kemur fyrir sko, einhvern veginn og endalaus smá það er alheimurinn inn í höfuði á manni. En það er náttúrulega það sem gerist sko. það er það sem gerist hjá Sigurði Magnúsinni að hann byrja raunverulega sko, með svona skáldafi sögulegum taktum og svo endan hann á að gefa þetta voru held í 7-8 bindi þegar við fannstæði og það var bara orðið svona þessu dagbók, fór í flugvél settist við hliðina á konu, hún sagði mér þetta, fórum út og við fengum okkur, þú veist, það verður svolítið, þá fer hann úr sko þessum svona skáldlega í bara þetta dagbókar dokumentasjón. Já, hann fór ílega svolítið að gegn strömmnum fannst mér sko. En þið sakfræðingar að við sem samfélag við þurfum að eiga sögu með söguþræði og sömuleyti mætti halda því fram að þú ekki að skrifa á sínum tíma gegn söguskilningi Ólafs Ragnars Grímssonar? Jú, stundum. Já, þessum er svona dæmi það sem er svona bara gamall úrsiðgengin söguþráður sem að lifir vegna þess að sakfræðinni hefur einhvern veginn mistekist að búa til þráð í stórsöguna sem við lifum. Og núna þið að leggja mikla áherslu á þessar enganlegu dagbókabrót og eins og Sigurður Magnússon endar bara í dagbókum. Já. En þetta er bara eins og bara brotin gler. Þetta er ekkert point í þessu. Þú veist, þetta hjálpar okkur ekki að halda upp í menningu. Davíð kannski svarað þessari spurningu. Já, nei, ég meina þetta er alveg örsmá spurning. Sko, það er sko, eitt af því sem að þegar að vera myndast við það að snúa hugtakinn microhistory yfir á íslensku. Það kom Sigurður Gylfi með innsögu og ég man að einn gagnrýndi að segja þetta væri nú svolítið skrítið af því að þetta væri raunveru andstæðan við innsögu. Eða andstæðan við mikrosögu. Þetta væri ekki ein saga sem væri stór sagan, heldur væri þetta fjöldi smærri sagna og smærri brota og auðvitað er verið að ég meni það eru gallar við að dreifa hlutunum svona dreif, sko, það séu bara þetta er svona pínu post-truth, sko já, þessi segi þetta, en í þessari dagbók þá kemur önnur mynd, þannig að endalausar hliðar á sama. Þú verður ekki búin að skilja heiminn fyrir að búin að skilja alla sem í honum er. Já, eða bara þú skilur hann bara þannig að hann sé bara flókinn og margvíslegur og ólíkir hagsmunir og það er svona þessi kannski eitthvað svona
þetta svona íkt lýðræðisvitund sko, að það séu bara til svo margar tegundir og þetta eins og við þekkjum umræðunni, þú veist, það er mörg kyn og þín kynvitund er öðruvísin heldur en þessi og svo framvegis og þá er alltaf náttúrulega þessi svona ballans á milli, þú veist, þessara fjölbreytu sínar og síðan eitthvað sem er svona bara anything goes. Þegar verður einhvern veginn allt bara leið þú getur fundið eitt dæmi, þá getur þú sagt, aha, þetta var nú ekki svona, þetta gat líka verið svona. En þetta er eitthvað sem að fólk verður örveldingafull gagvað þessu. Það getur orðið það sko. Menningararfurinn okkar getur bara guðað upp, muni getur greinaskrifum í lesbókinni aldamótin Kristján. En ég meina þá náttúrulega held ég það verður að ræna okkur sannleikunum. Já, ég framhaldi að þeim greinaskrifum, ég held að það hefur hreyft við mjög mörgum, að menn áttuðu sér svolítið á sko, að sagan sem hafði verið að menn voru að segja eða halda á lofti, þessi yfirleitt saga sem einkenndi til þessi íslensku sögustofnunina, að hún var náttúrulega bara fabulasjón. Þú veist, vegna þess að menn voru alltaf að breiða yfir þekkingaleysið, stæðan fyrir að fara niður í einingarnar og vinna úr því sem hún raunverulega hefur og tala það sem götin er í þekkingunni. Þú veist, þá ertu raunverulega, þú ert að tala Gunnar Smára og hans líf. Þú hefur ákveðnar heimildir hann, en það er ákveðnar gloppur í heimildaforðunum sem tengist þessum tiltekna einstaklingi. Og þá ræður við lesandan þær gloppur og þú sýnir hvernig samfélagið speglaðist í lífi þessa tiltekna manns. Skilurðu? Þannig að þú ert ekki bara að tala manninn sjálfan, heldur ert að tala hvernig heiminum kom til hans. Það er kannski galdurinn við einsöguna held ég, að hún gefur þið færa og fyrstulega að segja bara skemmtilega sögu af einstaklingum og örlugum þeirra og svo aftur hvernig heimurinn meðhandlaði þá, hvernig stofnanir samfélagsins meðhandlaði, stæðan fyrir að byrja á því að horfa með svona þyrlu sín yfir samfélagið og segja svona var samfélagið, þú veist, eins og gamla sagnfræðingin svolítið gerði. Svo er þetta náttúrulega pendulhreyfing sko, við erum með stórmennasöguna gömlu sem bara þurfti bara handfylli af mönnum til að segja hvernig þetta var. Svo kemur félagsagan og segir býtu, en hvað með 98%? Þurfum við ekki og hvernig nálgust þið þau? Við þurfum að finna, þú veist, hvað voru margir vinnumenn á Íslandi og reyna svona greina þann massa einhvern veginn, sko. Skoða hópana, sko. Og bara hann lendur líka oft í vandræðum með það að reyna að búa til svona meiri hlutasögu, hún getur líka verið svolítið. En það er svona mjög eðlilegt múf í sakritun að gera það. Ætla, já, nú erum við bara hætt þessu að horfa á Jón Sigurðsson og Jón Saldingsson, nú ætlum við að reyna að þú bara rest, hvernig hafði restina? Og þá fara við náttúrulega í þetta og ná bara, ég meina þetta er ekkit íslenskt, þetta er öll evrópsk og bandarísk saga er svona, mikið hluta 20. aldarinnar og þetta er náttúrulega ofboðsleg svo lýðræðis vakning í söguritun. Tengist náttúrulega stúdendabildingunum. Og svo fara mér bara að hugsa, býtu, ok, við erum með þetta og við erum með einhverja kategóriur, það er verkafólk og það hafði það svona. Svo gefur náttúrulega ljós að það átti ekki við allt verkafólk. Og svo bara, en býtu, svo eru bara þjóðerni og minnihlutahópar og kyngerfi og allt þetta. Þá er þetta orðið flóknar og þá er það brotið upp og svo kemur svona svolítið þessi svona næsta pendulhreyfing, það sem komin alveg á hinendan og er bara með einstakling eða örfáa. Þannig, og svo hefur við örglettar að fara tilbaka aftur. Sko. En það ekki kristalla svolítið í bara, þú veist, þegar stórsögunar, kapitalismi, sósíalismi hrynja í kjölfall Bellamúsins á 9. áratugnum, þá streyma hópanir fram sem var búið að halda niðri að því að það hentaði ekki þessum stóru sögum að þeir færa að segja sögu sína að gúlaginu eða helförinni eða bara hverju sem að þá fer fólk að krefjast þessara sögu og fólk fer að skrifa sig út frá persónulega. Og það sem hefur gerst núna á seinni árum ákveðat að fræðimennir stíga inn líka að fara að segja sína sögu. Hvað mótaði þeirra sögu? Það er bara haugur af sagnfræðingum, erlendum sagnfræðingum sem hafa skrifað frábæra sjálfsæfisögur. Erik Hobsbawm,
frönsku sagnfræðingarnir meira minn allir, mjög mikið af bandarísku sagnfræðingum og ég held að Róbert sé í þessum fasa. Hvað segir þau? Slúna býða með það. Það var fín listi sem Já, þetta var svolítið valdur listi, en ég ætlaði að segja sko, Sigurður og Davíð að segja að þetta með pendulinn, ég hef tekið eftir því líka að hann sveiflast eins og Davíð var að segja, en hann sveiflast líka, ég tekið mikið eftir því þegar maður ræði við fólk, bæði í heimspekinni og í svona sjálfsbókmentum. Nú pendulinn svolítið þar og hefur verið svolítið stund að þegar fólk að rifja upp að þá segir, og svo kemur ágreiningur. Við Davíð erum að reyna að rifja upp hvernig samtal við Sigga fyrir árið síðan og þá er fólk rosalega fljótt að já, þetta er bara þitt sjónarhorn. Þetta er þín upplifun. Og þetta finnst mér stundum komið út í öfgar því að þegar við erum að reyna að rifja upp söguna, þá erum við svolítið samábyrg fyrir því að ná henni réttri líka, sko. Og ég veit að sagnfræðingar hafa farið fram og tilbaka að rannsaka þetta hugtak, en hérna finnst mér pendullinn aðeins fara fram og tilbaka og mikið því að þetta er aðeins auðveldara hversdagslega heldur en heimspekilega þetta að leiðrétta þetta vegna þess að þetta fer eftir hvað þú ert að reyna að rifja upp, skilurðu, það er sem sagt ef ég er að reyna að rifja upp gamlan kennara, var hann stífur fannst þér Jói Jón stífur íslensku kennara, þá erum við komin í eitthvað sem er svona ég get alveg skilið að það sé Davíð hugsið sem svo, nei, veistu að mér fannst hann ekki stífur, mér fannst akkurat og ég hef sagt, já, það er kannski eitthvað eitt atvik svona, ég upplifði hann öðruvísi þetta er öðruvísi heldur en við komum að spurningunni samnemendur okkar, þetta er náttúrulega tilbúið dæmi samnemendur okkar Davíð taldi hann hafði fóbrotið eitt nefnandan það hefur ekkert með upplifun að gera þannig að það er ekki bara spurningum þannig að mér finnst stundum eins og fólk átti sig ekki á því og þetta er ég náttúrulega sérstaklega út af minn eigin bakgrunn að hafa farið í vistheimilun og allt þetta þá finnst mér eins og fólk ef þú lýsir annari reynslu en fjöldin eða hvernig sem það er þá er það svo fljótt já þú upplifir þetta bara svona og þarna finnst mér einhvern veginn eins og við gleymum þessu að þegar við erum að rifja upp þá erum við að búa til sameiginlega sögu líka Þannig að merkingu inn í okkar líf og samfélagið en varðandi það því að ég var þannig svona brotna þessi einsögu fræðingar þeir eru búin að það er engin stórsaga eftir og postmodernisman er það vandamál svona í heimspekinni þegar það heldur áfram sko þegar þú ert byrjað að skrifa þá kemur í ljós að Róbert er ekki einn, Róbert eru margir þannig að þetta getur brotnað endalaust upp sannleikurinn Já, en sko ég veit, en ég leit svona á þegar þú spurðir þetta með brotin hvort þetta væri bara brot þá er það sem ég kannski svolítið að segja núna ég held að það sé svolítið mismunandi hvað svo miklar áhyggjur fólk myndi hafa því ef þetta væri bara brot skilur það, og ég myndi hafa verulegar áhyggjur að því ef þetta væri bara brot vegna þess að ég tel það væri ekki samkomulag hvað er satt í Já, það er ekki bara samkomulag það er líka það er líka það að þú ert að tengja þetta við einhvern raunveruleika þú ert alltaf að tengja þína eigin sögu við ákveðin raunveruleika þetta getur verið mismunandi hvernig fólk upplifar hann og svona þannig að sko það er ekki bara samkomulag á milli eins eða neins að ég til dæmis hafi alist upp á Stokkseyri Sigurður í Vesturbænum þetta er ekki samkomulag þetta er bara staðreynd Þú vil halda í staðreyndar Ég vil halda í staðreyndar ég er hérna mitt á milli nútíma ég var nú að reyna að draga okkur inn í svona einhverja makrósögu sem að er að sumuleyti við lifum þannig tíma að menn hafa svolítið val að búa hana til við erum með í Bandaríkjunum með Trump sem hefur búið til svona þráði í söguna sem að margir bara fallast inn á að lifa innan Þú varst með Ólafur Ragnar Grímsson sem kemur á fundi í Sagnfræðingafélaginu 2006 og fer að segja okkur af hverju við erum svona frábær með alls konar sko mjög lærðar af því hann alltaf var svo yfirbörða greindur þá gat hann sagt okkur nákvæmlega af hverju útrásin hefði raunverulega virkað sem bara reyndist vera bara algjörst rugl og fabúla og þú veist, þegar einhver benti á að keisarinn væri ekki neinum fötum þá náttúrulega áttaði fólk sig á þessu ég meina, ég skrifaði grein í kjölfar þessa fundar sem birtist á kistunni bara í ljósi þekkinga minna sem sagnfræðings þú veist, þarna kemur forsetinn inn í félag sagnfræðinga með þessar sögurskýringar
sem var bara algjör strugl, skilur. En það bara vegna þess að, þú veist, yfirlitssagan leyfið það líka. Þú getur haldið öllum anskotanum fram í yfirlitssögunni ef þú ferð ekki í dítilana, skilur. Bara maður skjóta í eins að sko, nú erum við búin að vera ræðið saman hérna og eitt af því sem þú hefur nefnt og ég hjartanlega sammála. Já. Bara eftir því sem ég hversu okkar þjóð eða þeir sem hafa búið á þessu landi, hvað þeir skrifa mikið, skilur. Hvað ef Ólafur hefði nú bara verið með þannig sögu, skilur, ef hann hefði bara verið að segja, minn skilningur sá að þessi þjóð sérstök að því leiti til að hún skrifar mikið og mikið sjálfsbókmenntum. Það eina sem ég að meina að þá eru við að taka þátt í því að búa til ákveðin skilning á þjóðinni sem hvílir á einhver raunverulegu. Já, ég meina Jóhannes Birkelund hafði náttúrulega ákveðna skoðunir á hvernig lífið þróaðist og hann kemur því á framfæri í sínum skrifum. En við erum að tala forseti Íslands, við erum að tala fyrirverandi prófessor sem hefur náttúrulega haldið fram alveg í ræð og reyti árum saman að hann sé greindasti maður á Íslandi. Þú veist, þá náttúrulega stendur ekki steinn yfir stein. Já, ég var ekki að tala um Ólaf, ég var bara að tala um það að hvort sem maður sammála eða ósammála greiningun Ólafi að draga ekki ómiklar ályktanir. En hann heldur dagbækur, hann hefur gefið dagbækur. Já, hann hefur gefið dagbækur sinnar. En ég bara meina, ég var bara að reyna að ítreka þennan punkt að við erum líka að byggja okkur sameiginlega sögu og þar maður að vera að vanda sig við það að sjá, ég að muna rétt? Alveg rétt. Það má ekki allt í þessu, því við nefndur á Ragnar og dagbækur hans, að ég náttúrulega skrifa á sínum tíma skálddagbækur hans. Ég skrifa á sínum tíma dagbækur hans. Það var frábær bók. 100 fyrstu dagana í embætti, sem ég skáldaði bara upp. Reynda að breyta honum í svona teiknimyndafíguru. En það er mjög mikilvægt að þú varst að segja þetta með, tala um þetta með sko lesandi og skrifandi íslendinga, að það er óbúslega hægt á myndun þarna líka. Og það má ekki gleyma því að þó við tölum um einhvern fjölda sem skrifaði og las, þá er óbúslega stór meirihluti sem var bæði mjög andsnúið í að fátækt fólk væri eitthvað að læra að skrifa eða að það væri að trana sér, tala um það. Þannig að sko þetta er sko endalausar og mjög mikið af þessum köllum, sem aðalega köllum sem við höfum verið að skoða, þeir eru sko að berjast á hæl og hnakka, bæði efnaðarslega, menningarlega, hugafarslega, fyrir því að geta orðið sér út þessa færni að geta skrifað. Verða út pappírsnifsi, búa til blek, tálkapenna, allt þetta. Þetta er allt baróta. En mjög mikið af þessu fólki er mjög upptekið af sannleikanum. Það er mjög algengt í sjálfsæðusögun til dæmis að það tekur mjög skýrt fram að þessi saga er ótrúleg sem ég að segja, meðal annars að var skona nýði í barnæsku, fósturbörn á heimilum og svo framvegis. En þá segja að það eru aðilar sem eru tilbúin til þess að sko staðfesta að saga mín er rétt. Magnús H. Magnússon sem við höfum nú unnið, ég hef svolítið unnið með, hann er bara, þú veist, öll hans dagbók, hann er að ávarpa framtíðina til þess að segja frá því Já, hann er að ganga fyrir réttin sem er bara framtíðin og þar er hann alltaf að ítreka það sem ég segi er rétt og það er fólk sem getur staðfest það sem ég segi. Herðu, Davíð, Róbert og Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hingað. Ég er svona framhald af því málstofu sem þið voru með og takk fyrir að þola það að ég sé að teygja umræðina kannski langt út fyrir þess að þið voru fjallum eða vildu fjallum. Og líka taka þátt í svona tilraun, ég veit ekki hvort þið heyrta til ykkur heiðurs að þá vitna í mömmu og ljósmynda sjálfum mér og ýmislegt úr einkarlegri reynslu minni ykkur til þess að gleðja ykkur. Og það er allt satt sem þú sagði. Nefnum að þetta er náttúrulega það sem ég skrifaði um á Ragnar. Já, en það er satt að þú skrifaði það um hann. En hins vegar maður lígur að þá getur maður náð nær vissum sannleika heldur en áður var. Ég hvet fólk til að lesa þetta, það er alltaf ekki fallið mikið á það hvernig sýnin á Ólaf sem svona karakter og hvað drífur hann áfram. Þetta er miklu uppáhald með þessi bók. Já, það er hérna, þetta er... Kæra þakkir aftur. Kæra þakkir fyrir að bjóða okkur. En við höldum áfram hérna, við erum alltaf reyna að skilja sjálf okkur og samfélagið og heiminn allan. Næsti kafli eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Komið sæl og verið velkomin í svona vísinda og hugmynda sögu sagfræði spjall við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn góður sagfræðingur, doktorsnemi í sagfræði, Jón Kristinn Einarsson. Takk fyrir að koma. Já, mín ánægjan. Og þú ert með erindi á morgun í Árnagarði, það málstofa í hugmynda og vísindasögu. Og svona erindi þitt dálítið dularfullt, það svona hvað akuryrkju og loftslagsmál á 18. öld og þú segir líka að þetta sé einhver svona framfara hugsun tengd akuryrkju þá og tengd loftslagsmálum. Getur aðeins bara sagt okkur svona hvernig til dæmis bara hvernig þetta kemur okkur við í dag í til dæmis okkar loftslagspælingum? Já, einmitt. Já, sko, þetta byggt á rannsókn sem ég vann í fyrra og eiginlega ennþá yfir standandi. Þar var ég reyndar líka að rannsaka hans orkumál og leitað kolum á Íslandi á 18. öld og svona hvernig íslenskir framfara sinnar hugsuð orkumál. En sem sé, já, ég ætla að tala akuryrkju tilraunir á seinni hluta 18. aldar á Íslandi á morgun og í rauninni hvernig hugmyndir manna loftslag á Íslandi undirbyggðu þessar tilraunir. Það litla sem hefur verið skrifað þessar tilraunir það er verið gengið út frá því að þær hafi byggst á einhverju svona barnslegri ofurtrú eða vanþekkingu á íslenskum aðstæðum. En það sem ég er að reyna að gera er að setja þetta í samhengi við hugmyndir sem voru á sveimi í Evrópu loftslag, hvernig hægt væri að aðlaga plöntur að framandi loftslagi og jafnvel hægt að breyta loftslagi og þetta eru hugmyndir sem eru bæði á sveimi meðal upplýsingarmanna í Evrópu, líka náttúrufræðinga í Norður Ameríku. Það eru kanadískir sagfræðingar sem hafa skrifað það er þannig að þegar að Bretar og Frakkar nema land í Norður Ameríku þá verður mjög mikilvægt að laða að landnema og það verður mikilvægt að svona sannfæra fólk það sé hægt að flytja þangað og stunda eðlilegan búskap en þá standa menn frammi fyrir þeirri ráðgátu að loftslag í Norður Ameríku mjög frábrugðið loftslagi í Evrópu sem á sömu breiddargráðu. Það er að segja Nýja England, þessi svæði Massachusetts og Maine og svo framvegis eru á svona cirka svipari breiddargráðu og norður Spánn, Suður Frakkland. En menn komast að raunum það að vetrar þar eru miklu, miklu kaldari en í Evrópu. Og þá eru þessi ríkjandi hugmyndir loftslag raunni þær að það sé allstar eins á sömu breiddargráðu. Í kringum allan hnöttinn. Og þá fara menn að setja fram kenningar það að ástæðin fyrir því að loftslagi í Evrópu sé miklu tempraðara og svona innan gæslepa þægilegra heldur í Norður Ameríku sé sú að rauninni margar aldir af búskap hafi temprað loftslagið og með þá skógaeyðingu og akuryrkju þá sjá menn fram á það að loftslagið muni hægt og rólega breytast og verða líkara því sem gengur að gerast í Evrópu og þessum hugmyndum sér meðal annars stað í skrifum íslenskra upplýsingarmanna. Já, og þetta eru pælingar sem síðan leggjast þær dálítið í dá við innbyltinguna og verið svona svolítið að grafa þær upp aftur núna? Sko, þetta rauninni hugmyndir sem að tilheyra ákveðinni tegund af hagrænni hugsun sem mjög vinsæl sérstaklega í Norður-Evrópu á 18. öld og stundum kennd við kameralisma sem svona skóli hagrænnar hugsunar sem að kemur fram í Þýskalandi undir lok 17. aldar og í rauninni svar ríkja eins og þýskumælandi ríkjana Svíþjóðar eftir 1720 þegar rauninni stórveldisdraumar Svíja deyja út eftir að hafa eftir mikinn ósigur í stóra Norðurlandaófriðnum sem var stríðið sem stóð yfir á fyrstu 2 áratugum 18. aldar. Þá verða þá fara menn að sjá fyrir sér að vísindaiðkun geti í rauninni komið í stað nýlendusóknar. Það er að segja
menn hugsa sem svo að við eigum ekki nýlendur en við eigum náttúruvísindamenn sem að geti bara vanið plöntur sem ræktaðar eru í Karíbahafinu til þess að vaksa í Norður-Evrópu og sænski grasafræðingurinn Carl von Linné sem náttúrulega helst þekktur fyrir flokkunarkerfi. Já, tvínafna flokkunarkerfi sem að, er ennþá í notkun. Hann mikill talsmaður þessara hugmynda og sér fyrir sér að það sé hægt að rækta te og kaffi og sykur jafnvel í löndum sama í norðri. Og það eru í þessar hugmyndir sem að ég er að reyna að færa rauk fyrir því að þær hafi verið leiðið til grundvallar tilraunum til þess að stunda akuryrkju á Íslandi. Já. Og þetta ekki svolítið bara mikilvægur hugmyndir líka þá, sem sagt, þessi pólitíski aspekt sem sagt að reyna að gera þá eitthvað gott úr jarðveginum í landinu í staðin fyrir að þurfa að fara að sækja nýlendur, þú veist, maður gæti svona heimfært núna upp á daginn í dag svolítið. Já. Að þú talar loftslagsmál, sko. Já. Þegar við erum að tala til í dag af hverju við eigum ekki meiri rafmagni að byggja upp gróðurhús og kannski einhvers konar akuryrkju á Íslandi að sinna því betur og þróa það betur og rannsaka það eiginlega meira. Já, akkurat. Í staðin fyrir raunverulega að vera alltaf að sækja þessar nýlendu vörur. Já, akkurat. Og ég meina það þannig að þessi skóli hægrænnar hugsunar leggur mjög mikla áherslu á það að það sé nauðsynlegt að sérfræði þekking sé nauðsynlegt til þess að ef að menn ætla að nýta sér ávexti náttúrunnar. Og það sem gerist síðan undir lok 18. aldar er í rauninni það að kenningar Adams Smith frjálsviðskipti og svo framvegis ryðja þessum hugmyndum burt og það er að segja menn telja sér trú það að hinn frjálsi markaður muni í rauninni að lögmál hans séu til þess fallin að regulera náttúruna, við þurfum mikið lengur sérfræðiþekkingu. Þannig að þetta er einn ás sko. Þetta er mjög áhugavert og í dag líka sérstaklega að því að til dæmis þessi ríki eins og til dæmis Bandaríkin sem eru komin aftur í svona miklu heimsvaldastefnu eða hafa kannski aldrei hætt því en svona opinskátt. Ég veit að þú ert ekki að fara að tala það samhengi á morgun en maður bara leyfir sér að pæla í því hvort að og á sama tíma er svolítið verið að gera lítið úr vísindalegri þekkingu. Þannig að þótt að sá sé kannski ekki beinlínis komið fram að það má spyrja sig einmitt hvort að það sé þá komin einhver tími í dag ef við efumst að markaðurinn bara reddi þessu fyrir okkur. Sérstaklega líka í loftslagsmála samminginu sko. Að við þurfum að þurfa að eiga sér staði mitt kannski meiri rannsóknir ef við ætlum að nýta okkur þann jarðveg sem er Já, og ég meina þetta er eitt af því sem íslenskir upplýsingamenn leggja mikla áherslu á. Þetta er þannig að það er fyrstu tillögur að hefja tillögunir með akuryrkju á Íslandi koma fram í kringum 1752 og það er Skúli Magnússon landfógeti sem leggur þetta fram sem hluta af sínum innréttingum og þá eru fluttar 15 bændafjölskyldur til landsins frá Jótlandi og Noregi og sem sagt bara almennir bændur, ekki sérfræðingar og það mistekst allt saman hrapalega og þá fara menn eins og Hannes Finnsson og sem verður síðan biskup í Skálholti og Jón Snorrason sýslumaður að skrifa þetta og leggja þessi áherslu að það sé nauðsynlegt að fá vanan vísindamann til að koma hingað og gera tilraunir í þessa veru og sem sagt að íslenskar aðstæður séu óvenjulegar en þeir hafa þessa miklu trú á náttúruvísindunum til þess að yfirvinna þær. Og var sá vísindamaður flutturinn eða þess að beðin að koma? Já, það voru einhverjir sendir en ekkert gekk og menn eru svona eitthvað að baksa við þetta fram eftir öldinni en já, ekkert að þessu gengur en þetta er svona fyrst og fremst sko, er ég að skoða sko, hvað hugmyndir liggja þetta til grundvallar sko. Og í svona víðara samhengi þá er þetta svona tilraun til þess að reyna að skrifa þessar framfaratilraunir á 18. öld og
sko reyna frekar að setja þær í samhengi við hugmyndir sem eru á sveimi í Evrópu, frekar heldur en að spyrja eitthvað svona normatífara spurninga af hverju þetta mistókst eða hvort það sé eitthvað að kenna, hvort það sé dögunum að kenna og svo framvegis, sem að ég held að sé svona oft svolítið sérstaklega á almenningi normið að þegar kemur að íslenskri sögu á 18. öld að hafa mikinn áhuga á svona spurningum eitthvað svona framþróun sem hafi verið stöðvuð eða eitthvað svoleiðis. Já, og jafnvel kannski þá líka bara að það sé svona eitthvað náttúruval, þannig að þetta hafi bara eiginlega misheppnast þessar tilraunir og séu þar með ekki séu sér gamaldags raunverulega. Já, ég meina þóttir að hafa misheppnast þá er þú veist, hlutir sem misheppnast eru oft áhugaverðastir og geta sagt okkur hvað mest það hvað menn voru að hugsa og pæla sko. Þannig að við megum ekki einhvern veginn stansa við það sko. En hvernig hvað kom til að þú fórst að stúdera þetta? Þú hefur nú skrifað Jón Steingrímsson og svona eldsumbrot á Íslandi og náttúruna. Já, ég skrifaði mína BA-ritgerð neyðarhjálp í Skaftáröldum með áherslu á Jón Steingrímsson og mál sem kom upp þar sem hann var sakaður fjárdrátt eiginlega, og það var svona stjórnmálasaga og vann það við Háskóla Íslands, og svo fór ég í meistaranám til Bandaríkjanna og var í New York og er núna komið til Chicago þar sem ég er í dóttorsnámi, og þá svona öðlaðist ég meira áhuga á hugmyndasögu og vísindasögu, og það hefur verið svona ákveðið trend í sagsögu 17. og 18. aldar síðustu 20-30 ára samtvinna sögu vísinda og sögu efnahagshugsunar og einmitt að sýna fram á þetta hvernig náttúruvísindi urðu í rauninni hluti af efnahagsstefnu ríkja á 17. öld. Þannig að mér leikurinn í forvétna á því að reyna að kanna danska heimsveldið út frá þessum pælingum, og þannig að þessi rannsókn sem ég vann í fyrra er svona einhvers konar mögulega vísir að stærri ritgerð, en þetta er þannig í doktorsnámi í Bandaríkjunum er uppbyggt þannig að maður er látin taka alveg ókjör af kúrsum fyrstu 2 árin, þannig ég er ennþá svolítið á kafi í því, en vonandi á næsta ári þá get ég farið að einbeita mér betur að doktorsritgerðinni og formúlera hana sko. Hvernig verður nú bara svona undir lokin að spyrja þig hvernig nú að vera í doktorsnámi í Bandaríkjunum núna, hefur eitthvað breyst eftir forsetaskiptin? Ekki svona í kringum mig sko, mér finnst það bara stórkostlegt, mér finnst bandarísk akademía alveg einstök og það er bara eitthvað svona kraftur og áræðinni þar sem að ég bara alveg elska, en samanskapi eru bandarískir háskólar náttúrulega mikil svona búbla og maður býr í einhverju háskóla hverfi og allir, þú veist það, ég hef ekki ennþá neitt sem kýs Trump Nei. En já, það er líka bara svo mikið sko kúltúr fyrir debatt sem er mjög hressandi, það er svona íslenskir sagnfræðingar stundum svolítið svona hverju sínu hotni sko þannig að það er bara mjög gaman að fá að upplifa það og sjá hlutina þess í öðru ljósi. Það er vonandi að þú komir ekki bara með sko nýtt sjónarhorn á 18. öldina og kannski bara framfara hugsun yfir höfuð og akkurirkju og náttúruna, loftslagsmálin jafnvel, og heldur kannski komið líka bara með þessa hressandi samræðuhefð með þér. Já, það er svo sem, ég er ekki að segja að það sé engin debatt íslensk safra, alls ekki, en það er já. Nei, en maður sér það samt að þegar fólk fer í nám, sko, og kemur tilbaka, það verður oft eitthvað svona smá stökk í samræðunni, sko. Já, það er alveg lett, og ég meina einhverju leiti er þetta bara, sko, er þetta svona strúktúrelt vandamál, það er bara fólksfæðin gera það verkum að það er ekki það margir að vinna á hverju sviði, sko. En þið eru að fara, það eru fleiri en þú að tala morgun í Árnagarði. Nei, það er bara ég. Og það er bara þú, já. Og þetta klukkan hvað? Þetta er klukkan 4, ég held að sé stóðu 301. 301 og hver er nú aftur titillinn á? Titillinn er, held ég, Akuryrkja á loftslagshugmyndir á 18. öld. Já. Og þú setur það þar í samhengi. Eins og takk fyrir að koma og setja þær í samhengi fyrir okkur. Við fáum svona smjörþefinn og getum það fylgst með þér í framtíðinni. Jón Kristinn Einarsson, sagnfræðingur, doktorsnemi, kæra þakkir fyrir og hlakka til að hlusta á erindið eða lesa bókina síðar. Já, kemur það. Takk alveg fyrir mig. Takk. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Pétur Fjellsteð fyrir að
varpa spjallinu yfir til ykkar og við tökum smá pása áður og höldum áfram undan við rauðaborðið. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, þá ætlum við að víkja sjónum norður í land. Það kemur fyrir að ég hringi fólk á Akureyri í mínum gamla heimabæ, þar sem að ég bjó nú í aldarfjórðung og við heyrum það stundum hér á Samstöðinni að við séum eðlilega dálítið höfuðborgar miðuð. Því oftast viljum við náttúrulega fá fólk hér í settið, við viljum fá fólk hérna inn í stúdíóið til okkar til þess að spjalla og eðlilega þá auðveldara að fá fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu til okkar heldur en fólk sem býr út á landi. En stundum notum við Zoom-tæknina eins og við ætlum að gera í dag og ég ætla að heyra í Skafta Hallgrímssyni, ritstjóra helsta frétta vefjar á Akureyri. Hann heitir akureyri.net sá ágæti miðill. Heyrirðu í mér, Skafti? Já, ég heyri þér, Bjössi, og mér sé þig hérna í símanum. Sér mig líka. Heyrðu, gaman að því þetta er sjónvarp. Gaman að að heyra í þér og sjá þig, Skafti minn. Hvað er að frétta í bænum fyrir norðan? Ef ég lít út á gluggan hérna, þá nú sennilega bara aðal frétt dagsins, eða svo skemmtilegast að það sumarið kíkti hér í heimsókn í gær og hér enn statt. Það kíkir við annars slæðin nefnilega yfir vetrartíman svona til að bara tékka á okkur held ég, hvort það sé ekki allt í standi. Já, ég veit að þið veist nú ekki leiðilegt að ræða blíðviðri fyrir norðan en ég verða að viðurkenna það að þú hefur nokk til þíns máls núna því ég sá alveg ótrúlega svona stillu myndir af bænum í gær sem að speglaðist þarna í pollinum með mögnuðum hætti þegar voru að birta mjög fallegar myndir. Var það alveg söguleg blíða í gær og hún kannski enn í dag? Nei, ekki söguleg svo sem, en þetta var bara mjög fallegur dagur í gær. Það var nú daginn og sennilega mjög gott gluggaveður, það er svo mikil hiti þegar þú kíkir á mælinn, en sólin er björt og heit eins og hún á til. Og veðrið er bara óbúslega gott og fallegt og dagurinn í gær var mjög falleg og Rakel Hinriksdóttir einmitt rölti bæinn og tók þessar myndir sem hún varst að vísa til áðan, þannig að svona bærinn og pollurinn eiginlega urðu eitt. Já, runnu saman í eitt, einmitt. Runnu saman í eitt sem var óbúslega fallegt. Þetta gerist auðvitað oft og það er aldrei leiðilegt að sýna það en einmitt. Já, þetta er mjög fallegir dagar núna. Já, en mér finnst ég hafa séð af því fréttir í vetur, Skafti, að veðrið hjá ykkur hafi hreinlega verið of gott og þá er ég að vísa til þess að hefur ekki verið messufall stundum í, hvað var það, skíðasnjó í Hlíðarfjalli? Jú, það hefur verið mikið það hefur verið töluvert vesen og það er stundum hefur verið góður snjór, bæði sá sem að náttúran útvegar okkur og svo þessi skothríð úr byssólum eins og ég kalla hana stundum en svo er bara veðrið verið þannig að það hefur verið hvasst og hlýtt þannig að þessi fíni snjór hverfur full fljótt þannig að það hefur verið mikil vandræði í fjallinni í vetur og ekki verið mjög mikið opið, allt og lítið. Já. Ég hef ágætis mælitæki það hérna á heimilinu, kona mín er mikil og dugleg skíðakona. Ég er nú hræddur að þetta sé einn þeirra vetra þar sem að hún helst, hvað ég var að segja, styrktaraðili Hlíðarfjalls. Ég held að sé ekki margir dagar sem hún reynt sér á skíðum í vetur. Nei, og nú er náttúrulega framundan eiginlega stærsta stund Akureyrar í ferðaþjónustu ef sumrin eru undan skilin, það styttist í páskana og þið hafið náttúrulega, veit ég vel eftir að hafa búið þarna allan þennan tíma, þá gerið þið náttúrulega allt hvað þið getið til þess að fá fólk til ykkar í leikhús, á skíði páskana og þannig að það er mikil vertíð framundan og veltur á miklu að þú hafir skíðasnjó í fjallinu, ekki satt? Já, mjög mikið. Þannig að við svona menn, þeir sem að standa í því, þeir eru auðvitað að reyna að höfða til sem flestra og fá það til að koma norður.
En það veltur nú dálítið mikið eins og oft áður á gamla manninum á efstu hæðinni, bara þeim Guði almáttugum sem við kalla svo, sem sér veðrið, það ekki? Jú. Það hér oft sögulega mjög gott veður páska, en hvað ég að segja, hver veit, við bara vonum það besta, krossu fingur og vonum það besta, vegna þess að þegar hér gott veður, páska, fallet veður og fullur bara fólki, þá þetta bara gaman að vera til. Bæði fyrir okkur sem hér búum og gesti, það er dásamlegt oft hér páskana. Já, ég eftir ég flutti Suðurskaftið þá, ég nú mjög sáttur sko við vistaskiptin en það að En sko það að vera þegar ég var 5-7 mínútur að frá því að ég tók ákvörðun að fara á skíði og var komin í brekkurnar upp í Hlíðarfjalli, það er eitthvað sem að ég mun alltaf sakna. Þetta er einn af þeim punkti sem að ég, eða mögulega margir og flokkum eru með á þessum góða lista yfir þau lífsgæði sem að fylgja því að búa hér. Ég hafði líka vistaskipti fyrir rúmlega 20 árum, fluttið þá tilbaka og aftur heim og líka mjög sáttur við það. Menn hefur náttúrulega verið sáttir það sem þeir eru. Allir sáttir. Þetta er eitt af því sem að skiptir mjög miklu máli. Já. Það er lífsgæði eins og segir að ákveða að skjótast á skíð og vera komin búin að festa á sig spýturnar og vera farin að renna sig bara eftir nokkra mínútur. Eða ganga á skíðum. En svo hef ég heyrt núna Skafti í nokkrum akureyringum sem tellið að lífsgæði að kaupa sér brennivín í miðbænum. Já, mér skilst það. En þeir hafa tapað því stríði, ekki satt? Já, við erum hérna í 603, ég býr norðan Glerár. Við erum búin að taka yfir áfengisverslun í bænum. Þetta er nú svona alltaf skondið, við fjallat alltaf mikið þetta. Að sem sagt ríkið er flutt þarna norður í það sem heitir Norðurtorg sem er svona ný verslunarkjarni nyrst í bænum. Hvað er þetta marga kílómetra frá miðbænum cirka? 5? Já, allir það ekki, 4-5 eitthvað svoleiðis. En það er kannski skiptir nú ekki öllu máli, en þetta er samt svolítið sérstakt að það skuli ekki vera vínbúð í miðbænum. Reyndar kemur ekki við mig neitt persónulega, ég hef löngu hættur að stunda viðskipti við þetta fyrirtæki. Já, við hefum það sameiginlegt. Við hefum það sameiginlegt, en þetta er svona óþægilegt, væntanlega. Já. Fyrir marga, kannski ferðamenn eða fleiri, en við birtum einmitt 30 vikunni að það við tókum saman Akureyri og bánum saman við höfuðborgarsvæði, að það eru flestir íbúar á Akureyri sem sagt flestir kúnnar per búð per vínbúð eru á Akureyri. Það eru færri á hverja búð í Reykjavík en ÁTVR svaraði því til þegar við vorum þetta að það væri ekki fjárhagslegur grundvöllur fyrir 2 vínbúðum á Akureyri. Nei. Þeir eru einu sem Akkur þurftu þeir sko að fara þarna norðar, akkur gátur ekki bara verið áfram í miðbænum? Þeir hafa lengi verið að leita betra húsnæði, það var ekki hentugt húsnæði og þeir hafa reyndar síðustu 20 ár held ég verið að reyna að finna annað húsnæði, buðu út fyrir nokkrum árum en fengu ekki tilbúð sem voru ánægð með, fengur loksins þarna gott húsnæði, þetta er prýðilegt húsnæði, hátt til loft og vítt til veggja, eins og ég sagði, en hefði nú sennilega að segja kannski hátt til loft og vín til veggja í fyrirsögn, en já, mjög gott húsnæði, en það eru margir ansi vonsviknir og meðal annars bæjaryfirvöld, ég sá Hafti til Ástildi, hún bæjarstjóra að bæjaryfirvöld, eða miskuti hún hefði gjarnan vilja að verslunin yrði í miðbænum. Já. Það er auðvitað mun lengra fyrir þá sem að búa syðst og efst í bænum að skjótast í ríkið, en við skulum sjá til, menn kannski vennist þessu bara, eins og öður. Og það hefur svo sem verið mjög þægilegt fyrir Reykvíking sem hefur
flogið norður segjum og hérna býr á Hótel Kea engstar þarna á miðbæðarsvæðinu að geta gengið þarna út í vínbúð og náðu sér í eina hvítvínsflösku. En ég get nú ekki sagt að persónulega svo sem harmi ég þetta hlutskipti mjög mikið þótt ég átti mig á hagsmununum. En það annað sem að var ekki byrjað að neinu marki þegar ég bjó á Akureyri, það voru svona beinflug út fyrir landsteinana og þar hefur ég tekið eftir því síðustu misseri að það mikil gróska og ykkur núna bjóðast alls konar möguleikar á beinuflugi til annarra landa sem þeir hljótið að fagna verulega, ekki satt? Jú, mjög. Þetta einhver mesta breyting, einhver mesta lífsgæðaaukning sem hefur orðið hér mjög lengi. Já. Ég talaði lengi það, þetta var í rauninni eina sem ég saknaði síðan ég bjó fyrir sunnan að geta ekki ákveðinu stuttum fyrir að vera að skjóta til útlanda og þetta þetta gífurleg breyting. Já. Gífurleg breyting, ekki síst að EasyJet flýgur hérna 2 í viku bæði til London og Manchester í Englandi. Já. Þetta svona fastipunkturinn, svo eru fleiri, það hér einu sinni viku flogið frá Akureyri, milli Akureyri og Zürich. Það flogið til Amsterdam í Hollandi, til Rotterdam. Þannig að já, þetta gífurleg breyting. Að geta farið hér og sem sagt skotist hérna á völl og verið komið til England, segjum það, til 2,5-3 tíma og ekki síst þegar þú kemur heim. Þú lendir og ert komin heim í inniskona eftir hálftíma. Í staði fyrir að þú tekur að minnstakosti 1 dag til þess að koma þetta í Keflavíkur og annan dag jafnvel heim, vinnutap, kostnaður, allt sem þessu fylgir. Og það þetta er alveg ótrúlega breyting. Ég hef prófað þetta sjálfur og margir, þetta verið mjög vel nýtt til dæmis hjá EasyJet, betur en þeir í sjálfur sér þorða vona sjálfur. Þannig að þetta er gífurleg breyting og ótrúlega gott fyrir okkur hér, svakalega. Þetta frábært og þetta mjög stórt skref og ég tek undir það að þetta var bras, stundum þurfti maður að gista 2 aukalegar nætur, keyra að norðan, ekki síst yfir vetratíman, suður, gista þar fyrir flug og svo aftur þegar þú komst tilbaka sem að gat þýtt það að kostnaðurinn bara við það, hann var jafnvel meiri heldur en sem nam utanlandsferðinni sjálfri og tíminn náttúrulega sem fór í þetta hann var mikill en þið hafið semst eins og þú segir, þið og norrlendingar, þið hafið verið duglegir að nýta ykkur þessa þjónustu, er góð nýting alla jafna í þessi flug? Já, mjög mikil nýting, eins og ég sagði, betri nýting hef ég heyrt heldur en EasyJet í sjálfu sér gerði ráð fyrir strax og líka mjög góð nýting utanfrá, englendingar eða farþegar þaðan hafa nýtt sér þetta býsna vel, mér sagt. Og það náttúrulega ekki alltaf við sagt mikið vill meira og þetta yfir veturinn. EasyJet hefur ekki flogið ennþá yfir sumartíman og hefur borið við að þeir getur henni ekki boðið sínu fólki gistingu hérna yfir sumarið. En það góða við það að hér að rjúka upp hótel. Það að bætast við fjöldi hótelherbyggja bara as we speak, eins og við segjum, og allra næstu misserum. Þannig að vonandi verður það er einhverja eiginlega lúxushótel er það ekki líka hérna einhverjar sérstaklega elegant byggingar eða hvað? Jú, það er að til dæmis hérna út á Grenivík er að rísa mjög gott og flott hótel og hér í bænum það er að koma hérna Hilton Hótel Akureyri sem hefur stækkað ört og enn að stækka. Svo í pípunum að rísi hótel við Skógarböðin, þann mjög vinsæla stað, hérna handanferð eða yfir rætur Valaheiðar. Þannig að þetta er mjög spennandi, hvað að segja, mjög spennandi og verður von til þess að hér fjölgi ferðafólki enn og að við getum farið að fljúga yfir sumarið líka með EasyJet. Það eru nefnilega mjög margir sem að
nýta sér veit ég bæði náttúrulega að skjótast til Englands kannski í helgarferð eða eins og ég hef gert núna Aquari.net fór í samstarfi við ferðarskrift og ég hef farið með hópa á fótboltaleiki beint til Liverpool sem þetta gífurlega gott og mikil breyting frekar en að þurfa að fara suður og skreppa á leik. Já. Og það mjög margir sem að nota þetta millilenda annarkvort í Manchester eða Gatwick til að halda áfram eitthvað suður í álfu. Einmitt. Mjög margir. Ég heyri það að það hefur allt snúist bæjarbúum á sveif eftir að ég flutti burt. Já, ég ætla nú ekki að setja saman sem ekki þar á milli endilega, en það já, margt hefur... Er það ekki nútíminn á ekki alltaf að breyta smá saman til góðs og kannski staðan sé nú ekki alls þar í heiminum svo akkurat núna en það er margt jákvætt hérna að gerast núna. En nú er aðeins of mikil sókn í húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu eins og þú hefur náttúrulega fylgst með. Gætu þið tekið eitthvað af yfirfallinu sem er hér? Eru atvinnumöguleikar sæmilegir fyrir norðan og er til húsnæði fyrir þá sem að myndu kannski vilja taka róttaka ákvörðun og slíta sig upp hérðan og fara að búa í hinu bjarta norðri? Staðan í því núna akkurat og það hefur ekki verið til nógu mikið af íbúða húsnæði satt að segja, en það er nú samt töluvert í byggingu og bærin að stækka, en það er ekki verið kannski aðra vantað lítið húsnæði fyrir ungt fólk eða þá sem eru kannski að kaupa í fyrsta sinn. En við höfum verið að skrifa það að núna akkurat, undanfarið og akkurat núna eru óvinni mikið til af atvinnuhúsnæði hins vegar. Mikið af tókulluðum iðnaðarbilum eða þannig húsnæði og það er svona verið svolítið vangaveltur eða einhverju hugmyndur að fólk geti hugsanlega nýta sem íbúðarhúsnæði, búið þar, en það er ekki leyfilegt og verður ekki, sýnist mér, en eins og veist þá er Reykjavík og víðar þá er svo sem þá er þetta orðið þannig að fólk hefur búið töluvert í, sérstaklega kannski gömlu iðnaðarhúsnæði hefur verið breytt í íbúðir sem er mjög skemmtilegt að mörgu leyti. Þannig að það er spurning hvernig það verður. Já. En ég held að þurfa að spýta lóðan, við getum tekið við fullt af fólki. Hér eru þetta, eins og til dæmis ég og fleiri, þú er alveg sama hvar sum störf eru unnin. Það er góða fyrirbæri í internetinu sem er nú að flestu leyti gott, eða mörgu leyti gott. Þá geta mér unni hvað sem er, mörg störf eru orðin þannig. En hvort við getum tekið við miklum fjölda akkurat núna, ég er ekki viss það, en vonandi verður. Okkur þarf að fjölga örlítið, en kannski ekki alltaf mikið, en ég held að við hefum gott af því að fólki hér myndi fjölga. Já, ég held að Ísland hefði mjög gott af því að það yrðu 2 borgir í landinu, ekki færri en það. Ég er sammálaður með það. Já, mjög gott. Það er ekki engum til góðs held ég að of margir búa á sama punktinum. Við erum sammála. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Einmitt. Við erum nú sammála. Vegna þess Bjössi, ég ætla að bæta við að hér er ekki bara sól, hér er menningarlífið, íþróttalífið og allt þetta sem að fólk getur dundað sér við og skemmt sér við undan vinnu. Það er eiginlega alveg með ólíkindum mikið, allt sem hér er í boði. Til dæmis í menningunni, sinfóníu, hljómsveit, hér er atvinnuleikhús og mjög góð áhuga leikhúsinn í grenndinni, alveg ekki bara útivist og aðstæður til þess að njóta lífsins út í náttúrunni. Og menning og íþróttir er alveg með ólíkindum og aðstæða fyrir til dæmis íþróttir og menning finnst mér með ólíkindum í ekki stærra samfélag. Hérna búa 20.000 manns og það er eiginlega undarlega margt í boði, mjög ótrúlega hvað er miklu möguleikar hér til þess að njóta lífsins að þessu leyti. Ég tek undir að þjónustustig er furðu hátt í þessum bæ miðað við fjölda íbúa. Ég get sagt þér það er við einar kringumstæður sem ég sakna ykkar alltaf fyrir norðan. Það er þegar ég er að leita að bílastæði.
Já, ég trúi því. Já. En Skafti Hallgrímsson... Það er ekki sérstaklega skemmtilegt að finna bílastæði í miðbúr Reykjavík. Ég get staðfest það, þú ert ekki einn. Skafti Hallgrímsson, það var mjög gaman að heyra í þér fyrir hönd ykkar Norrlendinga. Við á samstöðinni sendum bestu kveðjur til Akureyrar og fáum endilega að heyra í þér svona við og við eftir því sem að ertu ekki til í það að leyfa okkur að trufla þig svona nokkru sinnum á ári bara, taka aðeins púlsinn á ykkur? Jú, alveg sjálfsagt mál, bara gaman að því. Frábært. Og við skulum finnum eitthvað góðan dag sem ég get kannski sett síman út í glugga og sýndir veðrið. Annars er sko þetta hafi verið Tryggvi Gíslason, okkar gamli skólameistari, sem sagði að það er alltaf gott veður á Akureyri. Já. Svo bætti hann við alveg sama hvernig veður. Já. Við látum það vera loka orðin, Skafti. Já, takk fyrir spjallið. Við heyrumst aftur. Beðelsa. Já, og þá er þættinum lokið í kvöld, kæru áhorfendur og hlustendur. Við förum aftur í loftið við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Við viljum minna ykkur á að ef þið hrífist af efni stöðvarinnar og sjáið ummerki það á internetinu, þá getið þið tekið þátt í dreifingu og vexti og viðgangi okkar efnis með því að dreifa því sjálf á ykkar samfélagsmiðlum eða með öðrum hætti. Við reynum í sameiningu að standa að þessari fjölmiðlun saman. Og eins og fyrr sagði þættinum endilega lítið við á vefnum samstöðin.is og farið á hnappinn áskrift ef þið hafið lengi velt í fyrir ykkur að gerast áskrifendur en hafið bara ekki komið í við. En takk fyrir samveruna í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.